Já, velkomin að Rauða borðinu á miðvikudagskvöldi að vori til, það bráðum komið sumar. Gos á Reykjanesi, en við ætlum ekki að fjalla það í kvöld. Við ætlum að vera með önnur mál á dagskrá. Hérna aftast í þættinum að þá kemur hann Björn Þorláks og tekur á móti Árna Finnsinni sem er formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands. Þeir ætla að ræða þá stöðu sem að íslensk stjórnvöld alltaf að lofa alls konar árangri í loftslagsmálum og hann næst ekki og þeir ætla svona að fara yfir stöðuna. Af hverju þetta er svona, hvað er til ráða og hvort þetta muni einhver liti breytast. En áður en að kemur að því að þá ætlum við að fjalla Ísland í NATO, svona öryggisstefnu Íslands á viðsjárverðum tímum. Það er stríð í Evrópu og það er þjóðarmorð fyrir botni Miðjarðarhafsins. Kannski ólíkir öryggishagsmunir ýmissa ríkja, hvort þessu nálægt þessum átökum eða fjær. Kannski eru ekki sömu öryggishagsmunir Íslands og Bandaríkjanna, hver veit. Við höfum svolítið rætt þetta fyrst og fremst við Hilmar Þór Hilmarsson sem er hingað komið, en nú ætla ég að fá hér aðra menn, áhuga menn öryggismál og heimspólitíkina. Viðar Þorsteinsson sem starfar hjá Eflingu, Tjörfi Sjött sem er doktorsnemi og Andrés Ingi Jónsson sem er þingmaður Pírata. Þeir koma hingað til þess að svona greina stöðu Íslands á þessum tímum og hvað margt hefur raunverulega breyst raunverulega í heimsmyndinni eftir því sem að stríðið í Úkraínu þyngist og versnar og verður ólíklegra að Úkraína geti unnið það stríð. Ástandi fyrir botni Miðjarðarhafsins er líka að því að virðist óleysanleg deila, óleysanlegur hnútur, erfitt að sjá hvernig alþjóðastofnanir sem eru að reyna að stoppa þjóðarmorðið nái ákvörðun sínum eitthvað farveg, því að Bandaríkin standa á móti því. Allt þetta kannski setur öryggisstefnu Íslands í deglu og við höfum séð það er degla. Stjórnvöld eru að boða breyttar áherslur, stjórnvöld eru að senda vopn á vígvöllin, eru standa nokkuð þétt upp í bakið á Ísrael og Bandaríkjunum í Miðausturlöndum og þar undir götunum. Það er kannski ekki víst að þetta sé stefnubreytingi sem að Ísland þarf. Við sjáum til hvað kemur út úr samtali mínu við þá Viðar, Tjörfa og Andrés hér á eftir. En áður en það kemur að því að þá ætlum við að tala það sem að var mál dagsins áður en að gosi kom, en kannski verður áfram mál dagsins þrátt fyrir gosið, það eru forsetakosningarnar. Hingað kemur góður hópur af fólki, Hallgrímur Helgason, rithöfundur og skáld og málari, Oddný Eir Ævarsdóttir, rithöfundur, skáld og heimspekingur, Magnús Skeving, framkvæmdamaður, leikstjóri, barnabókahöfundur, leikari og Ester Bíbí Ásgeirsdóttir, tónlistarkona. Ég ætla að ræða við þau forsetakosningar, en kannski ekki síst svona umræðu elítuna, hlutverk elítunar í kosningabaráttunni og kannski í íslensku samfélagi, en líka fleiri hliðar af kosningabaráttunni fyrir forsetakosningarnar, baráttunum Bessastað eins og sagt er. Þetta er prógramið í kvöld, líflegt og fjörugt að vanda hér við Rauðaborðið, en áður en að við snúum okkur á viðtölum dagsins vil ég minna ykkur á að þið getið slegist í lið þeirra sem hafa byggt upp samstöðuna, það eru áskrifendur. Þeir eru núna komnir eitthvað 1300 manns sem að leggja til samstöðunar og tryggja það að við getum haldið út í sendingum og búið til þætti hér. Ef þið viljið slást í lið þá getið þið farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þið getið skráð ykkur fyrir áskriftinni sem er 2500 krónur, þið megi borga meira þið viljið og þið sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna fyrir 2500 krónur. Getið þið fengið allt efni sem er búin til hérna pluss það að eiga fjölmiðil í félagi með öðrum áskrifendum. Pælið í því, ef að þið hafi verið lengi að velta þessu fyrir ykkur að slást í hópinn, endilega látið verða að því að það hjálpar okkur til þess að móta stefnuna til framtíðar. Við erum að velta fyrir okkur hver næstu skref eiga að vera hér í uppbyggingu samstöðunar. En áður en að viðtöl kvöldsins koma að þá er hér örstuttar auglýsingar. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur.
Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, ég ætla aðeins að reyna að fá þögn við borðið til þess að geta kynnt inn þáttinn, en við ætlum að ræða sérst forsetakosningar, eins og við höfum gert við rauða borðið með ýmsu nægi. Því að það ekki alveg gefið hvað þessar kosningar eru og hvað það að draga fram og allt það, og ég ætla núna að fá hingað góðan hóp. Magnús Scheving sem hvað, Magnús? Ég veit ekki, bara Magnús Scheving? Magnús Scheving bara? Já. Ekki nú, eða? Menn þetta nú eitt annað orð í hug. Já. Hvað? Íþróttálfur. Já. Ég mér það ekki. Það alveg 12 ára síðan ég hætti því. En ég var að fá þetta aftur hérna. Magnús bara, ég held ég bara Magnús. Magnús, já. Það er ekki bara fínt. Árni Eir Ævarsdóttir, rithöfundur, heimspekingur, skáld. Ekki íþróttálfur. Ekki íþróttálfur. Ester Bíbí Ásgeirsdóttir, bassaleikari, tónlistarkona. Yes. Hallgrímur Helgason, málari og rithöfundur og skáld. Sko, það sem eitt sem hefur verið í þessari kosningabaráttu og með meiri þunga og sérstaklega í þessari viku er svona umræða svona elítur. Og ég fór að velta fyrir mér í morgun hvort að sko elítan, sem ég veit ekki alveg hvað er á Íslandi, hvort þú bara myndir lifa þetta af. Því að það sem ég er á Facebook, auðvitað þig. Já, ég er á Facebook en ég fer aldrei inn á þetta. Já, það er ekki að vera á Facebook. Ég fer aldrei inn á þetta. Fólk er að senda mjög skilabóð og kannski mörgum mánuði setna þá. Þannig sé ég að það er eitthvað mjög áríðandi hjá þetta að svara. Ég er engu tíma þannig. Ég hlusta mikið á alls konar, ég fer mikið á svona podcast og hlusta mikið á fréttir og svona alls konar svona fréttafíkill. Og hlusta á svona mikið af viðtölum við fólk og les mikið af bókum og svona elskar þessa bækur og reyna að lesa bara eins mikið og ég get. En ég hefði aldrei ennum tíma í svo. En hefur orðið varfið þessi hjaðningavíg innan elítunar? Ertu að meina að elítan á Íslandi sé á niðurleið? Það er svo erfiðleikum með þessar kosningar og sérstaklega með frambóð Katrínar Jakobsdóttur. Nei, það sem ég fannst áhugavert við sko, það að vera að reyna að setja það út í umræðina að þetta embætti sé svona áhrifalítið. Þetta sé svo sem ekkert svo merkilegt embætti og mikið af svona fólki sem svona Stein Nólina sagði reyndar ágætlega, ég man ekki alveg hvernig orðaði, en hún sagði eitthvað þeir sem eiga og þeir sem eiga og ráða. Eiga og ráða, eitthvað sem hún sagði, nota eitthvað svona, alveg ágætlega sagt sko. Og þá kannski það fólk sem er þar, það segir að það sé ekkert svona merkilegt embætti og reyna að gera svona lítur úr þessu embætti einhvern veginn, en svo eigið það alveg ótrúlegum peningum í núna allt hínu á síðustu metrónum í bara auglýsingar út um allt með sinn kandidat sko. Þannig að þetta hljóða mynd fer alls ekki saman þarna sko. Og ef þetta er líka businessfólk, þá myndi ég halda, það myndir halda fast utan krónuna sko, myndi ég halda, þannig að einhver nú greiðin á bakvið sko. Ég meina það hlýtur að vera það, ég trúi bara ekki öðru sko. Það er enginn sem er svona free lunch sko, í þessum heimi, í elituheiminum sko. Þú gefur og þú tekur sko. En ég stundum svona skoða þegar ég sé eitthvað vera að lýsa yfir stöðningi þá ég svona rifjað upp eða flett upp hver var í tengslinn sko. Og oft eru það eitthvað tengsl, eitthvað sem hefur fengið eitthvað eða verið eitthvað þar í eitthvað aðstöð. Er þetta ekki bara þannig? Er þetta ekki bara fólk sem er að ferðast mikið saman, þetta er í embættum, þetta er í háum embættum með eitthvað svona þannig og þetta fer í sömu ferðarlaun og sömu flugleðnar og hittist á sömu viðbörunum og eru bara alltaf. Það er vinsælu krakka klíkan. Er þetta ekki bara svoleiðis? Svo allt í litlu landi þá er eitthvað svona, viltu ekki hafa þennan með akkur hann í þessum hópi, hann passar ekkert alveg inn. Ég man eftir, ég fekk einu svona spurninguna,
var ég nýbúin að vera í Þjóðleikhúsinu held ég með Latabæ sko. Þá fór ég eitthvað svona fyrsta partí sem ég fór inn í sem var eitthvað svona mikið að listamönnum og þá horfði hérna eitt listamönnum á mig frægur og held að hann yfir bara háskólanum eitthvað, listaháskólanum minni. Hvað ert þú að gera hér, þú veist, þú hérna gætir ekki eins og nefnt hver að syngja núna? Það var eitthvað svona að vera að syngja svona Skemmtættrið? Já, nei, þetta var nú bara í hátölunum sko. Ég sagði þetta nú María Callas en þú getur ekki nefnt mér sko hver vann Formúlu 1 sko. Og hérna þannig það svo mikið hroki þarna sko í þessu öllu sko. Þú sækist ekki eftir að vera við þetta borð? Nei, ég vil bara hitta fólk sko. Ég elska fólk. Ég elska fólk á mismunandi sviðum og ég á alveg vini sem að hellulagt hjá mér einhvern tíma stjættin og verður sín og rónar og ég hitti á bara það sem þeir eru á þeim stað sem þeir eru sko. Þannig að ég útiloka ekkert þó fólk þó að fara upp eða niður skalan sko. Þannig ég veit ekki, þessi elita held ég sé ekki beint svona peninga elita. Ég held þetta sé meira svona, þú vilt vera í hópnum elitan. Þannig að ef það er ekki boðið þá er þetta sem að vesin og vilt vera í einhverjum hópi. Þú óttast ekkert meira ef þú ert í hópnum eða á jaðri hópsins en að vera ítt út. Já, og það er ekki gott og þú hefur horfið bara á það, bara sama fólki alltaf í Þjóðleikhúsinu á þessum frumsýningum. Bara sama fólki. Ég bara tekið sömu myndina bara. Það er alltaf sama fólki, ég bara skil ekki. Það er bara svo dögulegt að halda upp í menningun líka. Sko. Ég menn, af hverju býður ekki fólki bara... Maggi, þau eru með áskriftarmiða? Ég menn, af hverju býður ekki fólki sem er aldrei í leikhús og getur upplifað eitthvað í fyrsta skipti? Af hverju ekki allir bara... Nú er það svo dýrt í leikhús. Af hverju býður ekki bara fólki sem ekki efna að fara í leikhús til að vera alla frumsýningar? Hinn getur bara borga. Eða af hverju ekki? Nei, ég skil ekki, þú er búin að sjá 300 sýningar eitthvað og 500 eða hvaða margar, allt sama fólki. Herðu, Árni, hefur þú tekið eftir þessu elítu stríðum? Já, ég eiginlega bara sérstaklega þegar þú hafði samband við mig og nefndir elítuna þá fór ég nú bara... Það læri heima? Nei, ég fór bara aðeins einmitt að sjá sko nýjustu færslur á Facebook og það er alveg rétt að það er dálítið erfitt og þetta orð elíta kemur alltaf upp og ég þurfti svolítið að fara bara pæla í því, rifja aftur upp, hvað er aftur elíta því að maður skilur það eins og í sko einbreiðar klíkunni eða elítunni sko þegar það er virkilega svo samtrygging í pólitísku samhengi og maður veit að sko pólitísk elíta eða svona völd tengjast líka þá efnahagsviðskiptalífinu mjög oft og menningarlífinu og fjölmiðlunum og þeir sem eru með þeir sem eru að byggja upp elítu, þeir náttúrulega reyna að vera á öllum þessum sviðum og það er svona þessi samtrygging og þá hugsa maður listamenn og svona, já, fræðafólk og listamenn sem það er eins og þú ert að segja, það er einhvers konar, það er annars konar elíta og mér finnst bara okkur ganga mjög illa að ræða þá elítu því annars vegar er þetta fólk, listafólk sko, hefur barist fyrir því að halda einmitt sjálfstæði sínu, vera hvergi að mála og vera raunverulega virða margir finna til ákveðna svona ég veit ekki, bara líka við skildurækni að tjá sig og reyna að sjá fleiri sjónarhóttum málinu þannig en maður hugsaður til dæmis elítu ef að Amnesty International berjast fyrir fólki sem tekið til fanga fyrir skoðanir sínar, tjáningu þeir sem ekki eru frelsaðir af neinum, þú veist, maður getur einmitt ímyndað þeir sem eru alltaf í sömu flugvélunum, það verður svolítið auðvelt að hafa samband við vini sína sko, og einhverju munu líklega leggjast á eitt að frelsa þá. Má ég spyrja þinn, síld og fisk hérna í gamla daga. Þorvaldur í síld og fisk. Hann styrkti mikið að listamannum og safnaði mikið að listaverkum og svona. Var hann elíta til dæmis? Ég leit aldrei á hann sem svona elíta. Var hann elíta? Hann hefði auðvald. Hann hefði auðvald, en var hann elíta? Þú veist, nú er ég bara að velta fyrir mig, sko. Elítan getur samsettar ýmsu, þú getur átt auðvald og þú getur átt menningarlegt auðmagn. Já, þú verður ekki bara elíta þó eigið pening, eða? Nei, er það? Ekki út eintrjáningur ykkur stort í horni, en þú getur notað auðvald. Kannski skilja og tengja Íslendingar ekkert sérstaklega við þetta orð, elíta. Kannski erum við bara of lítið samfélag og við erum bara einbytt okkur að því að tala um það sem við skiljum og það eru klíkur. Og þetta eru klíkur. Og þetta eru klíkur sem að fara þvert á einmitt, auðmagn og líka inn í menningarklíkuna sem er kannski sterkasta klíkan með sterkustu röddina. Eða það er svona mest opinbera klíkan. Já, það er einmitt eiginlega betra að tala um klíka og en líka, en svo kemur bara þetta góða
Já, mér finnst einhvern veginn... En þá ekki klíka sem þú bara tekur alltaf sama fólkið aftur og sama fólkið, það ekki skilgreining á hverju svona klíku? Jú, en klíka getur líka verið bara eitthvað fólk sem að vinna saman. Þú ert með eitthvað stórt listrænt projekt, bara eins og þú varst með þitt projekt, þú ert með að vinna með fólk, það er teymi og þú treystir ákveðnum betur, kannski að þau eru unni með þeim áður og svoleiðis. Já, þetta er svona og hvenær verður það þá óeðlilegt? Það verður óeðlilegt þegar þegar að það myndast ákveðin samtrygging og raunverulega svona innherja eða svona hagsmuna tengsl sem að bitna á öðrum og núna þegar að við þessi sem erum að tjá okkur forsetakosningarnar, ég held að það sé svona mikill hiti í málinu því við erum einhvern veginn, það myndast allt í eitthvað space til þess að ræða líka við aftur að fara að tala hrunið og uppgjör við hrunið. Þannig að þetta er ekkert bara ég held, mér finnst allavega jákvætt að taka þátt í þessari umræðu og reyna pæli hvar okkur finnst mjög erfitt að ræða málin vegna þess að við þurfum greinilega að vera dálítið markviss í að ræða málin líka eftir forsetakosningarnar og gera upp þetta, já. Ég hitti þetta stjórnmálakonundaginn og hún var að tala forsetakosningarnar og náttúrulega Katrínu og allt þetta og Bjarna kannski líka og hún er náttúrulega umgeistuð þarna í þinginu og hún var að segja það er svo merkilegt með sumt fólk að það horfir í spegil og það sér ekki valdamanneskina. Það horfir bara á fallega unga konu eða myndarlegan mann eða eitthvað, það sér ekki sjálft sig sem valda elítu og þetta er held ég vandamálið með þessa elítu umræðu núna, elítan er svolítið svona exposed núna og hún kann ekki við að vera kölluð elíta því hún vill ekki kannast við það en hún er það sannarlega, ég meina engin manneskja hefur nokkur sinni verið í meiri elítu sporum en Katrín Jakobsdóttir er núna, hún er forsætisráðherra í forsetaframboði. Það er ekki hægt að komast hærra í elítu en það á Íslandi. Og sama tíma vill hún ekki koma hingað í umræður. Eini forsetaframbjóðandi sem vill ekki koma hingað í umræður sem mér finnst líka dæmi elitisma. Sko. Já, ekki út af sögu heldur. Yfirlæti hefur einkennt þessa klíku. Og mér fannst mjög flott að Auður Jónsdóttir gerði bara mjög flotta grein daginn þar sem hún bendir svolítið á klíkuna, potaræði sig maðan á henni og bara hugsaði, ok, hver er þessi klíka? Og klíkan bara kom út úr skápnum bara þá og bara fór öll á Facebook og bara aullaði framan í Auði og bara hugsaði, já, einmitt, þessi taktík, þetta yfirlæti, gera grín, þú veist, hlæja henni, hýja á hana, hýja á alla sem eru ósammála, þeir eru allir svo vitlausir og við bara komum út úr skapnum bara sama dag. Margir voru með það, hvað er þú að tala um elítur? Er þú ekki barnabarn Laxness? Já. Eins og það myndi eitthvað Já, ég er náttúrulega Auður var nýbúin að líka lenda í því að vera kölluð elíta og hún, ég er alveg sammála mörguleiti, mér fannst grein Auðar vera flott, hún var dálítið löng og flókin svona, en hún var alveg svona þörf. Ég hlustaði á hana, ég mæli með því. Já, en síðan skildi ég þetta líka, ég verði ekki það, að þá sem að einmitt þeir sem að síðan komu út úr hólunum og voru að gagnrýna hana og verja Katrínu maður skildu þetta líka þá sá maður einhvern veginn betur hvað var svona mikil skekkja af því að þá snýst þetta á rauninni alltaf þetta persónulega samband sem hver og einn hefur við Katrínu og hennar persónuleika, hennar hæfileika og svoleiðis á meðan að allavega það sem ég reyndi að sitja á Facebook og er búin að reyna, það snýst eitthvað svona eins og formsatrið, þú veist, að manni finnist það jaðra við spillingu og vera spilling að það sé hægt að fara bara úr forsætisráðherrastóli yfir í Sko þetta hefur náttúrulega verið gert oft á Íslandi áður að þetta manna hvernig á Thoroddsen eða þú veist það Nei, það var ekki svoleiðis. Aldrei verið gert. Fór hann ekki úr forseta? Nei, hann fór úr pólitík og gerði sendiherra til þó sér sko, það var 3 ár sem liða á milli. Á milli, Það er líka tími hjá honum En það sem Ólafur Ragnari. En það sem áhugavert við þetta, mér langar aðeins að spyrja um eitt Það er sko gefum okkur dæmi að þú ert búin að vera 20 ára í valdastöðu eins og Katrín, búin að vera þar og mikil umsvif, þú hefur mikið af völdum og það eru margir sem fá mólana annarkvort að kynnast þér í vinnu og bara vinna með þér og þá kynnast þér konunni kannski og kannski finnst hún ágætismanneskja kannski og eitthvað slíkt og eða þá verður eitthvað samtrygging, það er annarkvort, það er eitthvað sem gerist, bara þú er búin að vinna lengi með valdinu í langan tíma. Svo koma aðri frambjóðnir sem eru kannski ekki endilega þar og hafa ekki þetta verið búin að eyða peningum annara í mjög langan tíma.
Svo við hitt fólkið sem erum bara hérna niðri, að við þekkjum kannski ekki þetta fólk frá þessu, við erum ekki að vinna með alla daga, við erum bara að dæma verkið þeirra. Við dæmum bara verkið þeirra og hvað þeir hafa gert og hvað þeir segja. Mér finnst skrítið til dæmis, en kannski það bara fáránlegt, en mér finnst skrítið að allt í nú breytir viðkomandi bara fatasmekk núna viku fyrir kosningum. Mér finnst það skrítið, mér finnst það einhvern veginn byrja, af hverju ertu ekki bara þú? Af hverju ertu ekki bara eins og þú hefur alltaf verið, skilur? Ef af hverju skiptir það einhverju máli en einhverju ímynd sem á loka metrónum, þá það ekki alveg raunverulegt, sko, í mínum huga. Plús ef ég kíkir síðan á verkin, þá er það ekki leadership að yfirgefa skip þegar allt komin í 4,5% og yfirgefa viniðina. Sem börðust fyrir því að koma þér í þetta forseta. Það er ekki leadership, sko. Forsetisráðherra embætti. Þú yfirgefur bara félaginn á ferð af vígvellinum, sko. Og allar hvað? Jú, líklega tapa ég kosningunum, kemst ekki inn og aftur, þá ætla ég að fara í stærra embætti til að komast bara þarna, til að vera ennþá við völd. Þetta finnst mér vera svona valdasíki, sko, innan gæsalappa, sko. Og þannig að ég verður að viðurkenna það ef ég dæmi verkin, og mér finnst ennþá skrýtnar að sjá poppara alveg á fulli ölsingum og á sama tíma að veiða lax og á sama tíma að gera ótímabil leyfi bara næstu út ævina, sko. Það verið að setja það út úr ráðuneytinu. Mér finnst það besta lagið. Mér finnst þetta skrítið. Hljóð og mynd fer ekki saman. Besta lagið í þessari kosningabaráttu er Ásthor. Ég bara var að heyra það í dag. Frábært lag. Æðislegt lag, það er svo grípandi. Ásthor, þetta er útlendingar. Þú ert Ást, þú ert Þór, þú ert Magnússon. Þetta er útlendingar að syngja þetta. Þetta er svona fljúð, hvað var þetta? Svona gervigreind búið til í Kína. Örugglega. Alveg dásamlegt. Þetta er svona hljóma pínlítið svona nýdansk eða þú ert að tala Bubba og hann stuður Katrínu og bara hefur ykkur ástæðu fyrir því en það maður setur spurningamerki að hvernig getur hann sem alltaf að tala laxinn stutt Katrínu sem lagði fram frumvarpi sem að eiginlega setur laxinn í hættu. Ég stríti honum á Instagram og setti svona í story þegar Kata Odds var sem brjáluðist í baráttunni fyrir gegn sjókvíaeldinu. Ertu ekki að styðja ranga Kötu? Hann var nýbúinn að koma út úr skápnum þá með Kötu og mér finnst þetta mjög óskiljanlegt. Þannig að það er klárasöksun og saman með Willi Birgis sem vill endilega við hval en hann stuði samt Katrínu sem að VG stóð fyrir að vera ekki veturhvalur. Og þá er ég velta fyrir mig sko að þessi elíta, er það þannig að hún með eitthvað málefni, hún að berjast fyrir alls konar hlutum en þegar á reynir að þá tryggðin meira við vinsælukrakkana við borðið. Er kannski bara núna á þessu vikum, er það afhjúpast sko veikleiki þessari elítu sem eiginlega ekkert annað heldur en óttin á því að sko ekki fá sæti við borðið. Þannig allir vilja vera með. Ég held að það sé stór hvati í þessu, þú vilt vera í vinningsliðinu, þú vilt vera einhvern veginn með fallegu sætu krökkunum sem eru að fara að vinna þessar kosningar og fá boð á bestastaði og það er einhvern veginn svoleiðis stemning. En mér finnst ég verða samt að segja, mér finnst samt eitthvað skrítið. Við erum nú örugglega öll elíta hérna sem sittum við borðið líka, út frá einhverju skilgreiningu. Ekki ég. Ekki ég. En þá sko, mér fannst það svolítið gott, af hverju mega bara sumir menntamenn og listamenn semja lög og styðja hina frambjóðendur. Af hverju má Bubbi Víkingur Heiðar ekki styðja Katrínu? Ég er alveg sammála, þetta er alveg furðuleg klopningur, en ég bara hugsa, mér finnst þetta líka með ég segja að mér finnst þetta svo strax eins og Auður og fleiri séu að segja að þið megi ekki styðja, mér finnst þetta ekki spurningu, þetta mega er alveg styðja og það er ekkert einhvern veginn eins og hverja aðra, en það er hins vegar einhvern veginn, manni finnst það bara furðulegt, kannski treysta þeir henni eins og hún skiptir kannski blússu, að hún geti líka skipt skoðun, þú veist kannski, ef maður virkilega reyna að skilja þá. Nei, ég held að Bubbi þekkir hann greinilega bara það vel, hann finnst þú vera góð manneski eitthvað svoleiðis og bara treystir inn í hlutverki. Það er ekki þannig að hann gerir það, það sem mér finnst bara skrítið, það sem mér finnst furðulegt við þetta, að er það sko, ég myndi ekki taka undir alveg satt að við varum þessi elítu, ég er örugglega ekki elítu smiður, það er miklu betri smiðir sem eru elítu smiðir, það eru betri íþróttamenn og meiri elítu íþróttamenn en ég og það eru listamenn, ég hef gert leikrit og ég hef gert bækur og sjónvarpsþætti, það eru
meiri elítu gæjar í þeim bransa, sko. Þannig ég myndi ekki titla mig í þessa elítu, sko. Ég myndi bara alveg taka það. Nei, það titla sína enginn sem elítu. En aftur á móti, myndi ég segja, ég held að það sem ég skrítið ég setja við Bubba, það ekki það að Bubbi hefur oft tekið sína sjálfstæða skoðanir og bara oft við haft rétt fyrir sér og er frábær náungi, sko, og æðislegu listamaður þjóðarinnar, sko. En mér finnst bara skrítið, ef ég að berjast fyrir réttindu barna allan heim, þá get ég ekki hort á Gaza-dæmið. Það verið að drepa bara sko, jafnmörg börn og 10 ára börn í Íslandi verið dáin, sko. Nei, ég alveg sammála og þá get ég ekki eftir komið og sagt ekki neitt. Það væri skrítið og ég myndi aftur að fara að setja atkvæðið mitt á mannesku sem hæst á skalanum og fórsetir á þar Ísland og segir ekki orð. Ég skipta svolítið máli, það er ekki skrítið að ég styrti það. Ég er sammála því. Þá mætti Bubbi Mortens alveg koma að segja, ég skrítið Maggi að þú ert allt í nú komin bara ekki að verja réttindi barna eða eitthvað slíkt. Jú, en við erum alltaf öll svolítið mikið í mótsögrum og svo leið. Ég bara segja, mér finnst ekki í sjálfu þessu skrítið einhverju listamenn stiðji Katrínu út frá bara einlegum. Ég er að segja, mér finnst það í sjálf... Nei, bara þekki konuna. Já, mér finnst bara skrítið að umræðan farið síðan að snúast það. Hvað megum við ekki stiðja Katrínu? Snýst umræðan það? Já, er það ekki ólík merking af því að Katrín forsætisráðherra kemur innan úr valdinu, svona hennar pólitíska arfleifð hennar pólitíska arfleifð til dæmis að sameina, ég man að ég skrifaði 2017 að hún var að sameina vísa í Hallgrím, en það var samin að 107 og 210. 107 sko hinn betursetta millistétti sem á nóg að mennta og félagskapitali og er búin að sprengja upp verðið þarna á melónum, þar sem hún býr. Og svo 210 náttúrulega Garðabærinn sem auðvaldið sem smekklaust og hefur engan sans fyrir sko samfélaginu. Sko þessi ríkisstjórn hefur saminað þessar tvær elítur. Annars vegar auðmagnið og hins vegar sko mennta og félags og þetta eiginlega en kannast ekkert við að vera elítur. Nei, það kannast ekki við það en ég meina þú veist að þau getið af sér bara eins og Kaffi Vest og eitthvað svona alls konar hluti. Það það sem okkur sárnar í þessu sko, mér finnst rosalega erfitt að horfa upp á það að forsætisráðherra fari í forsetaframboð. Mér finnst það bara einhver lína sem að þú átt ekki að fara yfir. Mér finnst það bara ósiðlegt og ég bara er gjössalega á móti því. Ég vil ekki búa í landi þar sem að forsætisráðherra verður síðan kosin forseti. Það er bara næstu því bara einræði og að sjá síðan stjórnmálaelítuna, peningaelítuna og menningarelítuna faðmast saman yfir því. Það finnst mér svo erfitt. Hún er með sko gömlu kvótapenningana til að borga auglýsingarnar, hef ég heyrt. Og það er ekkert smá fjármagn sem flæðir þar inn. Mér er sagt að Kristján Þór Júlíusson var að selja barmmerki á fundunum í Hofi á Akureyri. En sko, þú veist, bara dagurinn á flettiskilt í dag kostar 450.000. Ein birting í sjónvarpi á langri auglýsingu er 250.000. Og þessi flettiborðar á netinu eitthvað svipað, sko. Þetta er bara 1 milljón á dag hjá þessum aðalkandídötum sem eru þessar 3 konur þarna. Það eru bara eins og formúlubílar sem eru fjármagnir af einhverjum stórfyrirtækjum, allar saman og menn, sko, tökum þetta þá er Katrín með gömlu peningana og Halla Tómas með hrunspenningana sem komu aftur inn í landi. Þetta eru gömlu vinir okkar í Baugi og fleiri sem eru styrkjana og svo er Halla Hrund með nýsköpunarpenningana, við getum gætla á nýju penningana, sko. Þannig að þetta eru þessar 3 brautir, peningabrautir sem eru að berjast. Baldur er svona, hann er bara ekki með þetta fjármagn, sko. Hann bara er að reyða sig á okkur 5.000 kalla. Hann er svona þetta er meiri grassrót hjá honum, sko. Hann er ekki með þessa bakhjálp. Auðvaldið er ekki að veðja á hann. Nei, og maður spyr sig, af hverju er fólk að kaupa sér forseta? Eins og þú varst að tala um. Auðvitað. Og ég hef grunn til dæmis að viðskiptalífi vilji gjarnan eiga forseta sem hann getur ráðskast með og bara notað eins og eitthvað boðskort í útlöndum og 4 íbúðir og 3 í útlöndum og hellinga bílum og búin að kaupa rallað og vini sem þú viltu auðvitað kaupa þig forseta. Sko, mér finnst það, sko, ok, ég ætla að fara aðeins núna í annan gír, ég er eiginlega sammála hérna mörgum sem þeir að segja, ég ætla að fara í aðeins annan gír svo að við sem ekki öll sammála, svo leiðilt að vera í þættir sem allir eru sammála. Það er svo leiðilt sjónvarpsefni og þú veist, ég ætla aðeins að, sko, mér finnst ég stundum að heyra þetta, þú veist, svona eins og peningafólki í Garðabæ, þetta er allt ömurlegt fólk og allir sem er einhverja peninga sé alveg ömurlegir og svona, þetta er svona pínlítið svona, það er bara að safna sama auðvaldið og þetta. Ég skil þetta er alveg svona, en það sem ég er samt sko svo skrítið.
við þurfum að berjast fyrir því að það sé meiri jöfnuður. Ég held að það sé það sem á að vera bara fullu. Bæði forsetinn, kennarar, listamenn, hvað sem þá berjast fyrir ykkur jöfni. Það var finni ykkur jöfnu. Pabbi minn var í alþýðu bandalaginu, mikill kennari og skólastjóri og hann fannst aldrei að einn ætti að faða meiri en 3 sinnum meiri en laun en næsti. Hann fannst að bara það væri orðið nóg bara. Þú veist, það ætti ekki að vera mikið meira. Þá bili bara skrítið að ég fer á háls... Þannig var samfélagsumræðin svona 1950-60. Já, ég ólst eiginlega upp í þessu. Já, við ákváðum að fara frá þessu yfir í eitthvað allt annað. Já, heimilið mitt maður fullt af fólki sem átti ekki neitt, alltaf tekið inn, alltaf bara menn í baði heimið og með bara alltaf bara einhver maður bara þar og gæi sem kunni ekki að gera, fekk ekki vinnu, var rosa klára að gera við bíla og komst ekki gegnum bílpróf og kendi pabbanum að taka meira próf og alltaf fór hann að keyra steypubíl og alltaf hann var í baði heima með einhver og mamma skildi aldrei hvað var í mat, sko, fullt af fólki alltaf á heimilinu, bara alls konar fólk og það finnst mér að vera þannig jöfnur þar eiga sér stað og mér finnst að þessi taktík sem verið að nota hún virki ekki alveg með því að vera alltaf elítan hérna megin og það verið að búa til þess að gjá og það fer enginn að vinna saman í svona umræðu fattiði mig og svo er það bara að kalla skautun þegar hérna, fólk að takast á raunverulega hluti. Já, mér finnst þetta svo mikill galli á umræðinni. Þá verður þetta ekki neitt svona, varst þú að segja Garðabær við raunverulega? Ég bý nú í Garðabær, þetta raunverulega. Ég bý ekki í Garðabær, sko. En það, þú veist, ég seldi að þessi. Nei, ég hjá líka eftir, þetta er ekki að hjálpa. Ég held að það er alhæfingar. Já, en sko... Lítið út þessu ykkur helviti hjálparsveitina? Já, það er þessu kolparsveitina? Nei, ég veit það sem þú gæti verið. Ég er bara að benda á staðreynd að þeir sem eiga mikið auðvald að þeir hafa hingað til í íslensku menningu ekki stýrt menningunni. Það var reynt að gera það hérna. Lengi framan eftir 20. öld það var menningin og félagslega auðmagnið var annars staðar og tók þátt í baráttu gegn auðvaldinu. Samanlega. Það sem að gerðist á nýfrjálshyggjutímanum og ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur skilgetið aðkvæmi af það að menningarelitan giftist auðvaldinu og bjóð til þessa ríkisstjórn sem að sameinaði 107 og 210 og það er frambóðið sem er núna í gangi. Ég er bara að benda á þetta. Já, en býtu, ég held að sé annað. Ég held að segja að þessu fólki. Ég hlægi ekkert að þeir þegar ég sé hvaða myndu út með frá ofan hérna. Þú eru aðtúa það sko. Í gamla dag varstu með þennan draumum að enginn væri með meira en 3-falt hærri laun en í dag er þetta bara orðið svo absúrt. Já, ég veit það. Einn af stuðningsmönnum Höllu Tómasar var að selja fyrirtæki fyrir 28 milljarða. Þú veist, listamannlaunin öll eru 1 milljarður ári. Þú veist, þetta er bara stærðir sem eru komnar út úr öllu korti. Og við getum ekkert, það er svo, þetta fólk bara getur kissi fossita eins og ekkert séð, það kostar ekki neitt. Fjölmiðla, hvað sem er. Ég er sammála þessu, en þá þess kann skiptir það örugglega miklu máli. Þetta er eini fjölmiðlinn sem er ekki í eigu þessa fólks. Jú, en Gunnar Már, ég ætla bara að segja, ég ætla að taka þessu Útvarpssaga líka. Það er alveg... Hver heldur að borgi út af sögu? Nei, en ég er alveg sammála þér í gróður, en þú getur ekki á þér setið að þurfa henda inn sko svona Garðabænum og hérna 107, þú veist svona alhæfingar og hvað veist og svona, sem eru bara réttar, en það er ekki beinleiðis að hjálpa okkur samt, finnst mér, í þessari umræðu. Vegna það getur ekki komið einhvern annan aðeins pól, þú veist, og til dæmis að hinir listamennir allir, hérna, að þeir séu að kaupa sér forseta og við séu bara mér finnst þetta skrítið að listamennir er ekki að kaupa sér forseta, það er sem eiga peningan að gera það. Jú, en þú segir að þið hafi algjörlega hérna, eftir hrun þá hafi samtryggs listamannlitin. Ekki allir, sko, KK var að syngja ykkur öðru fundi og ég ætlaði bara að segja það. Helga er eitthvað þar og ég ætlaði auðvitað þarf ekki að taka það fram, en mér fannst einhvern veginn svona eins og það væri, þú veist, aðeins alhæfing, að það væri algjör samruni, það alveg rétt, það hefur orðið mikil skörun og allt og mikil samruni, fjölmiðla menningar. En það eru þetta einhverjir sem eru að reyna að vera óháðir og reyna að vera fyrir utan, reyna það virkilega og svo eru líka sumir sem að held ég bara, nú er þetta hrókafullt sem ég er að segja sko, en sem kannski fatt ekkert alveg að þetta snúist það, af því að þetta fólk sem, listafólk sem er að styðja Katrínu, ég er ekkert viss að það sé að styðja það að hún færi beint úr ráðuneytinu yfir í forsetann. Ég er á móti því hennar frambúið sérstaklega út af því. Svona, þetta er svona virkilegt svona stjórnskipulagslegt atriði. Ég held ekkert að hérna Víkingur Heiðar sé eitthvað að styðja það, skilji eitthvað við. Þetta er svona þannig að þetta er aldrei svona... Þau eru að styðja bara því að það er hún.
Já. Það eru þannig blind fyrir því. Ég er að meina það, ég á þetta og ég má þetta. Því við krakkarnir hérna vinsalu krakkarklikkunni, við megum þetta. Því við vitum að við erum svo góð. Þess vegna þurfum við ekki að fara til reglunum sem við kannski ætlum með hinn. Það er bara dæmi ekki svona getur verið að þú sett meina smá blindu eina. Ég ætla að tjekka þig. Mér finnst hérna gestir mínir vera að snúa skegg mér. Já, ég bara gæti verið meina blindu. Sem ég hef aldrei heyrt í tala beint, en ég veit ekki hvort ég líti á þetta aðeins öðruvísi. Ég líti á þetta svona. Segjum, og nú ætla ég að auðvelda þetta eins og maður skilji hvað að segja. Segjum að út með auðmagnið, peningana, svo ertu með menningaelítinu og segjum að hún komu úr vinstrinu og kemur upp og verður fósturráðherra. Katrín, sem dæmi. Og þú varst búin að segja að þetta væri búið að sameina þetta allt saman innan súpu. Málið er bara það sem er svo yndislegt. Þau vilja bæði það sama. Völd. Það er fyrsta lagi. Í öðru lagi, þá er að sikkur völdin sem þeim vilja. Auðklíkan er alveg sama menninguna og listina. Við kaupum hana bara seinna meir, hún er svo ódýr. Við förum bara að kaupum hana af einhverjum, skilur við. Og styrkjum hana jafnvel, smá. En við viljum businessin. Við viljum auðavinn, við viljum fá resursana, við viljum fá komast í, þú veist, það sem þjóðin er að fara að missa næst og við viljum vera fremstir þar. Það var ríkisstjórnin. Akkurat. Ríkisstjórnin var þeir megi fá auðlindirnar, en við fáum hérna kynrænt sjálfstæði. Já, og réttindamálin, við getum farið erlendis og tala réttindi og við erum fremst í þessu réttindum og fremst í þessu. Það var ríkisstjórnin. Akkurat. Mér er svo hissa Íslendingar. Og þess vegna það það sem við erum að fá og allir eru að hissa það gerist. Ég horfi bara á þetta, það mætti einn á vinstri grænum áður fór í að búa til fyrir þetta áður fór í kosningarnar fjármál. Það var einn sem mætti 20 skólamál og 40 umhverfismál og þeir hafa bara engan áhuga á því. Ef ég var í Sjálfstæðisflokkurinn og ætlaði að ná ykkur völd, það var ekki besti flokkur sem ég geti verið með. Væri vinstri grænir. Það er bara ekki til betri flokkur. Þeir vilja bara eitthvað, ég nenni ekkert að þú að taka til þetta partí og sópa og bjóða ykkur viniðinum. Stálu meira svo umhverfisráðuneytinu og breyttu því Orkuráði. Já. Þannig að, jú, einmitt, þeir gáfu eitthvað svona sem þeim var alveg samum tilbaka. En af hverju eru við hissa? Og rústuðu flokknum VG og Katrín er alveg sama, hún er bara eitthvað eiland, stekkur frá borði og býður sig fram og það ykkur hafi eitthvað út á þetta setja, það segi eitthvað það, eða sé jafnvel bara að velta fyrir sér að kjósa hann ekki, er eitthvað skonar ofbeldi og einelti sem að klíkan verður fyrir og það er náttúrulega bara ótækt. Það er náttúrulega hámark meðvirknar að vera vorkina valdinu, sko. Já. En mér finnst þetta samt líka svona mannlífsstúdía, því ég er náttúrulega rithöfundur og var að stúdera karaktera, hvernig þið bregðast við þessum aðstæðum. Ég var að horfa á pallborðið í gær hjá Heimildinni sem var nú hálfglata við þessu leyti því að sumir frambjóðandi voru búin að smalinn í salinn og þeir fengu alltaf þetta var alveg bjánalegt, sko, þetta var eins og menntaskóla. En allavega þar kemur spurningin Palestínu sem er náttúrulega spurningin í dag og hvernig þið svarar því sem forsetaframbjóðandi. Mjög svona fróðlegt að sjá það. Og Katrín er náttúrulega búin að vera svolítið múlbundin af sinni ríkisstjórn með Bjarna Ben sem er náttúrulega stendur bara með Ísrael eins og fasisti og ætlar ekkert að gefa sig með það og hún hefur átt rosalega erfitt með það mál innan ríkisstjórnar. En þannig gær þá var hún frjáls manneska að bjóða sig fram í forseta en svarið sem hún gaf var einhvern veginn svona mjög lögfræðilegt svar sem enginn gat hankaðan á hvorki fylgjendur Palestínumanna né Ísraelsmanna og þá sá maður að þeir voru komin í frásetaframboð með þetta fylgi úr öllum flokkum, Sjálfstæðisflokkurinn er að styðja líka kvótapeningarnir, þú vilt ekki styggja neitt, það eru kannski Ísraelsmenn með sína fylgjendur og þá ertu í vandræðum og hún gat ekki verið alveg svona frjálsa því. Og þetta átti, síðan kom rosalegur svona debatt það á Facebook meðal fylgismennar Katrínar, hvað þeir áttu líka erfitt með þetta að verja svarið hennar gagnvart árásum frá fólki sem er ekki samum ástandið á Gaza og þetta var mikil svona. En finnst ykkur ekki furðulegt með að þú ert að tala fjölmiðlana og þetta, finnst ykkur ekki skrítið hvað Hallin er sko hann er svo, þeir fela hann ekki lengur sko, þú veist bara Ríkissjónvarpið, Stöð 2 Morgunblaðið, það er bara forsíðu mynd með fánunum og öllu bara eins og það væri bara forseta borðið. Katrín tekur fórustuna svo fer hún 6% niður ekkert, það er ekkert að frétta því fréttum á RÚV, það fer í 10 fréttina sko, fer ekki fyrstu frétt sko og þetta er skrítið og Heimir því miður eins og hann er ágættur spyrjandi þá er þetta bara
hann getur bara haldið á fánanum sko. Þetta of mikið sko. Þetta of mikið fyrir vennlegt fólk að horfa á Heimir Már. Já, daginn þegar hann lét bara sem sagt konu út á götu hafði það með inn í klippinu sem hann var að mæra. Ég veit ekki hvort að hann klippti þetta eða hvort einhver annar klippari klippti þetta og hafði ekki vita á þessu. Mér finnst hann hafa verið til þess þegar hann að ræða kannanir að ef að Katrín ekki efst að þá alltaf tekið fram að sé sko tölfræðilega ekki munur en ef hún efst að þá ekkert verið að geta það. Sko í lýðræðisríki finnst mér þetta skrítið. Mér finnst í lýðræðisríki líka skrítið að allir fá ekki að taka þátt sem buðu sig fram. Ég veit að umræðan verður hundleiðileg kannski eitthvað svona. Mér finnst þetta svona skrítið að Samt var það besti umræðu þátturinn svo far. Pallborðuð á Rúf. Já, besti þátturinn. Það var stórskemmtilegt. En það var líka í gærkvöldi, þá var í Kólaportinu sem Samstöð sendi út og það var alveg rosalega skemmt. Það voru þetta 4 frambjóðendur og mér fannst alveg verulega hressandi að hlusta. En sjáu hvað þau þurfa að reyna að gera. Og Steinunn Ólína var svo... Steinunn sagði nefnilega eina setningu þar sem að tengist þessu. Hún sagði það sem við eigum sameiginlegt hér að við eigum okkur sjálf. Já. Og þá erum við náttúrulega að Steinunn hafa komið rosalega skemmtilega. Mjög skeleg Steinunn sko. Mjög flott. Mér finnst Arnar Þór líka mörguleiti mjög góður og mér finnst Ásdís það var stólið smá svona kom með eitthvað svona alveg ný en í þetta og Ástóri var að tala friðinn þetta áhugavert og svo það með þessi stuttu svör sem alltaf alveg sniltingar Já, svo Helga Þórisdóttir var mjög flott í gær að útskýra þetta með persónuverndina og hvers vegna hún byggði sig fram og mér fannst það ekki vera hræðslu áróður það hvers vegna þyrfti að passa upp á gagnvart gervigreind og tækni og auðhringjum raunverulega sem margir af þessum frambjóðendum einmitt að lýsa samfélagið þar sem að sko ákvarðanir eru teknar einhver stöðar utan lýðræðisins að þessi einhver klíka Já, eiginlega allir þessi sem 4 sem að raunverulega búið ákveða hvernig að stýra Íslandi og við erum bara svona hálfgerða áhorfendur En mér finnst svolítið skrítin hræðslu áróðum, finnst það ekki þetta margir sem segja við verðum að hafa Katrín því hún þekkir svo marga og hún getur eins og það sé bara Já, minnst einhvern veginn hún svo mikið tengslinett og kann og allir hrættir að við Jón Gnarr skildum segja vitlausan brandar þá fer bara allt kalda kól og við verðum gerða fíblu minnst eitthvað svo skrítin eins og sé bara yfirvofandi eitthvað hræðilegt Ég meina að fá almannavarnir til að segja kjósið Katrínu var ég myndi segja afleikur sko. Já, það var alveg langt gengið. Það ekki verið að virka hann ótta, þú veist, að ef við ruggum eitthvað bátnum þá... Mér varst þetta stórkostlegt í gær að sjá hana Jón Gnarr og Arnar Þór hlið við hlið. Þetta voru þeinar mestu andstæðu kannski í frambjóðendahópnum. Jón var allra í því alltaf einhvern veginn bara eins og ég sjálfur maður, þú veist svona skapandi fólk getur mjög erfitt með að standa svona í jakkafötum en Arnar Þór, hann frændi minn sko uppgötaðist hann var góður í að standa í jakkafötum og hann var svo fossitalegur, svo flottur það er margt sem hann segir með alveg frábært en það Jón Gnarr var bestur samt hann að gær fannst mér, hann var mjög fyndinn hann var mjög, líka bara hann ég ætla að segja aðeins tengst að þið vortu að tala hvort að Katrín hafi svo mikið tengst það var einu sinni sá ég Cannes sem var svona kvikmyndahátíð það eru allir topparnir í heiminum sem koma það er alveg forstjóri Warner Brothers og allt þetta það var forstjóri Sony og hann var bara með svona skilti nafnspjöld var að deyfa út það var alveg 300 manns í kringum hann bara og hann var alltaf busy og það var allir reyna að verja hann og koma svona svo hætti hann hjá Sony og var bara sjálfstætt þess að kom kann eftir árið talaði enginn við hann það var bara enginn að tala við hann sko. Bara enginn, hann hafði ekki valdi lengur var ekkert með Sony batteri hann var bara sjálfur að reyna að hösla einhverja myndir og eitthvað svona og það var það enginn á því þannig að þetta tengslanett þegar þú ert komin út úr þessu skiptið þig engu máli sko. Það er málið að þú kunnir það er að þú kunnir að ná í tengslanetti Akkur haldið að Páll Magnússon hafi lesið fréttir þegar hann var útvarpsstjóri Hvað segirðu? Akkur haldið að Páll Magnússon hafi lesið fréttir þegar hann var útvarpsstjóri til að hafa eitthvað að gera Nei, bara til þess að vera fólkið í efnalöginni þekktan þegar það kæmi sko. Af því að þú missir bara þegar fræðin bara hverfur svona og þá allt í einu ert ekki með þessa forkynningu sem að henni frægu hafa hvað sem þú kemur og ég hann bara átt að segja á þessu og taldi það að vera bara besta sem hann getur gert fyrir lífsitt var að lesa fréttir af því að þetta er náttúrulega privilege að þurfi ekki að kynna sig og það er forskot alveg 100% það er En nú Steinunn til dæmis vel kynnt, þjóðin ætti að þekkja Steinunn. Hún í hlutverki gagnrýnandans sem að við lifum í samfélagi sem að gagnrýnandinn það er fyrstu viðbröður alltaf það er eitthvað að honum, það er eitthvað að samfélaginu. Það er eitthvað að samfélaginu. Já, býttu, af hverju ert þú svona reiður hérna? Það finnst öllum svo umulegt að vera gagnrýna.
Ég held að Steinunn sé bara svolítið að stíga svolítið svipað á Elísabet Jökuls. Forystusætið hjá Steinu var náttúrulega bara eiginlega svona sjónvarsviðburður. Já. Það var stórkostleg framist. Það var æðislegt, alveg æðislegt. Hún hafði svör við öllu, Skoðanakannanir. Já, þið eru að taka marka skoðanakannanir. Bjarni Ben forsætisráðherra, var hann ekki kosinn? Nei, hann var ekki kosinn sem forsætisráðherra. Ótrúlega snögg, Hún var bara eins og besti stjórnmálamaður. Hún á bara að fara í haldi áfram í stjórnmálum. Hún alltaf svarað þessu og hún vill ekki bara fyrir, ég heldur hún hafi sagt einhvers staðar fyrir ég á með vinstri hendina heldur hún að fara inn á þing. Já. Hún er bara að gera það. Já, af hverju? Hún hefur svo mikið að segja, ég skildi ekki. Þetta breytir hún sko. Ég held til dæmis að sjá með Elísabetu hvernig hún fór. Hennar karriér var alltaf svolítið svona erfiður og ströggl. Svo fer hún í þessa kosningabaráttu og allir halda þessi algjört rugl hjá hann að gera þetta og hún fær eitthvað 2% eða 4, ég má það ekki en allir voru sammála það var svo gaman að hafa hann, hann var svo frumleg alltaf, var svo góð svör hjá henni. Mér finnst eins og síðan hafi allt bara gengið inn í hæginn, hún bara hefur fengið öll velun sem hún geta fengið bara síðan þá sko, þannig að kosningabaráttan gerði henni rosalega gott sko. Þetta mæla með því, hún hefur sagt það sjálf, þetta var svona einhver sjálfsvinna. En Andri Snær sagði nú ekki beint það sama. Hann sagði það verið, ég held að hann hefði sagt 1,5 ára að jafna sig eftir þetta. Já. Af því þetta náttúrulega Andri Snær náttúrulega maður sem hefur alltaf gengið vel í lífinu, alveg frá byrjun. Ég held að þetta hafi verið fyrsta svona erfiða sem hann lendi í að tapa forsetakosningu. Það ekki við Katrínu Jakobsdóttur, að hún hefur fengið allt sem hún hefur beðið Hún er algjör sólargeisli ábíla við kvöldverðarborðið, yngst, það verið ábíla verið, hún er alltaf heim með einhverja spjöld upp á 9,7, ég held að sé dúks sko í prófi. Hún er dúksað í öllu lífinu. Kannski er hún að fá í fyrsta skipti höfnuna æfinni. En hún dúksaði líka með því að vera formaður stjórnmálaflokk sem núna er algjörlega komin í svaðið. Og kannski við kostingum þessu. Getur líka unnið, sko. Kannski fær hún allt sem hún vill. Kannski fær hún allt sem hún vill, ég vona samt ekki. En að því að þú varst að tala áðan svona, þetta með að skipta yfir að vera forsætisráðherra og þá er það kannski möguleiki að gera þetta. En mér hefur fundið svona eins og hún sé ekki að þessu. Hún fær stundu tækifæri til þess að svara því í hverju þessi breyting felst. En hún svarar alltaf með sama hætti. Hún sagði, ég var búin að ákveða það núna í vetur að þetta er því síðasta. Löngu áður að hætti stjórnmálum. Sem er bara einkanlega ákvörðan. Þannig að minnst hún eins og hún upplifa aldrei að hún þurfi að útskýra fyrir okkur hvers vegna afstæða mín sem forsætisráðherra gagnvart Gaza þessi, en nú er ég orðið forsetaframbjóðandi og þar leðandi hef ég þessa afstöðu. Þannig að minnst hún aldrei ná þessu að útskýra hverju munurinn er. Nei, ekki sem embættismaður einmitt. Hún útskýra ekki sem hún bara svona einmitt, persónulega útskýra en aldrei, svo segir bara, það enginn er ómissandi og svo bara einmitt stekkur hún. Hún var í viðtali Mogganum bara daginn eftir hún tilkynni framboð og vinur minn horfði á þetta viðtal og hann sagði bara, svo fekk hún spurningu pólitík og þá svaraði hún, nú ert þú að spyrja mig sem pólitíkus, sem ég er ekki. Og það voru 24 tíma liðnir. Og þetta bara, hún fannst þetta bara, þetta er ekki hægt. Það er ekki hægt bara fara inn í herbyggi, skipta föt og koma út aftur. Þetta er ekki heiðarlegt. Ég skil ekki af hverju viðtöl við hana er ekki klift saman. Bara tekið aftur í tíman og klift saman öll viðtölum, þar sér maður að hún hefur leikið þá list sem ég held að Íslendingar fíli, sem Íslendingar bara svona þjóð, þá getum við ekki verið í svona konflikt. Við eigum svo erfitt með það og þá er það að ferði í svona miðjuna og þú veit báðu megin og ég hef satt þetta áður hérna, þetta er hóstið, þetta er kallað hóst, þú kemur og ætlar að syngja lag, tekur hóstið áður upptökan tilbúin og ef að lagið er lélegt þá var svo skrítið, ég var svo hás þess vegna var lagið lélegt en ef það var gott, skrítið hvað það var gott með hvað ég var hás, þannig að þú ert báðu megin við þetta og þannig er hún sem stjórnmálamaður hefur alltaf verið og hún er alltaf þegar þú spyrð, ef þú myndir koma til hennar og spyrja bara hreinlega út, Katrín hún er í heita potti, er potturinn heitur eða kaldur og hún veit ekki hvað svar við viljum fá, þá myndi hún segja það er opbóðslega gott að vera í heitum potti en það er nauðsett að fara líka í kantapott og maður segir bara, það er mælir í pottinum segðu mig hitastig, bara er það 42 gráður eða hvað er þetta en hún getur ekki sagt það og hún hefur leikið þennan leik endalaust og mér finnst Íslendingar einhvern veginn eins og fyrirsækinn sem nóg, greinarnar og svo stuttar nennir enginn að fara dýpra og þá einhvern veginn bara flæðir þetta einhvern veginn og maður fær svona nett svona, þá vil ég frekar
geðsjúklinga sem bjóða sér fram og segjast ætla að sprengja upp heiminn, ok, þá ætla ekki að kjósa þig og hann ætlar að sprengja upp heiminn. Heldur að þykjast ekki ætla að sprengja upp heiminn og segja að það ofislega gott að sprengja heiminn stundum og stundum nauðsynlegt kannski að drepa ykkur börn, það alveg nauðsynlegt að gera það, en svo nauðsynlegt líka að vera rosalega góð við börn. Mér finnst þetta skrítið. Ég vil ekki þetta svar í líter í neinu formi og bara, ég skil ekki að Íslendingar vilja þetta og það bara, ég bara skil það ekki. En það ekki þess vegna sem við erum með, þetta ekki bara eitthvað menningar elítan eitthvað svona sem ósátt, þetta er alveg svona, þetta er alveg mikið mál, af því við erum ekki bara að kjósa ykkur forseta, það eins og við séum finnst mér að einmitt pæli, það eru margir allavega sem sætta sig bara ekki við þetta lengur. Hún að fara að representa okkur. En svo erum við auðvitað margir sem finnst líka aðdáunarvert hvernig Bjarni er, það er alveg sama hvað er sannast á hann á glæpum, hann alltaf bara kemur glæsilegur og... Sáuð hann að dansa í Malaví? Það var æðislegt. Ég held að Malaví veistinn myndi hafa gert honum svo gott en þá kom hann í gær og stóð bara með Ísraelsstjórn til að sprengja flóttamannabúðir. Já, en býðu hans þarna, sko, þarna verð ég að verja Bjarni aðeins, sko. Vegna þess að hann allan segir það þá. Það væri miklu verra ef að Bjarni myndi segja, herði, ég elska öll börn, já, sko, mikið verra. Þá frekar hef ég valið, ég ætla að kjósa Bjarni eða ekki Bjarni. Mér finnst þetta heiðarlegt. Og ef við erum að tala um heiðarleika og eitthvað. Þú frekar átt að skjóta því bara ekki bakið. Ekki skjóta mig í bakið. Það má hann eiga morðingi minn, hann skaut orðið í augun á mig þegar hann skaut. Ekki labba Keflavíkurgönguna og kaupa svo vopn með vinstendri. Ég get þetta ekki, sko. Og ég er svo reiður yfir þessu. Ég er sorgmættur, að reiðin, það kom mér mest á óvart, hvað reiðin er mikil bara frá venlegu fólki sem hann þekkir ekkert, bara einhver Reinhard Adolfsson í Hveragerði, þú veist, hann er bara brjálaður og svo bara reistið, hún er bara svika kata og bara, vá, hvaðan kemur þetta allt? Ég held að ég væri kannski eitt hérna og Gunnar Smári og einhverjum fleiri að tala um þetta. Nei, það bara mjög margir. Það er samkvæmt könnungum 42% sem vilja alls ekki að hún sé, eða síst af öllum. Og hún þarf að fara í gegnum þetta andof með sitt 20% fylgi. Og ég held að það sé bara ekki hægt. Síðustu viku fannst mér eins og hún væri að takast. Hún var að sigla þessu land. Ég verði að dásta henni hvað hún er ótrúlega dugleg í kosningabaráttunni. Hún er bara svo Duracell kanína, hún bara fer út allt og hittir alla og heldur fundi og þú næga orku. Hún var ekki að vinna í COVID, hún var ekki að bók í COVID. Hún lét bara ekki segja COVID. Ef ég var á launum í 5 ár hérna í róleitum og 4 ár og var fullt af peningum, ég nefndi ekki að hlaupa hérna ef ég ætla að vera forseti. Þú ert harðastur og öll. Nei, ég bara skil ekki hver okkur eitthvað þreyttur orðlaus hérna. Nei, það er svona, ég er ekkert á móti henni, ég þekki hann ekki neitt og nú er ég bara að representa hérna kjósenda kannski sem er úti, sem er að dæma bara verkin og það sem hún segir eitthvað svona, hún er ekki að svara spurningunum í þessum þáttum. Hún er yfir það hafin og það finnst mér verst, hún er alltaf með þetta yfirlæti. Þetta er stærsti hópur kjósenda, það eru þeir sem vilja ekki Katrínu, það er 42%. Ég hef kosið Katrínu áður 22%. Og hún sveik allt sem hún sagði standa fyrir. Ég ætla aðeins varandi að þið vorum að tala um elítuna og þú nefndir hérna Bjarni sem kæmi alltaf og lifði alltaf. Ég hef hérna dundan með það í mörg ár að andmæla þessu og segja það að við erum með skoðanakannir sem sýnir afstöðu almennings og samkvæmt afstöðu almennings að þá hérna ber fólk ekki traust til þessa manns, ekki nokkurt. Þetta er óvinsastur stjórnmálamaður sem hefur verið til á Íslandi. En af því að elítan stjórnar því hvernig hann birtist okkur í fjölmiðlunum og hvernig aðrir stjórnmálamenn láta, þarna sérðu hvernig elítan virkar. Bjarni Ben er með teflon gagnvart elítunni, en hann er ekki með neitt teflon gagnvart almenningi sem er fyrir löngu búin að afskrifa hann. Þetta kemur það til þess fram bara í undirskriftarsöfnunum, það eru 78% sem vil ekki sjá hann í forsætisráðuneytinu. Þetta er ekki maður með teflon, en það er hins vegar vinsælukrakkaklíkan sem er svo ánægt alltaf með hann. Og hún er alltaf að koma með hann til okkar og segja það bara alveg sama hvað er fundið upp á hana mann, það bara hrekkur alltaf á hannum. En það er vegna þess að elítan horfir öðruvísi á sitt fólk heldur en hina. Og klæddi hann í grænt ullarvesti þegar þau voru að innsigla ríkisstjórnina með Katrínu Jakobsdóttur, það voru klædd í stíl með græna litin. En þú sem er að tala um að þú kost Katrínu og þarna ert svona svikin og tala um að flokkurinn hafi verið svikin af henni. Er ekki samt margir sem
hafa verið sviklun sem að samt standa með henni. Jú, ég meina og hvernig skýrur svona, hvernig hægt að skýra það? Hún, sko það var náttúrulega byrjaði í VFG þetta þessi svona leiðtogadýrkun og hún var alltaf presettur sem leiðtogin og foringin og þá fóru svona rennamann tvær grímur. Voru þetta orð sem voru notuð? Já. Okay. Og svona byrjaði að hylla undir hana einhvern veginn umfram alla aðra og einhvern veginn þekki maður bara engan og VFG nema Katrínu Jakobsdóttur og það var held ég bara alltaf stefnan að, þú veist, hún var andlitið, hún var sú sem ætlaði að leiða þessa 107 og 210 saman, hún ætlaði sko aldeilis að redda þessu, hún ætlaði ekki að gremjast eins og besti flokkurinn, hún ætlaði ekki að klappa fyrir henni ef við tekist það. Já, svo segja þau bara all í einhvern sjónkverfingaleik bara bravo, hún gerði það, hún leiddi saman, hún ólík sjónamið og kom sínum mál, hvernig, hvað? Flokkurinn dó og jú, eins og þú segir, það kom einhverjum málum áfram sem að Sjálfstæðisflokknum var samum og hún gat ekki einu sinni ákveðið með Bjarna Ben að myndi kjósa með vopnahlé, forsætisráðherra. Þannig að þú veist, þeir gáðu skít í VFG. En þetta ekki svolítið svona veikleiki oft vinstri pólitíkur og til dæmis núna með Kristrúnu, hún þessi leiðtogi, eða bara kannski ekkert vinstri pólitíkur, bara allar pólitíkur, það núna við þurfum að fórna okkur prinsipum að því okkur byrja svo veik og við náum aldrei saman við, þannig að núna bara einmitt þessi leiðtogi, það á að bjarga okkur. Já, leiðtogin svo sterkur að því að þessi anarkismi að við verum öll frambóð kvennalistir vorum öll, en núna þurfum við bara að prófa eitthvað nýtt og kýla á leiðtogan. Stundum þegar ég horfa á Kristrúnu í dag þá finnst mér eins og sé að horfa á Katrínu bara í byrjun ferils. Sko. Það svona viðvörunarmerkin blasa við. Sko. Bæði það að hafa verið ráðist á hana ef hún ekki fullkomin, sko. Hún verið gagnrýnd frá vinstri, hún verið gagnrýnd frá hægri líka. En líka það hvernig hún ætlar að svona reyna að höfða til breiðari hóps og gera málameilanir og hún náttúrulega búin að gera það. Og maður svona ég búin að samþykja það, en svo kemur að flóttamannamálunum og maður ekki ennþá búin að sjá stefnuna hvernig hún verður og þannig að það svona varúðarmerkið. Eini munurinn sá að hún með 30%. Hún gæti hugsanlega verið þá í meirihluta í ríkisstjórn. Já. Hún gæti verið þá Sjálfstæðisflokkurinn í næstu ríkisstjórn. Sem náttúrulega breytir öllu. Jú, auðvitað, og það væri áhugavert að sjá alla þyrpast Samfylkinguna og sjá hvernig þau myndu leysa úr því að vera stærsti flokkurinn. En við náum aldrei þetta afbyggja bara það að það sé eitt sterkur leiðtogi. Hvað getum við ekki fundið upp eitthvað annað? Var ekki búið að tala um eitthvað annað? Það var reyndið í borgarstöð 78, það var bara nei, það er engin leiðtogi. Fáum einhvern verkfræðing út í bæ, Egill Skúli Ingibergsson var glataðast í borgarstjóri að það séu margir, að það sé einhver stefna, flokk sem að margir eru sammála og henni sé fyllt, ekki einhver leiðtogi sem þykist vita betur með þessu. En má ég spyrja þá, hvað finnst ykkur að ég skil ekki alveg, við erum að tala með Katasjóman og Bjarnis Vesti og allt þetta, hver væri góður þá? Hvað var svona ykkar huga? Í forsetaembætti? Nei, það var ekki til forsetaembætti, heldur bara í, hvaða stjórnmálamaður? Ég myndi ekki vilja fá neitt svona leiðtoga, sterkan leiðtoga. Þú myndi aldrei vilja fá sterkan leiðtoga? Nei. Ekki þessi hugmynd þennan leiðtoga með þessu úr segja sem að raunverulega leysir samræðan á hólmi eins og líka svolítið núna. Af hverju eru þið að bjóða ykkur fram? Katrín kemur út flott, ekki bara spara okkur þetta vesen, eins flotta leiðtoga og meðan þetta er bara stórkostlegt. Það er auðlýsingin á strætóskiptunum Ísland á sterka forystukonu. Akkur ættu að vera að finna eitthvað nýja, hefur ekki bara notað hana? Davíð Oddsson notaði þetta náttúrulega leið að vera einhver samræða, átti sér stað einhver svona samræða um einhver grundvallarmál, þá var alltaf talað um að hér væri glundroði og þetta væri svo óþægilegt öll þessi umræða og enginn geti komið sér saman, þannig að raunverulega þetta er alltaf bara diss á lýðræðið að við munum aldrei koma okkur saman um neitt og þið viljið bara rífast. Ég á alveg draumastjórn að ég myndi treysta Kristrúnu og Jóhanni Páli og ég myndi treysta Þórildi Sunnu og Andris Inga í Pírötum og mér finnst þetta flott fólk og ég bara bind mikla vonir við öll, sko. Það kannski endar það hins vegar með ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Það gerði það 100%. Það gerði það síðast þegar það verður 100%. Eða Fransson kopur ekki inn. En má ég spyrja, nú þú náttúrulega nær þínum manni í forstakostingárum. Sko, ertu þá ekki dálítið litaður hérna núna í umræðinni? Jú.
ég ætla að Baldur, sko. Já, þetta yfirlýstu. Já, og ég bara verið að taka þátt í þessu og bara verið að á kosningaskrifstofunni og bara skemmtilegt verkefni og maður sér samfélagið svona út frá... Gerði hann mistök að fara ómikið inn á gay-umræðuna? Mér finnst það ekki. Mér finnst það ekki nógu þar, sko. Ef hann hefði bara alveg sleppt í, bara ekkert verið að tala um það, bara að Íslendingar bara samþykja, þetta ekkert vesinn. Mér finnst þetta að vera bara sterkast að hans mesta sérstaða og ég bara að kjósa mest út af því, sko. Það samt, maður tekur eftir því, kannski fyrir svona... Við erum að færa línu út, við erum að brjóta blað. Þú veist, Vigdís braut blað þegar hún var kosin og Baldur mun brjóta blað ef hann færa að vera kosin. Það var samkynhneigður forseti í... Það hefur aldrei verið þjóðkjörinn, það hefur bara verið þingkjörinn. Það hefur verið eitthvað í 2-3 löndum og þeir hafa verið þingkjörnir og það öðruvísi, sko. En ég sé það í kosningabaldrinu á Baldri að svona fyrir svona 5 dögum að þá var farið að leggja áherslu á að hann var í sérfræðingur í smáríkjum og öðru slíku. Svolítið svona eins og það verið mat á því að við glimtum að því að kynna með öðrum hætti líka. Nei, hann var kynntur þannig fyrst og svo fannst öllum það eitthvað boring, hann var svona fræðilegt en svo bara, hann er fræðumar, akkur eitthvað að reyna að dylja það. Komum bara út með það líka og bara leiðum honum að vera, hann er alveg sjálfur. Þetta er endalaust pælingar í þessu, hvað átt að gera. Ástæða fyrir ég að spyrja þessu, að því að ég var eins og á nýsköpunarráðstefnu heimsmeistaramóti í nýsköpun sem er í Danmörku. Þar var ég dómari og þar var síðan, þetta var frumkvöðlar sem komu og kepptu allan heim. Svo kom upp á svið og það var einhver maður að tala og var að spyrja svona, kom ykkur og vann ykkur verðlaun og var að spyrja, já hvernig var þetta og svona. Svo vann ykkur kona, eða 2 konur. Og þá kom þessi klassíska spurning, hvernig er að vera kona sem frumkvöðl? Er það ekki ömurlegt? Skilur mig. Og ég leita á þetta þannig, þetta var svo mikið diss að þurfa að fara með einhvern flokk niður á því að maður er kona, akkur er þetta ekki bara frumkvöðl, bara hvernig er þetta til hamingi með akkur þú þarft að fara þarna. Þú þarft að fara að berjast fyrir fleiri en bara þínu. Já, akkur þarft að vera eitthvað stærn, þú ert bara frumkvöðl hérna í þessu því þú ert að gera. Mér finnst það sama þarna, einhvern veginn, þú ert bara að bjóða sig fram fyrir forseti og ég man eftir í handrisskrifum, það var að vera að skrifa kannski inn í gamla daga fullt af svo að við verðum að hafa einhvern gay hérna, við verðum að hafa einhvern í hjólastól, við verðum að hafa einhvern svartan og hvítan og allt þetta á milli, asískan og eitthvað svona, það var að reyna að búa til svona, já. Núna í dag er oft bara samkynhneigðir karakterar, en þeir eru ekki nefnt að þeir séu samkynhneigðir. Það er ekki svona, kemur hvergi fram í þættinum auðveldlega og það þóttu bara allt í við erum bara komin yfir þetta aðeins. Ég veit að bara áttar samkynhneigðra er ekki búinn, sko, ég er ekki að segja það. Veist, hann er fyrsti maðurinn sem er hommi sem fer í forsetaframboð og það verður að fjalla þess að það er viðburður og hann er að ryðja braut, kannski vinnur hann ekki en hann er þá búinn að ryðja þessa braut og næst, þá kemur þetta kannski, þá er ekkert verið að spyrja um það og þetta er eins og þættirnir hafa þróað svo lengi, þú er búinn að gera þetta svo oft að þú nennir ekki að taka lengur fram að við komum til þessi hommi og eitthvað svona og það er náttúrulega bara eitthvað draumaland sem við erum ekkert komin í ennþá. Hann fekk náttúrulega hörð viðbrögð, hann var sagður að hafa verið á okkur kynlífsklúbbum sem voru bara hommastaðir í París eða eitthvað. Sem var bara fárað, auðvitað má hann bara vera þar, hvað var skiptið það? Já, en þú veist, hvert á það að fara, hann var hommi og auðvitað fór hann á hommastaðir, þá var það kynlífsklúbbari hjá mokkanum, sko. Þannig að þetta var... Ég held að þjóðin takit ekkert svona, ég hef ekki hitt nokkurn mann, sko. Nei, já, svo ára sem hann var fyrir, hvað þetta var, held ég að við bara styrtan frekar en annað. Já, ég held að Íslendingar sé komin lengra. En mér finnst svona Baldur vera, hann kemur svolítið svona frá öðrum stað en hinn í frambjóðunir, hann er utan á landi, svo eini sem er alin upp út á landi og hann hefur verið í námi erlendis og hann fræðimaður í Háskóla, hann er með þessa samkynhneigðu fjölskyldu og svo hefur hann átti fjölfatlaðan bróður sem var mjög erfitt og hann þekkir það hvernig er að vera í þeirri aðstöðu, þau þurftu að flytja í bæinn út af honum, svo dó hann, svo hafa verið 2 sjálfsvíg í fjölskyldum þeirra hans og félagsar út af fíknivanda og þau eru búin að missa fólk og þetta er rosalega lífsreynsla þarna líka og mikil saga og mér finnst hann koma með meiri dýpt kannski heldur en hinn kandidatarnir af þessu frambúði, sko. Já, ég held reyndar að margir þessi kandidatar við þurfum að kafa á ég meina Steinn Nólin er búin að gangi í gegnum ýmislegt og ég held að margir af þessu fólki hafi gengið í gegnum ýmislegt líka, sko. Ég held að meira að tala um þess sem eru 6 efstu. Ég vil meina að Halla Tómasdóttir til dæmis núna, ég held að hún vinni kosningarnar. Ég held að Halla Tómasdóttir. Erum við komin að það núna, erum fólk að tala fyrir sínum frambjóðum? Nei, ég er ekki búin að ákveða hvað það kjósa. Nei, ég er ekki búin að ákveða hvað það kjósa. En þú, Onni? Alveg?
Já, ég er búin að ákveða. Okay. Ég ætla að kjósa Jón Gunnar. Jón Gunnar? Já. Já. Og ég þurfti að skrifa svona pistil með mitt, rifja upp af hverju, að því mér finnst hann einmitt vera svona þessi sem að kannski frjálsastur sko, og getur bæði með mjög mikla reynslu á mörgum sviðum og frumlegur og listamaður sér svona sjónarhort sem að kannski ekki alveg liggja í augum uppi og svona hugrakkur og stendur með bara fólki, hann einhvern veginn ekki svona með fordóma hvort sem fólk hvar sem fólk í upp eða niðri eða svo leiðis. Ég sá hérna viðtalað í sjónvarpinu, mér finnst að vera komin á svona nýjan stað líka frá því þegar hann var í borgarstjóradæminu sko. Já, mér finnst hann, það er svo langt síðan hann var í... í síðustu viku, það koma mjög skýrt svona þar fram sko hvaða erindi hann með, sem mér fannst einhvern veginn hafi ekki almennilega komið fram í þessari kosningu. Og hvaða erindi það? Þetta með það sem hann útskýrir þetta með leiðindin og skapandi hugsun og að þetta sé þegar hann að tala að þetta allt bara pólitík og svona, hann eiginlega sér forsetaembætti svona bara með öðrum augum heldur hinnir og hann þarf kannski svona smá bara rými til þess að útskýra það. Já. Hvað bara þetta sé eitthvað svona fyndið? Já, hann eiginlega, nei, svona frekar þetta sé á svona, ég segi ekki handlegum stað en svona það sé hluti af samfélaginu sem ekki bara hefð pólitíska og formulega samfélag. Þetta meira, dýfra. Já, eins og við vonandi eigum við öll svoleiðis samfélag. Hann átti frábæra svona einræðið þarna í gær, hann sprakk bara miðjum fundi og flutti mikla einræðið gildi listarinnar og hvað listamenn eru mikilvægir í samfélaginu því að það var búið að vera svona nettis, ekki vera með einn trúðslæti og eitthvað svona, Arnar Þór var eitthvað svona að dissa þetta. Þetta ekki djók, forsetaembættið ekki djók og eitthvað svona. Og þá bara Jón misti sig og það var mjög fallegt sko. Já, svo ég líka fegin að hann var líka afdráttarlaus í svörum gagnvart Palestínu og gagnvart svona alvöru. Ég fannst að hann ekki taka, hann sagði til dæmis að það hefur oft keypt vopn áður og sagði hann og hefur oft verið gert áður og svona. Já, þá var hann svolítið svona. Og mér fannst líka eitt og vinir mínir í kringum mig, allt fyrir fólk sem ég tala að þegar mér finnst Jón frábær, ég kaus Jón til dæmis í Reykjavíkurborg. En þeir segja bara byrju, hann var það ekkert borgarstjóri. Hann var með borgarstjóri fyrir aftan sig, þannig að hver allar að vera þá forseti fyrir hann. Og þetta þessi þeir eiga mjög erfitt með. Og hann gerði sama og ég segi með hóstið. Ef þetta var grínframboð, það mistókst, þetta var grín, ef það tókst, þetta hóstið sko. Þessi kynslóð tekur hóstið sko. Og það alltaf tekið hóstið á þig. Það er svo hallarist að það var skoðanir og svo hallarist að... Já, og þú getur verið báðu með þetta, svo úlingur, ég barn, en ég vil jólagjafir, þú var bara djók. Ég alveg sammála, hann var í einhverju umræðafundi, var hann svolítið svona hann átti bara að fara all in en svo í gær og fleiri. Mér finnst ekki hallarist að hafa skoðanir. Nei, en mér finnst líka bara, eins og bara svona fín lína, hvernig þú ætlar að vera alveg að nota plattformi til eitthvað að dengja þínu skoðunum eða hvernig þú vilt bara ítreka þetta hlustunar. Það hárfín lína, hvernig það verður bara svona einhver diplomat sem hefur einhver skoðanir. Ég held að Íslendingum þykja ennþá svolítið halló að vera með skoðanir. Já, það er svolítið þessari kynslu, að halda eitthvað svona svo að segja já eða ekki. Erst þú búin að ákveða? Já. Þú þarft ekki að segja það sko. Já, ég ætla að kjósa Höllu Hrund. Þetta er bara flott spútnik. Ég held að ég sé Halla Tómasdóttir kannski að lenda þar núna við þetta borð. Ef ég sé þetta þá verður Gunnar Smára að taka köttu. Já, þá verður hann að taka köttu. Þetta er eiginlega, hvernig líst þér það? Eða Arnar Þór eða þú getur ekki Þú tekur Steinun Ólínu. Steinun Ólínu, það er alltaf að segja að þú að skrifa þetta. Ég elska Steinun Ólínu, ég vil að það komi fyrst. Það er heiður á því. Já, það er heiður á því. Það er svona bigger than life, að mann eignað alls konar hluti sem annað fólk gerir. Já, margt rétt. En það sem ég líti á, ef ég líti á þetta sem starf, ég líti á þetta sem starfsviðtal og þú ert að fara að þjóna og ég vil breyta öllum starfsmönnum ríkisins í að vera þjónar almennings, það bara heita það. Það er það sem þetta á að heita sko. Að þú ert ekki ríkisstarfsmaður, þú ert bara þjónandi forysta. Já, Jón Gunnar talaði nú alltaf og mér finnst að það ætti að vera og þá finnst mér ef þetta er starf þá myndi ég halda að Halla Hrund gæti leikandi gert þetta. Ég held hún sé bara ung, hún ekki búin að æfa hana eins í hlutverki finnst mér. Já, ég held hún muni slípast bara en mér finnst hún bara of einhvern veginn ekki alveg heldur út, þá finnst mér að Halla Tómasson geti gert þetta og Baldur. En Halla Tómasdóttir er þetta mikið í kapitalinu í þetta til að gera hlutverkið sem eiga séns. Þú samþykktir val þeirra beggja en ekki Oddnýjar.
sem var búin að vera lengi að komast þessari niðurstöðu. Já, ég held hún sé frábær manneskja og allt svona, mér finnst hún bara Oddný, nei hennar. Nei, já, Hallar Hrund, sko, mér finnst hún alveg Ég var að horfa á þess að góð manneskja og allt það, hún geti leikandi gert þetta og allt þetta fólk geti gert þetta. Mér finnst hún vera ná tökum á þess að hann gær, sko. Það var mjög flott allavega hvernig hún svaraði með orkumálin. Hún orðin skýrari. Já, viðurkenndi að hafa beitt fyrir sig frösum áður og væri svona meira að reyna að koma að borðinu eins og hún og ég skil líka að það sé erfitt og það eitthvað sem maður þarf að æfa og svo ertu náttúrulega líka í framboði og þú vilt kannski þú ert að bjóða þig fram í forsetaembætti, þetta ekki, þú ert ekki endilega að bjóða þig fram í að vera í eldlíninu og í einhverjum átökum öll að skapa hluti, þannig að þú veist, það ekki embættið, þannig að kannski En segjum þetta sé kappleikur og þá þetta svona eins og þegar maður horfir á heimsmeistaramótið í fótbolta þá sér maður svona sumliðar að styrkjast allt mótið og verða. Það Halla Tómas. Það Halla Tómasson sem að styrkjast í Það alveg Nei. Argentína. Já, mér finnst það Baldur standa í stað einhvern veginn, hann næri ekki að hreyfast, hann svo vatn sem fer hvorki ánfærin í aftur og bak, en svona aðeins einhvern veginn hann fast fylgi og það Já, en þú veist, það kannski bara búið að ná í það á Facebook, búm, og þeir eru komið Þannig Þýskalandsliðið. Já, hann svona, þú veist, hann ekki alveg Það funkar aldrei of mikið. Og Jón Gnarr, þú veist, einhvern veginn, kannski að gæti hann komið eitthvað Það Nígería, maður vonar alltaf að núna verður mót Nígería. Já, en ég myndi segja það sem versta sem geti gerst fyrir mig persónulega, því ég vil ekki bara segja það komið fram, ég vil helst ekki köttu sem forseta og það alveg ljóst þetta ekki og þess vegna það þannig að það gæti lent í því að það verður þrír hérna svo hátt hérna, alveg að dansa við línuna að hvar dettur fylgi af þessu þegar að eins og mínir vinir sem eru hérna óákveðnu en vilja ekki köttu Þá segi ég Hallar Hrund. Já, þá vesenið. Hvar átt að sitja? Það var eitthvað sem að skrifaði, ég held að veri Björn Brynjólfur, sem að skrifaði á Vísi. Við skulum binda samtökum það að kjósa þann sem að verður efstur af þessum í Gallup á föstudaginn. Já, það eru mínu vinir, eru þar bara. En ég er að móti því bara að spyrja einhverja 3000 manns og þeir takk ekki afstöðuna með helmingurinn að þeim. Ég ætla að vera að gera upprýtt gegn Gallup. Þú ætla að fólk kjósi bara að benda þann sem að þeim finnst bestur og það sé bara fer. Já, ég myndi svo sem geta bara benda á ýmsa góða, mér finnst mjög margir góðir og Eins margir frábærir Já, eiginlega mjög margir frábærir í þessum hópi sko og líka þeir sem fá bara 0,1 eins og þessi Helga Þórisdóttir, mér finnst hún alltaf koma, mér finnst áhugavert að hlusta á hana í spjallinu við þig líka og svoleiðis að ég en þannig að það má segja ég sé aðeins komin í þetta að vera ég tel Jón Gnarr vera svona með þeim efstu hvað þetta, 4 sem eru En áskiluðu rétt til þess að skipta skoðun fram að Nei, en ég ætla ekki sko, ég hugsaði mér, ég ætla samt að það eitthvað skrítið að ætla að fara sko, þótt ég get alveg hugsað mér að kjósa kannski hinna, ekki Katrínu að þá ætla ég samt að ég er búin að ákveða með Jón, þá ætla ég bara að halda mig við það núna út vikuna Það skilur samt alveg fólk sem ætlar að kjósa strategísk sko Mér finnst Við höfum góða valkosti þarna beint upp við köttu þannig að ég segi bara við verðum að stökka á þessa valkosti beint upp við köttu ég meina ég elska Steinunni Ólínu mér finnst Ásthor með flott lag Mér finnst Steinunni eiginlega hafa sko talandi svona fótboltalið að því að það, þegar hún byrjar sko þá er svona erindið kannski ekki alveg skýrt en mér finnst að alveg hafa orðið hún tók Kamerún Kamerún 90 sko En mér finnst alltaf gaman að horfa á fólk og gaman að svona sem eiga að vera ykkur svona þjónustuhlutverki er fólk sem fer út til fólksins en ekki búin að vera í starfi sem fólk kemur til þín og það sýti smá það er algjör munur á slíku fólki þannig að til dæmis maður sem situr kannski upp í háskóla og allir koma til hans bara og svo fara þar út bara svona flæði bara Nei, hann er nú kennari ég veit að ég hef bara alveg stuð fyrir kennara á allt mitt líf sko. en það er bara kennari í kringum mig sko. en svo ertu með sko, fólk sem vinnur kannski á ríkisstofnun og þessi ég vil eiginlega þess með kannski hann Jón
Hann er svona mesti anarkistur, sko. Hann er mesti sem við þurft að fara út, Þú myndir helst vilja bókasölumann sem að hringir á bjöllunni. Já, Herbert Guðmundsson. Herbert Guðmundsson, þú veist. En hann myndi segja, can walk away. Og það væri gott fyrir Vinstri græn. En Halla Tómasdóttir, hún er örugglega með sinn kontor og þótt að hún tali svona og tali þjóðfundin og allt svoleiðis og bara flott orðræða. Halla Tómasdóttir, þín kona. Ég er að segja það. En þá er hún samt svolítið svona, hún er alveg á sínum kontor og hún er bara fjárfestir. Já, hún er búin að búa ellendis, hún er búin að vera hérna á Íslandi, hún er búin að vera út allt og hún er búin að vera í nýsköpunarsamfélaginu og mér finnst hún búin að vera á fullt af þessum stöðum. Hvaða fjármagn er að baki henni? Ég hef ekki hugmynd það. Ekki hugmynd. Ég bara veit ekki. Ég held að það hlýtur að vera ég meina, hún gerði við því hvenna var það ekki einhver banka. Svo eru kosið á laugardaginn. Og hvernig verður þetta? Því að það eru mikil illindi í þessu og maður er að horfa á fólk svona sem maður veit alveg að þekkist og þykir vænt hvort annað að rífast bara ansi svona hvast. Já, það er bara vinslit og svo náttúrulega eins og Bubbi Mortens fekk hann bara líflátshótun og... Já, hann sagðist aldrei lent í öðru eins. Þetta er þetta mín er alltaf að halda boð helgina og það var svona í umræðinni hvenær eigum að hafa. Já, ekki á laugardaginn, þá var allir að kjósa og svona, það má ekki vera að taka fókusinn að því en á sunnudaginn. Nei, þá verða götuóeirðir og það sem ég ætlaði að spyrja, hvernig heldur það sunnudagurinn á mánudaginn? Og þá verður endurtalning í Borgarnesi. Það verður kassa og mitt og stilla. Eða verður þannig á mánudaginn að þá er bara komið hversdagur og allir búin að gleyma þessu kostum. Nei, þá er þingið, það er smá bútur á þinginu að koma. Það er svona þingir að fyrsta. Já, þá kemur Bjarni allar að keyra í gegn hann á nokkru mál og þá kemur okkar maður og keyrir þetta í gegn. Hvernig svarið þú manst eftir kosningunum 68, ekki? Sumir eru ekki ennþá búin að gleyma þeim. Nei, ég veit það. Þetta gleymist ekki. Þetta verða ör og ég bara hef áhyggjur af því að við getum ekki talað við hvort annað bara. En eru við ekki sammála því samt? Þó við sem að gagnrýna Kötu hérna dálítið svona mikið og við erum búin að vera að gera það alltaf. Hérna eru bara 1, 2, 3, 4, 5 á móti. Sko, við erum búin að tala alltaf mikið um Kötu hérna. Við erum búin að tala um hana svona 45% af tímanum. En það var samt nauðsynlegt. En það undirstrikar það að ég er svo ósáttur við að mér finnst hún hafa eyðilagt þessar kosningar. En gæti, ef það er mánudagur og hún er kosin, er það ekki allt í lagi samt, þú veist, hún fer alveg, hún veldur þessu embætti alveg allt í lagi. Já, hún er betri forseti en forsetisráðherra. Ég myndi halda að það væri betra að fá hún úr því, ég myndi segja það, en myndin að ríkisráðsfundi, þarna sittur hérna Bjarni Benediktsson og Sigurður Ingi og millið er Katrín Jakobsdóttir. Það er hryllingsmynd. Haldið virkilega að Bjarni nái að halda þessu út? Hann getur ekki farið og klúðrað annar í ríkisstjórninni. Hann bara getur ekki. Þannig ég held að nú sé eiginlega opin búð bara fyrir VG og Framsókn að fá allt sitt í gegn. Því að Bjarni lítur bara að segja já við öllu. En hvalveiði frumvarpið, því var frestað fram yfir kosningar. Það var mjög áhugavert. Af því að ef hún leyfir hvalveiðar, þá bara er flokkurinn komin niður í 0,3%. Og Katrín er ekki í kjöri. En ef hún bannar þær, þá verður allt brjálað. Þannig að þetta eru tvær mjög óþægilega. Öllum málum frestað. En er þetta ekki það líka svolítið, er þetta ekki það svolítið til mark sem þetta ekki bara út af Katrín og út af þessum, það er eitthvað svona ólga í umræðinni og líka þegar þessu byrjuðum að tala um elituna og svona átökum þetta og svona sem er eitthvað svona skilgreining hver er ég og svona, ég held að þetta hafi svona muni hafa áhrif á hérna samfélagsumræðina. Já, og líka hver er ég og hver eru til listamenn og hver eru elita og hvar er ábyrgðin og svona, ég held að það sé bara mjög hollt að við séum Ég veit ekki hvað, ég heyrði það ekki þar, ég veit ekki hvort þessi er rétt, en það væri búið að búið til embætti ef að Kata vinnur ekki sem sendiherra á Spáni eða í Fraklandi. Já, að búa til sendiherra á Spáni. Já, það er það. Og það er að koma í Madrid núna, þannig er hún ekki sendt þangað á. Jú, kannski verður það bara best fyrir hana líka, kannski verður það bara gaman. Það er gaman fyrir hana. Já. Gott fyrir hana að búa í útlöndum. En það er hérna, já, þetta er allan rosalega spennandi kostningar. Er ekki sammála því? Jú, er bara eitt atkvæði, svo ég hafi þetta alveg hreinu, er bara eitt atkvæði nóg til að vera munur? Já. Bara eitt. Já. Það er einskott að borgarnir telji núna, maður rétt. Já. Mér finnst það svolítið munið þetta Eurovision þegar að vera að telja stigin. Já. Og það eru fyrst dómnefndastigin sem koma. Já, svo komið þið. Og það kemur einhver svona röð fyrst, já, Svissi fyrst á þarna, Úkraína svo kemur símakostningin og það fer alltaf flott. Mér líður svolítið það eins og að sé þannig núna, við vitum ekki hvað kemur. Nei, þess vegna ekki að vera að treysta þessu Gallup fyrst. Nei, það er bara að láta vaða. Ég held að það væri langskemmtilegast. Kjósa bara sinn. Já. Ég heyrði á Stöð
2 frekar en RÚV að það var sagt sko fyrstu tölur úr Reykjavík, það myndi segja nákvæmlega hvernig þetta færi. Sagði hver? Fréttamennir. Það er bara bull. Eftir að ég held að skipti máli utan kjörfunda atkvæðin geta verið öðruvísi. Já. Þannig að mér fannst þetta alveg alrangt. Þeir verða búin að tala 60% atkvæða á miðnætti og þá 4 var liggur þetta ljóst fyrir. Það sko, ég meina síðustu kosningar þá verður valla komna fyrstu tölur bara fyrir klukkan sko 12 eða 1 sko. Ættu að vera búin klukkan 4 eða 10 morgunin. Hvað er næstu að vera búin í 10 morgunin eða 4? Það er eitthvað tala sem við sagði. 4 nóttina verður búin með allt. Svo koma atkvæðin frá Tenerife í lokin á. Breyta öllu. Og bara póstu. Við erum ekki bréf á 6 mánuðum setna að loka metrunum. En þetta er gaman ekki? Ég hugsaði að það myndi lendi því að var í jafn. Það verður bara nákvæmlega sama talan. Svo er á leiðin með sníklapóstinum hérna 1 bréf sem einhver skrifaði fullir á Tenerife. Þetta er endur á bíómyndinni. Já, þetta er endur á bíómyndinni. Svo opnar og það er bara tekið út og það sést bara í lokin. Það var þessi sem var fórseti. Þetta er allt saman. Kannski endur þetta svona, en við sláum botninni í bíli í umræðinu forstakostingar. Magnús, Árni og Bíbí og Hallgrímur, kærar þakkir. Takk. Takk fyrir. En ég ætla að setja hérna áfram og ræða allt önnur mál. Við ætlum að ræða NATO eftir augnablik. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, herðu, við ætlum að ræða NATO eða, hvað það segja, svona öryggisstefnu Íslands í víðsjárverðum heimi. Það er náttúrulega margt að gerast út í heimi. Það er þessi þjóðamorð á Gaza, studd af Bandaríkjunum og mörgum ríkisstjórnum í Evrópu við mikil mótmæli almenningsvíða. Það er Úkraínustríð sem er ekki að linna, er að versna og þar eru ráðagerðir að gefa í, að fara að skjóta á skotmörk inn í Rússlandi, að senda hermenn til Úkraínu. Það hefur verið rætt það í ýmsum löndum. Það eru mikla breytingar. Íslendingar hafa tekið þátt í þessu og eru farnir að senda vopn á vígvöllin sem er stefnubreyting, þó svo að stjórnvöld hafi verið að gera lítið úr því kannski. Þannig að það eru tilefni fyrir okkur að ræða þetta. Ég hef gert það svolítið hérna við rauðaborðið, alltaf þegar Hilmar Þór Hilmarsson á leið bæinn, þá kemur hérna við rauðaborðið og við ræðum þessi mál. Mjög áhugavert viðtal sem við tókum við hann hérna fyrir skömmu, fyrir svona 2 vikum, og hann skrifaði áhugaverð grein á Vísi sem að var á Ísland framtíð í NATO, sem að kannski þykir djörf framsetning. En það er bara einfallega þannig að það eru ólíkir öryggishagsmunir sem eru inni í hernaðarbandalaginu NATO og sem að mun reyna á næstu misserum. Til þess að halda áfram þessari umræðu hef ég fengið hér 3 áhugamenn öryggismál, alþjóðamál, heimsvaldastefnu kannski. Viðar Þorsteinsson sem er framkvæmdastjóri innan Eflingar. Fræðslu og félagsmál, CEO. Já. Og Tjörfi Sjött sem er doktorsnemi og Andrés Ingi Jónsson sem er þingmaður. Verið velkomnir. Takk. Ef að byrja á því að velta fyrir okkur, er staðan í heiminum og okkar heimsluta þannig að það sé tilefni til þess að við ræðum gaumgæfilega öryggishagsmuni Íslands? Viðar. Já, ég held að það hljóti að vera það og bara öryggi okkar, öryggi barnan okkar, framtíðina sem að í vændum er. Þannig að ég bara stend sjálf með því að hugsa mikið út frá bara börnunum mínum, sko. Ég hugsa það hvaða svona heimsmynd er mögulega í fæðingu, sko. Vegna þess að það er, held ég alveg klárt, að það eru raunverulega hræringar að eiga sér stað bara akkurat núna. Það er að gerast akkurat núna og ég er handviss það, þú veist. Stundum veit maður það ekki fyrir en eftir á hvernig það er að gerast, sko. Og þá ásakar maður sjálfan sig að hafa ekki tekið eftir þegar það var að gerast, en það er að gerast núna.
Hverjar eru þau breytingar? Já, það er eitthvað svona það er eitthvað ójafnvægi að eiga sér stað og það kann að vera að þú veist, sagnfræðingar framtíðarinnar munu horfa á þetta tímabil sem við erum í núna sem svona endalok á svona millibils ástandi, svona interregnum ástandi sem að má segja hafi byrjað bara með endalokum Sovétríkjanna kringum 1990 þar sem að var svona myndist ákveðið svona valda tómarum og það eru Bandaríkin sem mann ætla bara að fylla upp í það og ætla sér að fylla upp í það og halda stöðu sinni þar og ætla að dóminera sem eitt heimsveldi og það verði svona einpóla heimsmynd en ég meina það er margt sem að bendi til þess að svona það verkefni sem að kannski náttúrulega var, þú veist, maður má segja bara hafi hreinlega ekkert endilega tekist, ekkert endilega gengið kannski ekki verið raunsætt heldur? Nei, var kannski heldur aldrei raunsætt en ég meina, já, það er ýmsar spurningar auðvitað það, en að það, einhvern veginn svona tímabil þess að hægt sé að telja sér trúm það að þetta sé áttin sem sagan er að stefna í eða eitthvað slíkt, ég meina, ég held að það sé mögulega að líða undir lok og ég held að suma þessum hernaðarátökum sem við sjáum eru svona stoðir sem að er að hrikta í og og þá sér maður að þá fyrir líka svona fyrir að stað svolítið þessi svona spenna og skautun í umræðinni vegna þess að ég held að það er ákveðin öfl sérstaklega hér á Vesturlöndum og svona meðal okkar og líka hér á Íslandi sem að voru búin að venja sig aðeins vel við tilhugsunina það að það væri komin einhver svona einpóla heimsmynd og líka sagt, vegna þess að það tengist ákveðnum svona hugmyndu fólk sem gildi og hugsun, við skulum hafa það í huga. Þetta er náttúrulega arfleifð kaldastríðsins, að kaldastríðið í hugum mjög margra var ekki bara svona einhver rá valdabarátta, heldur var hún snýrst hugsunir og gildi og eitthvað slíkt sko. Og það er þá líka það sem ég held að þetta snúist í huga margra og er ástæðan fyrir því að margir vilja stilla sér upp þá og einhvern nátt sko með Bandaríkjunum í þeirra baráttu fyrir því að halda þessari heimsmynd gangandi þó svo að þetta kunni að vera mikið feigðarflan. Stjórnmálafólkið tekur mikla áherslu á þessu, talar að við sem að vera í okkar gildi. Já, akkurat, það er mjög áhugavert að heyra þessa gilda umræðu sem að er svolítið svona einhvern veginn svo linsa sem að fólk virðist bara vera alveg ótrúlega svona ógagnrýni við að beita og mér finnst það merkilegt og ég vil náttúrulega reynda að byrja því að segja að þetta er náttúrulega mjög æskilegt að fólk hafi gildi og standi með sínum gildum og allt það en ég held til dæmis að svona þeirri linsu hafi mögulega verið svolítið svona misbeitt til dæmis á spurninguna til dæmis útþenslu NATO gagnvart Rússlandi og þau átök sem að það hefur síðan fætt af sér og því ég held á endanum að þá er það nú eiginlega ekki þannig í heiminum í dag að það sé endilega neins svona sterk gildi endilega sem að draga sko, þú veist, víglínur milli herbúða. Ég held að við sjáum það nú kannski svona að ýmsu leyti, ég getum talað meira það, en allavega mín tilfinning er svo já að það séu svona miklar það séu svona hræringar og þú veist, titringur í heims myndinni, þessari svona undirliggjandi svona þessu kerfi og þess að kerfið í alþjóðamálum er alltaf kerfi, alltaf verið kerfisbundið og ég óttast það að til dæmis leiðtogar og stjórnmálaöfl muni freistast til þess að leysa úr spennu og ágreiningi með hernaði oftar heldur en örar og oftar heldur en kannski raunverulega er þörf og ég óttast afleiðingar þess, ég óttast stríð, ég óttast óttast að það sé ekki nægilega gagnrýnin afstaða til stríðs sem bara, þú veist, lausnar og ég hef ágjör af diplomasíu, ég hef ágjör af því að hún sé að sko svona gleymast sem list. Mér finnst stjórnmálaleiðtogar á Vesturlöndum vera veikir þegar kemur að því að beita diplomasíu og hugur ekki til þess að beita diplomasíu, skilja hvað það þýðir, vera tilbúnir að færa hugsanlega það er skammtíma fórnir sem þú þarft að færa til að geta stundað diplomasíu í þágu svona kannski, þú veist, hvað ég segja, svona heildarhagsmuna eða í þágu framtíðarinnar og barnana eða eitthvað slíkt. Ég hef ágjör á svona tilhneigingu til þess að vilja slá á stríðstrommur
sem mjög hættulegt og það býr til ástand þar sem verður til svona það sem var til dæmis kallað í sko þegar fyrri heimsstyrjöldin braust út, það var svona war fever, dómgreind, skynsemi, yfirvegun, jarðtenging og stilling fíkur út gluggann sko og það blásið í herrlúðra og það verður til stemningin þar sem sko þú ert annarkvort með eða á móti og það kemur ykkur trú á það að stríð geti verið dygðugt, stríð geti verið lausn og réttlátt og geti og verið réttlátt og þannig ég meina ég hef þungar ágjur af þessari heimsmynd hvert hún að fara og maður upplifir svona þessa tilfinningu að það er hætta á stigmögnun líka mjög víða vegna þess að það auðvitað það sem maður getur alltaf gerst og það hinn raunverulega hætta því að það sem hefur náttúrulega ekki breyst síðan í kalda stríðinu það að við erum ennþá með hernaðarstórveldi sem hrúgur af gereyðingavopnum sem að þau eru tilbúin til notkunar, kjarnorkuvopn, efnavopn, fleira, nefndu það og geta farið komist í þær aðstæður, geta náttúrulega slysast í þær aðstæður ef ekki gætt að sér, að það verði til svona hvatar fyrir þá alla aðila að byrja í sífellu að stigmagna sínar deilur meira og meira og meira. Má ég spyrja þig út í þetta Tjörfi varðandi stigmögnunina í Úkraínu af því að þú nú komið hingað stundum sem svona greinir á hernaðarstöðinni að það eru margir að kasta inn svona yfirlýsingum og kröfum inn á þetta bál að senda hermenn til Úkraínu að skjóta á skotmörk innan Rússlands annað slíkt. Sérðu þessa stigmögnun eða hættun á henni vera að skapast? Já, við erum klárlega að sjá stigmögnun á stríðinu núna og það kannski meðal annars út af þessari nýju sókn Rússa þarna í Kharkov héraði og þá lítur þetta illa út fyrir Úkraínu að þessu mögulega að fara að tapa sko og þá kannski svona einhver örvænting og þá náttúrulega tilhneiging til að stigmagna átökin svar við því og þess vegna verið að kalla til því að gefa þeim sko grænt ljós, þeir hafa náttúrulega verið að skjóta inn á landsvæði Rússa en að gefa þeim sko opinberlega grænt ljós til að nota eldflaugar eins og attackun og svona til þess að skjóta sko inn á landsvæði Rússa fyrir landamærin 2014 svo þetta ekki bara á Krímskagan sko og það myndi náttúrulega vera sko alveg fordæmalaus stigmögnun af því það í fyrsta sinn síðan í seinni heimsstyrjöldinni, það gerist aldrei í kalda stríðinu að stórveldi í svona proxy stríðs staðgengla átökum sko gáu sínum sko þessu ríkjum sem þeir studdu sínum proxys leyfi til þess að ráðast á heimasvæði hins stórveldisins sko. Það alveg bara fordæmalaust. Það gerist aldrei í Kóreustríðinu, Víetnamstríðinu eða öðrum sambærilegum átökum í kalda stríðsárunum þannig að það svona stór stigmögnun sko og það náttúrulega núna eru Hverjir eru að leggja það til? Jens Stoltenberg, hann búin að leggja það til yfir með NATO og hann náttúrulega gilningu forsætisráðherra Bretlands Boris Johnson og utanríkisráðherra, nú utanríkisráðherra Bretlands David Cameron og fleiri ráðamenn sko og margir þingmenn í Bandaríkjunum. Það eru búin að vera svona umræður þetta núna í Bandaríkjunum og utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hann svona gaf það í skinn, Antony Blinken en svo virðist það ekki að samt vera ákveðið sko, þannig að þeir eru svolítið svona tvístiga með þetta þó að það séu búin að vera mikla yfirlýsingar þetta núna sko, að þeir verðast átta sig á því sko að þrátt fyrir yfirlýsingarnar að þetta náttúrulega mjög mikil svona mjög stórt skref og mjög mikil stigmögnun og náttúrulega þar á undan var Macron forseti að tala að senda franska hermenn til Úkraínu sko. Og það náttúrulega mikið stigmögnun, það myndi þýða að bara NATO væri bara orðið bitt þátttakandi í átökunum og það þýðir í rauninni bara stórveldastríð og þriðja heimsstyrjöldin sko og það var sem svak gegn því sem að Rússar fóru að sko stunda æfingar með svo kvöldu taktísk kjarnavopn sem náttúrulega mjög sko óhugnaleg þróun af því að það líka rauninni fordæmalaust sko að vera að stunda ópenbarlegar æfingar með kjarnavopn eins og sé verið að skilur undirbúa á notkun þeirra sko og það var svona sem svar við þessu þannig að þeir eru svolítið ítreka þetta skilur nei þið skulle ekki stíga hingað inn sko það var svipað þegar munið þegar innrásin hófst uppalega þá setti Putin sko kjarnorku sko herdeildir Sovétríkjanna á hvernig segir maður high alert og það svona þessi skilaboð skilur nei sko þið skulle ekki skipta ykkur af því að þá þú veist þetta svokallar nuclear deterrent sko þessi fælingarmáttur með kjarnavopninu sko þannig að við erum klárlega að sjá þessa stigmögnun og svo náttúrulega líka það svo margt sem hægt að tala í þessu að Úkraínumenn eins og sé hafa verið að gera árás á landsvæði Rússa þeir gera meðal annars árás á sko radarstöðvar Rússa sem að þeir nota til þess að bera kennsla á kjarnavopnárás, svo kallar sko early warning radar
og þeir eru búin að gera árás á 2 þannig sko radarstöðvar og það líka fordæmalaust, það hefur aldrei áður gerst, þetta svo kallar strategic nuclear infrastructure, að gera árás á sko sem sagt innviði sem eru notaðir sko til þess að, já, í svona kjarnavopnamálum, til þess að bera kennsl á sko kjarnavopn og það náttúrulega þannig sko í kaldastríðinu þá var talað sko ef það eru gert kjarnavopna árás þá er fyrst gert árás á þessar radarstöðvar, skilur. Það var þannig í þessum kjarnavopna sko áætlunum og Þannig við erum raunverulega nær kjarnorkustríði heldur við vorum í kaldastríðinu með Kúbudeilunni meðtaldri. Sko bæði Putin og Biden, forseta Bandaríkjanna og Rússlands hafa sagt það að núna séum við sko það sé meiri hætta á kjarnorkustríði heldur en að hápunkti kaldastríðsins og þar með talið vantilega Kúbudeilan sko. Þeir hafa báðir sagt það, vissulega var náttúrulega Kúbudeilan hún var mjög skýri sko, mjög ógnarleg en þetta er náttúrulega miklar yfirlýsingar og ég meina og þeir áttu að segja á þessu og svo eru náttúrulega vísindamenn eins og Bulletin of Atomic Scientist, það eru sko kjarnorkuvísindamenn og aðrir sérfræðingar sem að halda út í tímaritum þessum mál og þeir eru líka fjallum út á varavis og segja og þó náttúrulega dómstagsklukkan og vísirinn sem að þeir halda úti sem að einhvers konar mælistika á þetta á þessa hættu og þar hefur vísinni verið færður nær miðnætti heldur nokkuð tíma fyrr sko og einmitt í tengslum við þetta þannig að þú veist, þetta er það sem ekki bara sko sumir þjóðarleiðtogar benda á eins og Biden og Putin hafa gert og verið að átta sig á þessu líka eru sérfræðingar að tala þetta vara við þessu og ég á að gera því það er voru lítið þetta í sko umræðinni, þú veist, í Íslands fjölmiðlum eða þú veist, stjórnmálamenn, margir stjórnmálamenn hér á landi í Evrópa, Vesturlöndum, þeir gera lítið úr þessu sko. Gera lítið úr kjarnorkuógnum og gefa í bara gefa bara, það er þú veist munið hvernig það var í kaldastríðinu, þá óttaðist fólk kjarnorkustríð, þá óttaðist steinmörgum fólk var mjög svona ekki svona gung-ho sko og fólk dróð sér meira til hliðar svo reyndi meira svona að stilla málum og vera aðeins rólegri, en það er ekki þannig núna, þetta verður eins og við erum að koma að þetta minnir ástandi í fyrri heimsstyrjöldinni, svona war fever, fólk er alveg bara að missa sig í einhverju svona tilfinningahyggju sko, það er frekar óhugnalegt sko. Andrés, ætti þetta ástand ekki að leiða til þess að við Íslendingar værum að svona endurskoða öryggistefnu okkar? Jú, og... Það er ekki gefið að við græðum á kjarnorkustríði? Já, þetta er nú kannski bara þegar orðið til þess og í rauninni... En við erum frekar í því að vera, við tölum frekar eins og hersöðingja frekar að vera diplomatar. Já, það er vandinn. Staðan er að breytast hér innanlands og hún er að fara í ranga átt víða, finnst manni. Það gerðist löngu árin Rússar réðust inn í Úkraínu að við fórum að vera með varanlega viðveru upp á Keflavíkurstöð aftur. Svo herstöð opnaði bara aftur án þess að sko nokkur vissi af því fyrir nokkrum mánuðum seinna. Það var bara búin að vera hermaður á vakt í 3 ár viðstöðulaust og nú eru 300 manns að meðaltala á dag þarna. Það verið að byggja fyrir sko 20 milljarða innviði fyrir alls konar viðbúnað. Það verið að geyma í rauninni bara stóra herstöð og lager þannig að sé hægt að poppin upp hjá okkur eða fljúin eitthvert í nágrennið ef þörf þykir. Það er verið að senda einhvað stóra sprengivélar sem eru aðalega til þess ætlaðar að ferja kjarnavopn á endastað, senda þær hingað og endur skilgreina Keflavíkurstöð út frá hlutverkið þeirra fyrir þessa vélar. Þetta er allt saman til þess að sýna að sko Ísland sé á einhverjum öðrum stað gagnvart þessari heimsmynd sem að svona hreyfast aðeins til eins og við að segir. Og líka, ef ég má skjóta, ég er svona áhugamaður að fylgjast með hvað utanríkisráðherrann okkar er að gera á Twitter og það er engin umræða. Það er oft skýrast sko. Já, það birtist það mjög áhugavert sko, en það er engin, ég hef ekki verið var við neina svona dýpri umræðu til dæmis bara þá staðreind að utanríkisráðherra Íslands sko fer og er þáttakandi í sem sagt í raun og veru bara svona einhvers konar mótmæla aðgerðum í sko fjarlægu landi lengst í Austur-Evrópu sem er Georgía og ég kannski misminnir með þetta aðeins hvernig það var en hvort hún bara bókstaflega var bara þáttakandi í mótmælum fyrir utan sko þinghúsið í höfuðborg Georgíu sem er náttúrulega stór merkilegt og þarna er náttúrulega Ísland að sko stilla sér alveg sko í fremstu röð hauka í því að taka afstöðu þarna í þú veist þessum málum og það sjá þannig að allir að það sem er að gerast núna í Georgíu er svona fræ eða vísir að einhverju, þetta er svona ýmislegt sem minnir mann á það sem var að gerast í Úkraínu 2014 og svo framvegis og þú sér þarna sko hvernig
ríkin hópa sér í kring tilbúin til þess að ætla að fara að hafa afskipti af innanríkismálum til þess að toga stjórnmálinn í Georgíu í eina átt frekar en aðra sko. Þau voru beinlega að kalla eftir stjórnarskiptum sko, af því að þessi ríkisstjórn sem er núna við völd og þessi flokkur sem er núna við völd, þau vilja meina að þetta sé svona sem hallast meira á Rússlandi sko. Þannig að þú veist, þau voru beinlega þarna á torginu í Georgíu að kalla eftir stjórnarskiptum. Getið ímyndað ykkur ef að segjum utanríkisráðherra Rússlands eða Kína kæmi hingað og væri hérna á Austurvelli að kalla eftir stjórnarskiptum. Og þetta má svo bera saman við sko aðgerðir og afstöðu og kannski bara yfirlýsingar á Twitter varðandi sko Palestínu sko, það sem er að þessi stað sko þjóðarmorð sem er með stuðningi bandalagsríkja Íslands og svo framvegis og ég menn ekki fyrir utanríkisráðherra okkar þangað til þess að mótmæla því, þetta fyrir til þess að mótmæla sem sagt bara kosningum innan þingsins í Georgíu. Mér finnst þetta mjög merkilegt og ég svona sé þetta sem svona, ég velti fyrir mér, þú veist, hvað gengur fólki til, hvað er Þórdís að hugsa, er eitthvað langtíma strategi þarna á ferðinni sko, eða getur verið að þetta sé bara svona war fever stemningin sko, það er svo æðiskengi að láta taka mynd af sér einhver staðar það sem þú lítur út eins og einhver, þú veist, hetja eða eitthvað slíkt sko. En þetta verður svo að vera samstilt átak af því að þau fóru öll saman þarna sko, utanríkisráðherra Eystrasaltsríkjanna hún, þannig að hún er greinlega að taka þátt í einhverju samstiltu átaki. Hún hefur vísað í það að þetta sé aðgerð sem er svipuð og þegar Íslendingar studdu sjálfstæði Eystrasaltsríkjanna sem er enn í minnum haft. Það er eitthvað svona stórlagsafífur alltaf hjá ráðherrum að vilja verða svoleiðis típur sko, að hitta eitthvað sögulegt moment, en að því að Viðar nefnir Palestínu þá getum við líka sko bara, þú veist, við meðum ekki gleyma því að lítið ríki eins og Ísland á allt sitt undir því að alþjóðakerfið sé traust, að svona reglur þess hvernig ríki koma fram við hvert annað séu virtar, vegna þess að annars erum við bara í vondum málum. Og það sem er að gerast núna, sem er kannski varhugaverðast í lengri tíma, er að okkar ríkjahópur, bara NATO-ríki plus, er að verða uppvís að mjög mikli hræstni gagnvart sko, þessum tveimur átökum sem við erum búin að nefna hérna í dag. Annars vegar sko, að bregðast mjög hart við þegar Rússar ráðast inn í fullvalda sjálfstæða Úkraínu. Hins vegar að vera með eitthvað loðmölluleg viðbrögð þegar að sko, Ísraelar ráðast inn með þjóðamorði í Palestínu. Ríki sem að við vorum sko, með þeim fyrstu í okkar heimsluta til að viðurkenna sem fullvald og sjálfstætt ríki og við bara setjum hjá og látum einhverjar sko, linar yfirlýsingar duga því að við ættum að vera að sko, hrópa fullum hálsi það að Ísrael er bara að koma sér út til fyrsta, ekkert að kalla eftir vopnahlið, það bara að reka þennan árásaraðila út úr landinu sem við viðurkennum sem sjálfstætt og bara hætta þessu þjóðmáru og allt það. Í staðinn erum við sitjum bara hjá og býðum eftir því að sko heyri eitthvað forsöngvara í stærra og merkilegra landi segja hvað við erum að gera. Og tökum þátt í því að sko taka neyðaraðstoð sko, hætta neyðaraðstoð sem er náttúrulega bara eitthvað svona þáttaka í þjóðarmorði sem er náttúrulega þvílíkur sko skambarblettur á bara íslenska ríkinu að bara mann vall eftir öðru eins sko. Og svo náttúrulega eins og hjásetan við ályktuna í allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í haust sem að Bjarni Benedikt stýrði sem ráðherra á þeim tíma verður okkur til sko ævinlega skammar af því að þar fengu ríkin sem ætluðust til þess að sjá Vesturlöndin sem alltaf að spila sig sem einhvern móralskan leiðtoga heimsins ætluðust til þess að sjá þau standa við sinn móralska boðskap og svo bara var fullt af ríkjum þar meðal Ísland sem bara stóðu kynnti því. Þetta líka fær maður til að hugsa sko bara svona hvaða hlutverk umverulega sko svo gildi spila í þessu sko að því ég meina Ísland, Bandaríkin, Þýskaland, fleiri leiðandi stór Vestur-Evrópulönd bara styðja beint og óbeint sko þjóðamorðið sem er verið að fremja gagnvart Palestínumönnum sem náttúrulega er ekki bara sem sagt eins og þú ert að benda á Andrés þetta náttúrulega gengur gegn þessu svona rules-based order sem stundum er talað sko að það sé eigi að vera leikreglur í alþjóðakerfinu og þetta náttúrulega sýnir að það er ekki til staðar en líka hitt að sko gildin eru bara heldur ekki til staðar ég meina þetta stýrist ekki af gildum heldur af einhverju allt öðru. Og við ættum svo sem að vita það var hérna í Bandaríkjamenn töldu sig verið að verja gildi sín í Víetnam en við ættum vita hvernig það enda. Sko, við sjáum þetta líka í sko þrengri umræðu innan NATO bara, það sem er alltaf talað að þar sé bandalag lýðræðisþjóða sem hafi hérna bundið spöndum að standa vörðum sín sameiginlegu gildi mannréttinda
og öryggis. En samt þarna sko lönd eins og Tyrkland sem að endalaust að ráðast á Kúrda innan síns ríkis eru að sko valda alls konar usla í kringum landið og ætluðu síðan á tímabili til þess að Svíþjóð myndi gefa afslátt af sínum mannréttindum, bara mannréttindalöggjöf Svíþjóður átt að gefa undan til þess að landi kæmist inn í NATO. Þannig að þessi gildi risti nú ekki dýpra en svo að það átt að gera kröfu á nýtt aðildarríki að henda þeim út um gluggan til þess að komast inn hurðina. Maður hefur líka ágjör af þessu sko að svona hversu svona brengluð sko sjálfsmynd Vesturlandabúa gagnvart þessum málum þess að fólk trúið í alvörunni að gjörðir Vesturlanda stýrist að gildum og það trúið í alvörunni að það sé hægt að fara og halda því fram við, þú veist, fólk í Írak eða Palestínu eða Afganistan eða bara fleiri lönd sem hægt að nefna, skiljiði, að þetta hafi nú allt saman verið gert í nafni gilda. Þannig að það er ekki nokkur ekki heil brú í því. En því að ég nefndi aðeins umræðuna og ég nefndi viðtölun við hann Hilmar Þór áðan og þau voru helgina þar sem að Þórdís Kolbrún mætti á Sprengisand á sunnudegi og mætti síðan í Silfrið á mánudagskvöldi. Og þar satt hún í Silfrinu með eiginlega einhverjum hópi sem að tók undir það og umræðan virðist öll vera þannig að við sem að fara í einhverja úrslita orustu okkar gildi, að við verðum að sigra stríðið í Úkraínu og að þetta sé og við verðum að við verðum að senda vopn á vígvöllin af því að við getum ekki endalaust að senda ykkur hjálpargögn ef að Úkraínumenn að biðja vopn þá verðum við út af vopn og við verðum að auka útgjöld til hernaðarmála og allir svona tóku undir þetta og þetta var eiginlega kynnt sem bara ný stefna sem ég kannaðist bara ekki við að hefði verið neina umræðu í íslensku samfélagi. Og þess vegna fannst okkur gaman, mér og Hilmar að tala þetta og sömuleyti ég líka að kalla á ykkur núna vegna þess að ég alltaf að bíða eftir þessar umræðu því að mér finnst þetta svo stórkostlegar stefnubreytingar og mér finnst þetta svo stórkostlega aðkallandi fyrir íslensk samfélag að endurmeta bara öryggishagsmuni sína. Ég að segja að þetta tala að sko þurfa að vinna stríðið í Úkraínu sko. Það ætti nú hver að geta séð að það ekki, þú veist, raunverulegt sko hvernig að segja, það ekki það ekki raunhæft markmið að það segja stríðið í Úkraínu. Það var rætt út frá því að annað markmið væri raunverulega ekki í boði. Já, fyrstulega það ekki raunhæft markmið. Það þetta minnir mig mjög á sko á tímum Víetnamstríðsins þá sem töluðu fyrir því að við verðum bara að vinna stríðið. Við verðum bara að senda meiri hermenn, senda meiri hergöng og vinna stríðið. Eða fyrir heimsstyrjöldinni. Það verið að senda heila kynslóð ungra manna til að deyja í skotgröfunum ár eftir ár og það einhver hersöðingi sem heldur að segja já, við verðum bara að halda áfram, við verðum að vinna. Skilurðu? Þetta er náttúrulega bara sturglun sko. Má ég spyrja þetta, spurning sem ég velt rosalega mikið fyrir mér og ég var forvitin að heyra hvað þú segir það. Sko heldur þú að Bandaríkin þegar að þessi útþensla í gangi og þegar að þessi atburðarás svona einhverju leyti sett á stað, það farið yfir rauðustrikinn og menn vita að það áhætta á því að Rússar gerir nákvæmlega þetta eins og þeir höfðu gert náttúrulega í fleiri löndum svo sem svona í smærri mynd sko. Var þetta svona var þetta misreiknað af hálfu Bandaríkjanna eða var það bara einhvern veginn, var þetta metið sem eðlilegur fórnarkostnaður að þetta gæti verið útkoman en þetta væri á einhvern nátt samt gott út frá því þá til dæmis að þetta hefur styrkt NATO, ég meina að það eru fleiri lönd búin að gangi í NATO og eitthvað slíkt. Hvað heldur þetta? Sko við náttúrulega vitum ekki hvað ráðamenn voru að hugsa, ég get ekki svarað því en ég get komið með svona educated guess, ég get komið með svona rökstudd ályktun sko og í fyrsta lagi þetta sko færa rök fyrir því að þeir hafi bara hreinlega ekki sko vita hvað þeir voru að gera og þeir hafi bara hunsað þessar rauðu línur og svo komaði með óvart þegar þeir síðan brugðust við að því það, þú veist, ef þeir trúa sínum eigin málflutningi þá vilja þeir meina að NATO ógnir Rússland ekki neitt sko. Já. Að þetta er bara lýðræði og eitthvað svona sko, átta sig ekki á því að þú ert að fara með sko hergögn inn í löndin á landamærum Rússlands og ég meina hvað gerðist þegar að Sovétríkin kom með sínar eldflaugar inn í Kúbu á sínum tíma skiluru. Það er eins og þeir átta sig ekki sinna á því að þeir líta á þetta sem ógn sko. Og þá er þetta að færa rök fyrir því að þetta hafi bara verið sko þeir hafi ekki setjað fyrir og þetta hafi bara verið mistök. En sama tíma eru svokallegir neocons, nýíhaldsmenn, stríðshaukar, fólk eins og Victoria Nuland og fleiri sko. Og því við sjáum þetta í skýrslum hjá Rand Corporation og þeirra málflutningi og við sjáum þetta í ummælum eins og Zbigniew Brzezinski sem var þjóðaröryggisráðgjafi Carter á sínum tíma og hann var
einn aðal hugmyndasmiðurinn á bakvið sko þegar Bandaríkin studdu þarna uppreisnina í Afganistan gegn innra Sovétríkja Afganistan eins og hann orðaði það sjálfur að þeir voru byrjaðir að senda vopn til Afganistan á undan og þeir vildu beinlega Sovétríkjum með ráðast inn til þess að reyna að knissetja það í Afganistan til þess að skapa fyrir það þeirra Víetnamstríð sko. Og í þessari skýrslu Rand Corporation frá 2019 þar kemur fram við eigum að senda vopn til Úkraínu og við eigum beinlega að styggja Rússa og markmiðið að sko að veikja Rússland að fá þá til þess að yfirstíga sig sko. Þannig að á sama tíma sjáum við þetta líka sko. Og ég held að þetta endurspegli það að auðvitað í Bandaríkin ekki eitthvað svona monolith, það eru ólíkir sko, ólík hagsmunaöfl og ólíkir hópar sem að fara með sko völdin og þetta eru bara svona öðruvísi skilur nálganir hjá svona ólíku fylkingum í Bandaríkjunum. En manni finnst síðan einhvern veginn eins og bara ekkert af þessu hafi gengið upp sko vegna þess að ég meina þetta verður ekki einangra Rússa á alþjóðavettvangi nema þetta bara frá tiltölulega á endanum litlum hópi ríkja í Vestur-Evrópu. Ég meina þetta verður styrkt eins þeirra við Kína, meina viðskiptaþvinganir þar hafa ekki virkað og þess vegna horfi ég til dæmis á þetta sem að gerast í Georgíu og maður hugsar sko, þú veist, er fólk að missa vitið sko, horfir fólk á atburðarásina sem leiddi til Úkraínustríðsins og síðan afleiðingarna af Úkraínustríðinu og hugsar að já, við viljum meira svona. Efnahagsþvinganir, það er mjög mikilvægt mál að því að sko vestrænir ráðamenn og í Bandaríkjunum, þeir töldu sig við getum knisett Rússland með efnahagsþvingunum. Þeir héldu að þetta væri the trump card sko, sem að myndi bara eins og Biden orðaði það, að rúblan myndi hrynja og bara all rússneska hagkerfi myndi hrynja og það myndi þá leiða til stjórnarskipta að Putin hefur bara sett á stóli. Þetta var í rauninni planið sko. Það gekk ekki eftir að því að efnahagsþvinganirnar þær hafa bara verið svo búmerang, þeir hafa bara skotið sér fótinn með en þær hafa haft miklu verið áhrif á Evrópu. Núna erum við að sjá að Evrópa er næstu í kreppu, það er engin hagvöxtur í Þýskalandi á meðan miklu verið hagvöxtur í Rússlandi. Verðbólgan er náttúrulega bara sem við búum öll við nýta. Það er aldrei talað um þetta. Verðbólgan sem við búum við, hún er náttúrulega meðal annars afleiðingin af þessu stríði sem hefði verið hægt að forða þó að þetta hafi Rússar verið árásarhæðir. Þetta sem er engin hagvöxtur í Þýskalandi mun hafa mikil áhrif á Evrópu. Já. Það er bara mjög alvarlegt mál fyrir Evrópu og Evrópusambandið ef að sko aðalmótorinn virkar ekki lengur. Það er bara mjög alvarlegt. Ég vil taka það fram sko, já. Má ég skjóta inn einu, því að eitt sem að ég held að ég hefði rétt við Hilmar væri það að það eru menn í Bandaríkjunum sem líta á það sem öryggishagsmuni Bandaríkjanna að kljúfa á milli Rússlands og Evrópu. Að það sé bara góður kostur, að það sé engin möguleiki á því að Rússland sem að hluta Evrópu geti orðið að einhverju veldi sem að mögulega einhver tímann í framtíðinni geti ógnað Bandaríkjunum. Þetta eru náttúrulega ekki hagsmunir Evrópu. Það verður aldrei friður í Evrópu nema sé friður á milli Evrópu og Rússlands. Enda voru sko mið Evrópuríkin, sérstaklega Þýskaland, náttúrulega mjög treg í taumi með þessar stigmagnanir sem áttu sér stað af hálfu Bandaríkjanna í aðdraganda í Úkraínustríðs, klárlega. Og höfðu bara mikla tapa, sérstaklega varðandi náttúrulega gasviðskiptin og fleira og þetta var náttúrulega bara búið að normalisera mjög miklu leyti tengslu við Rússland. Mikið bara viðskipta samstarf og maður veit ekki hvað og hvað sko. Þannig að maður veltir í þessu sem víðar. Ég meina Rússar voru strategic partnerinn í NATO þannig að þeir réðust inn í Krímskaga. Þannig að fyrir bara 10 árum þá voru rússneskir hersöðingar að vafra ganga höfuðstöð á NATO bara sem vinir og félagar. Og Rússar voru ákafir að bjóða fram sko samstarf til dæmis í stríðinu gegn hryðjuverkunum, þú veist á sínum tíma sko. Þannig að það er einhvern veginn aldrei magnað sko, af hverju þurfti það að gerast, að það yrði allt innu til heimsmynd þar sem að við erum farin að endurupplifa sko í raun og veru þessar bara ógnir kaldastríðsins og hættuna á því að það geti brotist hérna út sko, já, kjarnorkustríð. En sko þetta Ég er að spyrja, hver er það sem eru hag af því að kljúfa á milli Rússlands og Evrópu? Þetta hefur verið sko þeirra markmið Bandaríkjanna frá upphæfi og beinlýst tilgangur NATO. Það er eins og Lord Ismay orðaði það sem að fyrsti Secretary General yfirmaður NATO að sko tilgangur NATO er að halda Þýskalandi niðri, Rússunum úti og Bandaríkjunum inni. Og það er að því að sko það þykir þjóna hagsmunum sko Bandaríkjanna og svo eru þeir í Evrópu sem telja þjóna hagsmunum Evrópu líka og við getum skoðað hvort það sé rétt eða ekki sko. En hugmyndin er svo sko að En í ástandinu þá fáður þetta allt saman. Í ástandinu í Bandaríkjunum þá fáður þetta allt saman og þess að meira þess að Þýskaland er í lamassessi. Já, hugmyndin er svo sko að Bandaríkin hafi þá sko ítök í Evrópu og þetta er svo kallar þessi Atlanticism, þessi Atlantic stefna sko. Það séu náin samskipti milli sko Vestur-Evrópu og Bandaríkjana og þau séu saman í bandalagi og þá einhvern veginn sko útilokið það Rússland að því ef Rússland kemur inn og náttúrulega sko Bandaríkin hefur með Atlantshafið og Rússland er sko nágranni í Evrópu og það eru landtengingi þar á milli og það er miklu ódýrara að flytja sko
eins og orku, auðlindir og svoleiðis olíu og gas þar á milli, þannig að það hefur svona tendens til þess að verða náið samband þar sko. Og það líka langsaga þar á bakvið. Meira að segja sko, við sáum á Þýskaland nasismans og Sovétríkin, áður en þeir fóru í stríð, þá voru þeir að stunda heilmikið viðskipti og Rússland var að flytja mjög mikið af olíu og svoleiðis til Þýskalands meira sér á þeim tíma sko. Þannig að það er löng saga á bakvið sko, þessi tendens sko, Þýskaland sérstaklega á Rússlands til þess að komast nær og nær efnahagslega. Og þess vegna hefur markmið hjá Bandaríkjunum alltaf verið að sko reyna að halda þeim frá hvorum öðrum og núna nýlega sko áður en að þessi nýlega krísa braust út og Nord Stream skemmdarverki og það allt, þá voru sko ráðamenn í Bandaríkjunum Condoleezza Rice sem voru utanríkisráðherra, þeir voru alltaf að tala sko að við megum ekki leyfa Rússlandi að vopna veða gas, við megum ekki leyfa Evrópu að verða háð Rússland fyrir gasi. Þetta var lengi umræða hjá þeim og eins og sé, það var alltaf verið þetta markmið þeirra sko að reyna að halda Þýskalandi og Vestur-Evrópu að reyna aðskilja og hvers vegna. Og þetta er svokallaður geopolitics sko. Og hugmyndin er svo að ef að Rússland og sérstaklega Þýskaland, en þetta á náttúrulega við bara Evrópu almennt, ef að Rússland og Þýskaland, Evrópa og Rússland byrju sameinast, þá það nýr póll sem yrði öflur og getur skákað yfir á þeim Bandaríkjanna. Það er náttúrulega hugmyndin. Og á sama tíma líka sko að leyfa ekki sko Rússum að gangi bandalag við Kína þess að þeir hafa gert sko. Þannig að og segjum sko ef að sko öll Evrasía yrði samið, segjum að Evrópa, Rússland, Kína yrðu einhvern veginn sko saman í bandalagi, þá yrðu Bandaríkin bara eitthvað sideshow. Það er bara, þú veist, eitthvað lítil að því að sko Norður-Ameríka sem miklu minni íbúar, miklu minni auðlindir heldur en öll Evrasía sko. Þannig að þetta er svona þessi hugmynd að Bandaríkin þurfa einhvern veginn að hafa fótinn og eru náttúrulega með fótinn í Tævan, í Miðausturlöndum og þarna í Vestur-Evrópu sko. Og þeir vilja ekki láta ýta sér út af meginlandi Evrasíu. Það er það sem þetta snýst sko. En samt sem aðra, eins og vorum að nefna afleiðingin af Úkraínu átökunum svo einmitt að ýta Rússum í raun og veru frekar að Kína sem er náttúrulega ótrúlegt sko. Og plúsin ertu með þessar hræringar eins og BRICS og það sko sem að verist vera að þjappa fólki saman í allar. Þetta hefur ekki þótt góð latína í Bandaríkjunum sem að til dæmis Kissinger vildi að búa til tengsl við Kína vegna þess að það geti ekki verið á móti báðum því að þú myndir þó ýta þeim saman. Það var eiginlega stefnan var svo að Kína og Rússland mættu ekki verða bandamenn. En þetta náttúrulega er einmitt svona dæmi þessa svona diplomasíu sem einhvern veginn bara eins og að sé búið að úthýsa í dag sko. Og ég ætla að líka kommenta á eitt af því þú vorst að spyrja hver græðir á þessu. Ég hef líka spurt mig mjög, bara hvaða valdablokkir eru það í heiminum sem telja sig vera að græða á svona atburðarás eins og þessu sem er að gerast í Úkraínu og til dæmis þá líka því sem er að gerast í Palestínu. Og ég held að eitt sem að hefur gerst er að svona bara sko innanríkis pólitík í Bandaríkjunum og bara þessi svona skammtíma sjóndeildarhringur sko sem er bara næstu kosningar er farið að ráða meiru og meiru á kostnað sko stærri hagsmuna og á kostnað meiri langtímahugsunar og ég held að í kaldastríðinu hafi sko stefnumörkun í utanríkismálum í Bandaríkjunum verið meira svona vernduð frá þessu. Þú veist það tíðkaðist ekki að forsetar kæmu endilega svona bara einhvern veginn æðandi inn í utanríkisstefnuna skilur og væri að breyta henni bara drastíst skilur dag frá deg. Þeir upplöfu það sem skildu sína að utanríkismálum væri ekki vettvangurinn til þess að vera að slá sig til riddara. Og það er til dæmis það sem að sko John F. Kennedy gerir í Kúbudeilunni sem er bara í raun og veru saga sko svona sigur ákveðina svona diplomatískrar nálgunar. Því það voru þetta margar háværar raddir í Bandaríkjunum sem gaggrind alltaf sko John F. Kennedy fyrir að vera ekki nógu harður, gangi ekki nógu langt. Heldur betur. En John F. Kennedy sko hann tekur það ákvörðun að það sé hið rétta sögulega moment í Kúbudeilunni sé að de-eskalera og hann færði ákveðna fórnir til þess að það væri hægt. Það er svona ekkert alltaf partur af sögunni sem er sögð en þeir færðu til eldflöðna sínar í Austur-Evrópu og Tjörfi getur reykjata betur en ég sko en það voru færðar fórnir til þess að væri hægt að halda friðin. En þetta er eitthvað sem að virðist vera ekki gert í dag og það sem maður sér þvert á móti vera að gerast er að sko innanríkispólitíkin í Bandaríkjunum er farin að stýrast heil mikið af því hver getur sko verið herskástur og slegið sig mest til riddara og jafnvel sko alið mest á einhverjum svona óábyrgum ögrandi og jafnvel svona paranoid málflutningi sem sagt önnur ríki og þeirra hlutverk og stöðu. Þetta er jafnvel orðið verra heldur en var í kaldastríðinu. Ég meina höfum það í huga að sko demókratar keyrðu sína kosningabaráttur bara nær alfarið á gjörsamlega glórulausri
óstuddri samsæriskenningu það að Rússar hafi stólið kosningunum í Bandaríkjunum eða eitthvað álíka. Talað að skipta sér að kosningum andra ríkja. Fjarstæðukend samsæris bullkenning. En þetta keyrði í alvörinni pólitík demokrata og einhvern veginn svona, þú veist, svona vippa þetta upp, að þetta sé vissum öllitningur í stórkustari hættu af því að Rússarnir séu fannir eitthvað brjótast inn í atkvæðatalningavélarnar okkar og eitthvað svona. Við erum bara að sigra það núna, annars munum við brjóta niður heimsveldið okkar. Og ég held alltaf meira að segja, þetta hljóma kannski asnalís, ég fann að dásama fyrir Bandaríkjaforseta, en ég ætla bara að nefna sem dæmi og líka þá varandi Ísrael og Palestínu. Til dæmis Ronald Reagan upp úr 1980 þegar Ísraelar voru að ráðast inn í Líbanon, sem vakti mikinn óhug og svona var mjög ógeðfellt. Þetta voru hörmungar eins og til dæmis fjöldamorðin í Sabra og Shatila flóttamannabúðunum í Beirut sem vöktu viðbjóðum allan heim. Ronald Reagan þorði að stíga fram og segja við Ísrael, nú hætti þið þessu, og hann líkti því sem þeir voru að gera í Líbanon við helförina. Þetta er on record ummæli frá þáverandi forseta Bandaríkjanna. Þetta er óhugsandi í dag, algjörlega óhugsandi í dag, vegna þess að þetta er eitthvað sem hefur breyst. Leiðtogar þessara stórvelda sem við eigum svona mikið undir, þeir virðast vera í vasanum á einhverju svona skamtíma, óábyrgri skamtíma hugsun hlutina sem á endanum. Þú veist eiginlega að halda þig fram að þriðja heimsstyrjöldin er byrjuð því að hún byrjar í hugarfarinu og hugarfarið hefur heltekið alla valdastéttin í Bandaríkjunum og í Evrópu. Og það stjórnast jafnvel af ótta stjórnmálaleiðtoga í Bandaríkjunum við það að missa einhverja stuðning, einhverja lobbyhópa eða þeir eru á atkvæðaveiðum. Og þetta eru þeir að gera á kostnað öryggis okkar allra. Andrés, ert þú ekki nefnd á þinginu NATO eða? Jú. Hvað heitir svo nefnd? NATO-nefndin? Ég var að formaður Íslandsdeildar NATO-þingsins. NATO-þingi er svona, hvernig á að lýsa þið, þetta er einlega kaffiklúpur þingmanna úr aldaríkinum sem var stofnaður svona 5-6 árum eftir að NATO sjálft var stofnað. Þannig þið eru ekki að ræða saman og endur meta öryggishagsmuni okkar, veltaði fyrir hvort að öryggishagsmuni okkar og Bandaríkjanna farið saman? Fundirnir eru erlendis, þetta er svona alþjóðavettvangur þar sem að mætast helstu haukar þjóðþingana og svo ég og nokkri aðri svona. Þú sendur fyrir hönd Íslands til þess að vera. Ég er einn af þremur, já. Og við erum nokkur í þessum hópi sem erum að reyna svona að koma einhverjum öðrum áherslum að í umræðina því að þetta er rosalegur echo chamber á þessum vettvangi, getur eitt ímyndað ykkur. Þarna er allt fólkið sem er að lobbyera fyrir meiri hernaði í heimalöndum sínum, bara komið í sal til að ræða það hvað þetta sé nú allt frábært. Og það er mjög sterkt eins og þegar eitthvað gerist að þá heyrum við utanríkisráðherra allra Evrópuríkjanna mæta viðburðunum með sama orðalagi. Já, það tekið eftir þessu, þetta er bara aftur og aftur gerist það eins og það sé bara einhver lína sem er lögð þvert á sjálfstæð þjóðríki þar sem allir koma bara með sömu línuna. Já, og ég held að það líka litist af því að þessi ráðherrar eru alltaf úr svona svipuðum flokkum í öllum löndum. Það er alltaf einhverjir sjálfstæðismenn sem stýra þessu ráðuneyti í öllum löndum. En þegar þú segir sjálfstæðismenn, þetta eru frjálslindir, þetta eru oftast bara þeir sem eru svona nær miðjunni ef eitthvað er. Já, getur nú alveg verið. Sumstaðar er þetta náttúrulega bara í Þýskalandi, er þetta græningar sem eru með bara lang mestu svona hernaðar hyggjuna. En varnarmálaráðherrann er ekki græningi í Þýskalandi? Nei, auðvitað. Já, þannig að þetta er, í flestum löndum er náttúrulega búið að skipta þessu í sundur, þannig að mestu haukarnir geta verið varnarmálaráðherrar. En þeir sem eru á bremsunni þessum málum, það eru náttúrulega bara oft frekarflokkarnir sem eru enn lengra til hægri. Það er náttúrulega merkilegt að fylgjast með því. Það er svona eins og að þeir kannski taki svona sína fyrirmyndir einhverju leiti kannski frá svona einangrunar stefnuhugmyndum frá Bandaríkjunum eða eitthvað slíkt Já, svona hægri populistar, því þeir vilja að minna við höfum bara að hugsa okkur hérna heima að vera ekki að skipta okkur að út í heimi og eins og segir, vinstirflokkarnir líka, þeir eru alveg miklir ef ekki meiri NATO-sinnar. Og við sjáum það til dæmis samfylkingin hér á Íslandi og þessi sósíaldemókrataflokkar í Evrópu græningjar, Annalína Baerbock að þeir eru alveg bara. En ég meina, ég veit ekki hvort ég tók eftir því var í einhverjum af þessum forseta umræðu þáttum að þá kemur til umræðu þarna þetta með vopnasendingarnar til Úkraínu og mér fannst það reyndar áhugavert að sjá í þeim panel, ég fekk ekki þessa tilfinningu sem þú varst að lýsa Smári að allir séu
sko, vil ég ganga sér lengst í hernaðinu vegna sem ég fannst það áhugavert að þar voru forsetaframbjóðinni greinlega svona... Það er ekki fullur á flokkana. Nei, ég veit, en já... Það leiði fólk sér að vera ansnúið þessu. Baldur, Halla Tómasar... Meira að segja Baldur Þórhallsson var tilbúinn að vera svona einhvern veginn aðeins á bremsni kart þessu. En hver var það sem var helst að bera blaka þessu? Það var Katrín Jakobsdóttir, sem var svona minna á það að við værum nú ekki hlutlaus þjóð og minna á það að við hefðum nú skildum að gegna gagnvart NATO og eitthvað svona. Og þetta er nú aðeins öðruvísi fyrirgefið en hefði verið fyrir kannski 20-30 árum í tíð Alþýðubandalagsins að þá hefði formaður þess arms komið og verið svo sem einhvern veginn svona helst að bera blaka af beinni þáttöku Íslands í einhverjum, þú veist, hernaðarátökum sko. Og þetta er einmitt að því við vorum að tala umræðan einn á Íslandi áðan, þá þetta er svo áhugaverð tvist að sko þegar við vorum að gagnrýna það að Ísland var að leggja beina fjármuni í enn vopnakaupasjóð til Úkraínu, að þá talaði utanríkisráðherra eins og við varum bara í einhverju rugli, þetta var engin stefnubreiting, þarna væri bara verið að gera eitthvað sem hefði hvort hefði verið gert í langan tíma. Og Jón Gnarr sagði þetta því að Viðar var að vitna í þessar umræður og Jón Gnarr sagði til dæmis þetta að við höfum gert þetta fyrir löngu síðan. Já, en ég held nefnilega að við höfum ekkert gert þetta fyrir svaklega löngu síðan. Ég held að það kannski byrjaði að gera þetta núna á síðustu árum til að henda einhverjum peningum inn í stuðningu í Úkraínu án umræðu og svo bara þegar þau byrja þingið að festa þetta í einhverja stefnu, þá segju þau, já þetta er eitthvað sem við erum að gera hvort þið er. En ákvörðunin að byrja að gera það, hún var aldrei rædd opinberlega. Maður spyrja það sko, því rökin þeir eru svo, já við erum búin að vera að greiða í sko sjóði NATO. Og þetta er bara sami hlutur að segja sko, að þú veist að því við greiðum í sjóði NATO og þeir sjóði þeir eru notaði fyrir vopnakaup og eitthvað, þess vegna það engin stefnubreiting. Þetta er rökin þeirra. Hvernig myndið svara þessu? Sjóðir NATO standa ekki að neinum beinum vopnakaupum. Sjóðir NATO standa að sko byggja upp mannvirki, byggja upp höfuðstöðvarnar, halda einhverjum embættismönnum í vinnu í Brussel. Við erum alveg að setja hellingspening í þetta en sko það að kaupa vopn hefur alltaf verið sko á forræði hvers aðildarríkis. NATO sjálft kaupir ekki vopn, það eru aðildarríkin sem gera það og leggja síðan þá... Og þetta er ákvörð sem við tökum, þetta er að við kaupum vopna þegar við viljum kaupa vopn. En talandum sko stefnu... Já, við getum alveg sendt hjálpargögn og gert hvað sem eins og við hefum gert hingað til. Og við erum líka svo lítil í þessu samhengi að sko við getum komið með heilmikið framlag sem myndi nýtast vel en væri á einhverjum borgaralegum forsendum. Það er búið að nefna sko landhelgisgæsluna að hjálpa við sprengjuleitræfingar eða eitthvað svoleiðis. Eins og við erum reyndar að gera. Já, og þú veist, það er bara gott dæmi bara mjög konkrétt og þarft framlag til Úkraínu. En má ég segja eitt bara með stefnubreitingar, það er líka eitt sem ég held að fólk átti sig almennt ekki á og það er stefnubreitingin á vettvangi NATO. Það er bara svo eðlisbreyting sem eru átt sér stað á því bara hvers konar fyrirbæri NATO er. Vegna þess að sko þegar að Ísland gengur í NATO og þessir áratugir sem líða þarna í kaldastríðinu, þá náttúrulega er þetta megin hugmyndafræði NATO er þetta svona deterrence, þú veist, og það má færa rök fyrir því að svona strategía NATO hafi ekkert endilega verið aggressív. Hún gekk út á það að svona halda þessu fræga ógnarjafnvægi kaldastríðsins þess var gætt einmitt að láta átök ekki eskalera fram úr hófi og svo framvegis. En hvað gerist eftir lok kaldastríðsins? Það sem gerist þá er að NATO byrjar að vera árásaraðili í stríðum sem það var aldrei í kaldastríðinu. Þetta er algjör bara meginbreyting og eðlisbreyting á því hvers konar fyrirbæri NATO er. Það er NATO sem að fer inn í Júgóslavíu 99 með loftárásum. NATO fer inn í Líbíu 2011 sem er sko reyndar ótrúlegur bara viðburður sem er allt og lítið rætt og tekur þátt í innrásin í Afganistan og svona mætti lengi telja og það þetta líka þýðir að þegar maður er að velta fyrir sér sko hvernig bregðast sko þú veist ríki heims við því þegar að NATO er svo að færa út kvíarnar og þenni sig út eins og NATO er búið að vera að gera í Austur-Evrópu þá náttúrulega hljóta þau ríki að spyrja sig hvað hefur NATO gert? Skilur, ef þau ætla að fara að reyna átt þess að því hvers konar fyrirbæri er þetta, munuðu þau hlusta á einhverjar ræður það að þetta sé friðar- og mannréttindabandalag eða munuðu þau horfa á það hvað NATO hefur raunverulega gert í sambandi við hernað sem er akkurat þetta að ráðast inn í ríki. NATO er árásarbandalag. Þegar fólk velti fyrir sér af hverju óttast Putin NATO, þetta bara lýðræði, það ætti að sjá sko hvað NATO gerði í Líbíu, steypti Gaddafi að stóli. Það var náttúrulega skilaboðin sem að NATO sendi og sem að sko menn eins og Putin tóku mjög mikið mark á sko. Ok, þú veist, þeir vilja bara, þú veist, náttúrulega Putin er yfirlýstur óvinnur þeirra og eins og Gaddafi var, sko, og það braust út borgarastyrjöld í Líbíu og það var svona, það var það ekki, öryggisráð Sameinuðu þjóðanna komið saman um að koma á, sko, no-fly zone
en það var notað sem sko yfirskyn og réttlæting að loftherrir NATO urðu bara de facto sko loftherrir sko uppreisnaraðilana og fóru bara varpa sprengjum á stjórnarherrin og borgarlega innviði líka með það að markmið að steypa Gaddafi að stóli sko. Og þetta eru skilabúðin sem en samt var búið að semja frið við Gaddafi, manstu. Hann var ekki lengur vondikalli. Hann var búinn að reformera sig og hann var búinn að taka upp sko betri diplomatísk samskipti við Vesturlönd. Það skiptir enga máli, þeir voru alveg staðráðnir í að steypunum á stóli. Þeir notuðu tækifærið af því að gafst, þeir voru tilbúnir að taka tækifærið og fara einmitt í sko blóðsúthellingar í þessu ríki sko eiginlega bara af því að bara tækifærið gafst. Það var ekki einu sinni partur af neinni langtíma strategíu, það væri eitthvað sérstætt prioritet að losa sig við Gaddafi á þeim tímapunkti sko. Það var bara tækifæri og arabíska vorið kom og við getum og þú veist, og enginn hugsar afleiðingarnar eða skilabúðin sem verið er að senda með því og þetta bara aftur þetta sem ég var að segja í byrjun, þetta er svona létt úðuga umgengni við hernað og við hernaðarátök og stríð sem að verða held ég bara eitt af okkar stærstu vandamálum í samtímanum. Þessi ofurtrú á því að vopn geti leyst vanda sem að bara því miður, það eru við þar. En aðeins varandi öryggishagsmuni Íslands, það sé að við erum svona veltaði fyrir okkur að það er þetta að fara rauk fyrir því að það séu menn í Bandaríkjunum sem að skilgreina þessum öryggishagsmuni sína að kljúfa á milli Rússlands og Evrópu vegna þess að þau vilja ekki að það rísi upp heimsveldi í öðrum heimsálfu sem getur ógnað þeim á sinni heimsálfu og þetta er bara þekkt og vitað. Síðan erum við með lönd sem að hafa eiga landamæri að Rússlandi og hafa sögu þar sem að Rússland hefur sko valtaði við löndin aftur og aftur og aftur. Og þar eru menn sem og eru bara við völd sem að líta á það sem öryggishagsmuni sína, Eystrasaltslöndin, jafnvel Pólland, að eiginlega það verið engin friður eða þau geti ekki vænst friðar eða losna við þessa ógn sem að í austri fyrir en að Rússland bara brotnar niður, helst að þetta kljúa það niður í mörg ríki eða eitthvað slíkt. Síðan erum við með utanríkisráðherra á Íslandi sem að talar það að Úkraínustríðið sé eiginlega úrslita atriði öryggishagsmuni Íslands. Að það verið að vinna Rússa á vígveldinu þar því annars öryggi Íslands ógnað. Það er bara ekki þannig sko. Það er mjög erfitt með að ná svo saman að við sem sameiginlega hagsmuni með Eystrasaltslöndunum eða Bandaríkjunum. Því að við erum bara með allt aðra hagsmuni. Við erum kannski með svipað hagsmuni og Írar sem ekki svona í NATO. Þetta minnir svolítið á hvernig sko Bandaríkin líta á hagsmuni Ísrael sem sína eigin, að við erum að líta á hagsmuni sko Eystrasaltsríkjanna eða annarra sem okkar eigin, að Bandaríkin, Ísland, Eystrasaltsríkin, þetta er allt saman sömu hagsmunir. Það er ekki þannig. Öryggishagsmunir ríkja eru bara ólíkir eftir í hvar ríkin eru í heiminum, hverjir eru nágrannar þeirra. Það er bara ýmisleg sjónarmið sem á því og þannig ég á erfiðleikum með að skilja það hvernig það gerðist að í íslensku umræðu og fór í gegnum þingið og NATO-nefndina og alla pólitíska umræðu. NATO-nefndin tekur ekki svona. Nei. En allt í einu bara það samþykkt í Silfrinu eða vikulókunum og þar sem ég var að vísa í áðan að við eigum bara órjúvanlega sameiginlega öryggishagsmuni með Eystrasaltsríkjunum og Póllandi. Ég er að benda á þetta sama rökvillan og ráðamenn í Bandaríkjunum gera þegar þeir líta á hagsmuni Ísrael sem sína eigin. Því auðvitað eru hagsmunir Ísrael og Bandaríkjana ekki þess sömu. Þess vegna svona skrítið að Bandaríkin styðji við Ísrael eins og Ísrael sé bara 51. fylkið í Bandaríkjunum. En ég held reyndar að aftur þar sko, af hverju styðja Bandaríkin af hverju er Ísrael trýta nánast eins og þetta sé bara sko fylki í Bandaríkjunum skilur það er bara að banna að gagnrýna þetta land og þeir með að stunda njósnir í Bandaríkjunum veit ekki hvað, af hverju er þetta sko ég held á endanum sé það mitt ekki endilega því það séu neina svona raunverulegir þú veist, geopólitískir hagsmunir sem í Miðausturlöndum heldur hagsmunir innanlands í Bandaríkjunum. Það eru miklu þrengri og miklu takmarkaðri og jafnvel bara miklu svona annarlegri hagsmunir sem að hafa með það að gera og ég held að maður verði að skoða svona hluti eins og bara, þú veist, stórfurðuleg, þú veist, bara hugmyndafræðileg ítök kristina síonista í Bandaríkjunum sem er alltaf bara svona sértrúarsöfnur, ég meina þetta er bara þeokrasía hálfgerð sko. Þú veist, þetta er bara svona, sem að vegur alveg óbúslega þungt í þessu og það er kannski svolítið íkt dæmi en ég held aftur, þegar við erum að tala um þetta svona hagsmunamat, ég held í alveg að við erum með stjórnmálastjætt sem er bara skipuð skamsýnum, fáfróðum og hégumlegum einstaklingum sem eru bara að hugsa það, mér langar að birtist mynda mér á Twitter þar sem ég líti út fyrir að vera hetja í einhverju mikilvægu sem skiptir máli, sem er alltaf mjög svona aðlaðandi í svona þessum kannski svolítið svona dauflega
veruleika stjórnmálan á Vesturlöndum, það sem er náttúrulega bara tómhyggja sem að, þú veist, ríður húsum. Það ekkert, fólk þú eru alltaf að vera ósamála nokkuð skapaðan hlut, það þetta kapplaup bara miðjuna og allir eru eins og, ég meina, stríð þegar rosalega svona aðdráttarafl. Þá getur verið hetja, sko. Þá getur stegið til riddara og svona risið einhvern veginn upp. Og þetta eru svona hvatir sem ég held að skipti bara því miður mjög miklu máli í því hvernig að við hvernig stjórnmálstéttin okkar er að umgangast þetta. Mynd, þú veit að draga upp þá myndað svona bara öryggi okkar og frammi fyrir hættu á kjarnorkustyrjöld séu höndunum á einhverjum bjánum. Ég tel að svo sé, já, og ég meina skoðum veltum fyrir einhvern sem er að gerast í Austur-Asíu. Það eru núna ákveðnar svona vílunur líka sem eru, þú veist, það Tævan sem oft nefnt sem svona dæmi sem kannski geti orðið svona púðutunna eins og Úkraína. Og það er verið að kenna okkur að Kína sé óvinur okkar. Já, passar það við öryggisstefnu Íslands að Kína sé óvinur okkar? Já, góð spurning. Punkturinn er nefnilega þessi, sko, það sem að sum lönd í Suðaustur-Asíu eru farin að gera er að haga sinni diplomasíu bara þannig, við ætlum bara að halda hér öllum möguleikum opnum. Við ætlum bara ekki að láta skipa okkur í eina sveit frekar en aðra. Við bara sjáum það næstu 20-30 árin, bara getur það vel gerst að það brjótist út átök eða stríð milli þessara stórvelda og í hvað stöðu viljum við þá vera? Þau horfa kannski bara til horfa bara til sögu 20. aldarinnar og horfa á stöðuna sem þau ríki lentu í sem voru aðilar að stríðsátökum sem var sviðin jörð. Þau horfa á önnur dæmi það sem kannski hlutlaus ríki gátu haldið sér frá átökum, Svíþjóð, Sviss, lönd sem að gátu bara blómstrað vegna þess að þau forðuðust átök. Víetnam í dag. Það er bara ekki að tengja stórveldunum á nokkurn hátt. Já, bara akkurat og ég meina maður spyr sig, af hverju ættirðu að gera? Hvaða hagsmunir eru í húfi? Snýst það gildi? Eru gildi til dæmis Bandaríkjanna svona mikið göfuri heldur en gildi Kína? Hvað segir framganga Bandaríkjanna okkar í Gaza það? Nei, það snýst sannilega ekki það. Þannig að við eigum að taka ábyrga yfirvegaða stefnu og við eigum að fylgja okkur að baki einhvers konar diplomatískum lausnum á þessum vandamálum og spennum sem að koma upp núna víða í heimsmyndin okkar og við eigum að hugsa bara það að forða stríði númer 1, 2 og 3. Við þurfum að greina ástandi og það sem ég að rukka Andrés að þingið ætti að vera að gera, það ætti að vera umræður í þinginu það hverjir eru raunverulegir öryggishagsmunir Íslands, gagnvart til dæmis Úkraínustríðinu, gagnvart Kína, nú er verið að þrýsta okkur í það að líta á Kína sem andstæðing okkar, sem meika bara enga sens. En það er náttúrulega, það er grunnpunktur sem er að öryggishagsmunir Íslands að fordæma árásir inn í lönd, hvað sem árásaraðalinn er Rússland eða Ísrael. En herlaust smáríki sem við getum ekki fyllt þeirri fordæmingu eftir með neinu öðru en með diplomatísku lausnunum sem við erum að tala um. Við höfum svo margt fram að færa, annað en byssur og kúlur. Það er ekki okkar framlega á alþjóðavísu. Þetta höfum við ekki verið að gera, okkar fulltrúar á alþjóðavísu hafa ekki verið að gera í þeim mæli sem við getum verið að gera. Við sjáum til dæmis að það eru 2 ár síðan að NATO uppfærði 10 ára stefnuplaggi sitt, Strategic Concept eins og það heitir, og það er til dæmis komið núna langu kapli mikilvægi kjarnavopna sem Supreme Security Guarantee bandalagsins eins og það heitir. Þar sem að maður sér ekki hvar NATO er að taka einhverja móralska afstöðu gagnvart kjarnavopnum sem er betri en nokkuð annað kjarnorkuveldi. Þarna hefði Ísland náttúrulega að mæta á fundina og segja, heyrðu, bara sorry strákar, við vitum að þið eigið þetta og elskið þetta, en við trúum ekki á þetta sem einhverju lausn. Það er bara brjálaði að ætla nokkuð tíman að líta á þetta sem verkfæri sem hún tekur upp ofan úr hillu og beitir. Þannig að við áttum okkur að við erum með ykkur í bandalagi, við erum til í að skrifa upp á þetta plagg, en við gerum fyrirvara við þennan kafla. Þú veist, bara vera með eitthvað smá ruggabáttum með eitthvað pínupons og þetta hefur náttúrulega átt að vera hægt með leiðtoga ríkisins úr flokki sem er á móti NATO-aðildinu. Það er náttúrulega að finnast eitthvað svigrúm til þess að gera eitthvað. En það er ekki, við erum einhvern veginn alltaf flinkast í krakkin í bekknum á þessum fundum. Flinkar en til dæmis Noregur. Og við erum herskári til dæmis eins og með lokun og sendiráðun í Moskvu og það látu stundum eins og við sem herskári heldur allir hinnir. Já, ég meina Noregur til dæmis þegar var myndið stjórn 2021 þá var sett inn í stjórnarsáttmálann að þau myndi fara að mæta á aðildarríkjafundi samning Sameinuðu þjóðanna bann við kjarnavopnum sem NATO hafði barist gegn á hæl og hnakka bara öll árin á undan að yrði veruleika og línan
úr höfuðstöðum NATO mjög skýr að hérna, aldrei ekki eiga að tala að þessi nýji samningur sem snýst að sko banna vopn, hann sé bara rugl og við að halla okkur upp að gömlu samningunum sem snúast að leyfa ekki fleiri löndum að eiga þessi vopn. Ísland hefur tekið þessa línu svo alvarlega að okkar ráðherra dettur ekki einu svona í huga að mæta á þessa fundi, að meðan norski ráðherrann sendir fólk á þessa fundi og þau eru náttúrulega með snúð og þú veist, eru fúl og asnalega en þau mæta allavega og eru áheyrnarfulltrúar á þessum fundum eins og Þýskaland og Holland og Belgía hafa gert, fullt af NATO-ríkjum hafa mætt, Finnland og Svíþjóð mættu áður en þau voru urðu aðilar. Þarna gætu lönd svona næst okkur, þú veist, ég þori ekki eins og láta mig dreyma að Ísland gangi úr NATO einhverju náinni framtíð en sko meðan við erum þarna, þá getum við allavega reynt að breyta narratífinu eitthvað þannig að þetta sé ekki alltaf echo chamber fyrir herskáasta liðið, heldur þurfið að líka þarna að vera eitt alltaf í vörð þegar kemur að því að til dæmis tala eins og að megi nota kjarnavopn. Já, ég held að NATO sé náttúrulega fyrst og fremst bara mjög hættulegur félagsskapur sko, sérstaklega þegar að það náttúrulega ljóst að NATO þetta bara stýrt af Bandaríkjunum og af þessum hagsmunum eins og þeir eru skilgreindir þar á hverjum tíma sem að því miður eru bara orðnir bara mjög skamsýnir og hættulegir og ábyrgir og ég held að tengist náttúrulega líka því að Bandaríkin eru þetta hnignandi heimsveldi. Það er eitthvað sem við megum aldrei gleyma, sko. Það er búin að vera svona hægfara hnignun, kannski svona frá því kannski svona miðjan 8. áratuginn. Auðvitað var Bandaríkin haldið ákveðnum sess á ákveðnum vettvangi, meðan þau eiga þennan heimsgjaldmiðil sem er notaður í olíuviðskiptum og fleiri og þau náttúrulega hafa hernaðarlega yfirbyrði sína ennþá, en Bandaríkin hafa tapað sko efnahagslegum yfirbyrðum sem klárlega stjórn ekki lengur í iðnaði og það er farið að svona kvarnast verulega úr þessu forskoti sem að Bandaríkin höfðu eftir fall Sovétríkjanna, bara alveg verulega. Það eru komnir ég meina Kína ætlar sér að eitthvað sess þar og það gerir Rússland líka og fleiri aðeila. Þá var Bandaríkin 40% af heimshagkerfinu, það er 20% í dag. Það sýnir svona hvað breytingin er. Akkurat, þannig að þá auðvitað bara eigum við að spyrja okkur, sko, ég meina, er þetta eitthvað svona, viltu vera borð í sko sökkvandi skipi? Það er bara eitthvað, bara spurning sem er bara að gera að spyrja sig. Og svo líka sko, ekki bara hnignandi efnahagslega, hernaðarlega líka. Bandaríkin hafa ekki unni neitt stríð síðan í Víetnamstríðinu. Þau töpuðu Víetnamstríðinu, þau réðust inn í Írak og Afganistan og þurftu síðan að hafa sér þann á brott, skilur við, hafa ekki unni neinn stríð, sem að sýnir að sko að þessi hugmynd að nota hernaðar afl til þess að leysa vandamálin gengur ekki, en samt eru þetta einu rættirna sem og líka hér á landi meira þess að þá er lausnin að nota bara meira afl sem láta alltaf eins og lausnirna séu hernaðarlegar í staðin fyrir eins og segir sko diplomasi eða einhver aðra lausnir sko. Þetta er svo furðulegt að þú skoða bara reynsluna, það er eins og þeir hafa ekki lært neitt af allri reynslunni. Hrakfaðirnar eitt á eftir hverja öðru, það er þú veist Víetnam, Afganistan, Írak, ég meina getið nefnt mér eitthvað dæmi þar sem að hernaðarleg lausn gekk bara vel upp og leysti vandamáli. Skilur þú veist, þetta er svo furðulegt sko. Já, bara algjörlega, ég meina alveg hárrétt, ég meina hernaður út af fyrir sig líka bara, er mjög problematískur og það er erfitt að vinna náttúrulega líka sérstaklega í þessum stríðum sem Bandaríkin hafa valið sér að berjast, sem eru einmitt ekki svona konvensjónal endilega stríð, heldur náttúrulega oftast einhvers konar, þú veist, barátta við einhverja skærulega hópa og nánast sem sagt, svona asymmetrikal stríð sem er í eðlisinu erfitt að vinna. Og maður setur spurningu við þessa ákvörðun sko, að taka þátt í þessum stríðum og fara út í þau og það er svipað með Úkraínu, þú veist, svo ákvörðan að taka herðu, það er raunhæfur möguleiki að við fyrir bara að senda Úkraínu öll þeim vopn sem við þurfa og þá geta þær unnið stríð. Þetta er svipað hugmynd eins og Bandaríkin held að þau getur bara farið inn í Víetnam og unnið það stríð, skilur, þetta er ekki raunhæft markmið. Þetta er mat á því að okkar græjur eru bara miklu betri og andstæðingurinn hann er bara heimskur og hann á bara gamalt rasl og þeir munir nú eftir umræðan á fyrstu vikunum eftir innrásina þar sem að voru einhverjir menn alltaf í fréttatímanum að lýsa því yfir hvað rússneski herinn væri glataður og það væri óstjórn þar og það var alltaf leysast upp. Það var búið að spá sko stórkostlegum sigri í Úkraínu sko í marga vikur og svo reynda sjáum við þessa menn ekkert meira. Já, við heyrum ekki lengur í þeim og ég tel að þetta hafi bara verið afhjúpað, þetta var bara áróður, ég meina, það er ekkert að marka þetta. Við sjáum það núna, öll þessi vopn sem hafa verið sendt til Úkraínu, sem hafa verið svo miklu betri, hafa þau breytt einhverju? Nei, svaraði nei. En ég er það vel að vera með samvættu umræðuna, því þetta er dauðans alvara, eins og þú dróst fram hérna í upphafi.
Þetta er bara dauðans alvara og við erum í ótrúlega háskólegum heimi og það er ykkar mat að við séum að reka mjög háskólega stefnu. En það er sárleitir umræða. Þú nefndir hérna Baldur Þórhallsson áðan sem hefur verið svona, eitthvað myndi segja að verið svona NATO sinni. Hann kom hingað að ræða öryggismál og hann með þessa kenningu sína skjólkenninguna, hún ekki kallað það? Það sem smáríki verði að vera í skjól eitthvað staðar. Þegar við vorum að ræða öryggishagsmuni Evrópu og ólíka öryggishagsmuni einstakra ríkja, að þá náttúrulega niðurstaða hans að skjólið ekkert endilega Pentagon þegar hann að tala. Hann segir að við verðum að fara að búa til eitthvað svipað og þú ert að tala. Eigum við ekki að fara að búa til einhverja brú til Noregs og reyna að búa til þar sem að við getum náð einhverju viti í umræðuna til þess að geta verið með einhverja raunverulega skilgreiningu. 13. fylkið aftur. Ég að segja, það er bara klassísk hugmynd að það sé eðlilegast fyrir okkur að eiga í samtali við þá sem eru líkast fyrir okkur hérna í nágrenninu og aðtók hvort að við getum ekki búið til einhverja stöðu ef við viljum vera inn í NATO og inn í NATO til þess að NATO fari ekki að sveif bara með það sem að Pentagon vill eða það sem að hörðustu haukarnir í Austur-Evrópu vilja. Það getur ekki verið endilega okkar öryggishagsmunir. Nei, ég held að vandinn við umræðunum hvað tryggi öryggi Íslands bara frá upphafi er að fólki sem hefur mestan áhuga á þessu það er bara outsourcað ákvörðunartökunni til NATO og bara til Bandaríkjanna. Sem er bara Pentagon, já. Þannig að það er ekki, við erum ekkert vöndi að setjast bara niður og ræða hvernig tryggjum við öryggi þessa lands best. En ef við skoðum bara, nú er krafan hjá NATO að ríki verji 2% af landsframleiðslu til varnarmála. Rússland er í einhverjum 6% og 2% eru í íslensku samhengi, hvað er þetta, 80 milljarðar eða eitthvað? 90 milljarðar eða eitthvað, því. Setjum bara með 90 milljarðar á borðinu fyrir framan okkur og hugsaum hvernig fáum við, hvar getum við keypt mest öryggi fyrir hennan pening? Við getum útrýmt ójöfnuði, við getum fjármagnað lögreglu og landhelgisgæslu þannig að þau sinni sínu hlutverki. Löggan til dæmis ekki undirmennuð og úthauguð þannig að hún hallir sér upp að einhverjum rafbyssum til að líða betur í starfi. Ef það væru fleiri löggur á vakt þá væru þær ekki alltaf með áhyggjur af því að þurfa að verja sig með einhverjum vopnum heldur getur það bara tekið á hlutum öðruvísi. Rafbyssur er ekkert annað en einkenni á sjúku kerfi. Og þetta er raunverulegt sem þetta segja vegna þess að stefnan í Evrópu núna er með því að auka herútgjöld alls staðar og ég held að 2% eftir að hækka fljótlega upp í 3 og það eru mörg sem eru bara farin upp úr 2%. Þetta er náttúrulega peningar sem eru teknir út úr velferðarkerfunum og grunninnviðunum sem að munu auka óstöðuleika, pólitískan og félagslegan stöðuleika inn í ríkjónum sem að mun valda óöryggi miklu meira heldur en vopnin eiga að geta varið okkur fyrir. Þannig að Evrópa er einhvern veginn á svo furðulegri leið með þessari hervæðingu. Má ég segja, ég verð að segja eitt það er alltaf talað að þurfa að auka hernaðarútgjöld. Ég spyr bara til hvers. Hernaðarútgjöld Bandaríkjanna og NATO samanlagt eru 70% af öllum hernaðarútgjöldum í heiminum. Bandaríkin sem eru leiðtogi NATO eru með meiri hernaðarútgjöld, þetta eru næstu 10 löndi samanlags. 3 sinnum meira heldur en Rússland og þú veist, allt NATO og Bandaríkin eru með margfalt meiri hernaðarútgjöld heldur en Rússland. Til hvers þurfum við þá að auka hernaðarútgjöld? Þetta er alltaf bara glórulaus umræða. Það er aldrei minnst á þetta. Það er aldrei talað um í hvað fer peningurinn. Akkur þurfum við svona mikið pening margfalt meiri heldur en anstæðingar okkar. Þetta er aldrei rætt. Þetta lýsir að talar sem kemur í silrið og ræði þetta og talar fyrir auknum hernaðarútgjöldum. Það segir þetta aldrei. Í hvað fer peningurinn og samt er ekki hægt að vinna stríðið í Úkraínu og svona. En svo er náttúrulega hernaðarútgjöld eru líka það gleymist líka umræðinni. Í flestum ríkjum eru hernaðarútgjöld bara byggðaaðgerð. Bandaríkin verja svona brjáluðum upphæðum í hernaðarútgjöld vegna þess að þannig geta þau stutt byggð í einhverjum útnárum hér og þar landið. Military Industrial Complex heitir það. Og þar með nær einhver senator endurkjöri og þar með viðheldur þetta sér. Ég meitt á fundum í NATO-þinginu, þá var einhvern veginn að vera tala um það hvernig væri hægt að halda stuðningi kjósenda við aukin framlög til Úkraínu. Og þá kom eitt bandaríski þingmaðurinn með þessa snilda lausn, bara gerir eins og við, segir bara, heyrðu, 80% af þessu er hvort þeir ekkert að fóru landi, 80% af peningunum fer bara í bara laun
heimarir. Biden segir þetta þegar hann að tala við þingið, hann segir að við ætlum að eyða peningunum í kjördæmunum ykkar og við sendum bara gamla drasli til Úkraínu og svo bara búið til alls konar nýtt og það verður búið til í ykkar kjördæmum. Hann segir þetta bara beint. Já, þannig að þetta bara, þannig verið að rugla saman bara óskildu markmið. Okkar verkefni að halda upp umræðum öryggis og mál á Íslandi og náttúrulega heimspólitíkina sem að því miður það einhver megin straumur sem að liggur yfir henni þannig að þessi þætti sem við vorum að vísa til voru náttúrulega ævintýralegir þar sem að sátu bara haukar í öllum sætum í ríkisútvarpinu fyrst í Silfrinu og svo í vikulókunum á vikulókunum eins og það væri komin bara einhver lína sem ætti að koma. Það eru bara mjög fáir kjörni fulltrúar eftir sem nenna að tala fyrir friði. Þetta er bara orðið mjög hópur. Ég man líka bara mjög vel eftir því þegar að Úkraínu stríðið var að hefjast og maður var svona sjálfur eitthvað veikum mætti svona reyna eitthvað að þú veist, ég veit ekki, bara að halda á loft einhverju svona, bara einhverju, þú veist, vitrætni svona greinandi umræðu, sko, ok, bara býtu hvað gerðist og hefði verið hægt að forða þessu og eitthvað slíkt, sko, ég meina maður var bara brennimertur og bara, þú veist, þetta var bara, maður var útrópaður, sko, já. Og ég meina, og þessi svona war fever stemning náttúrulega bara tók allt yfir og og ég meina svona eins og fólk í akademíun og svona sem á mikið undir því að vera lendi ekki orðið í því að vera eitthvað svona útskúfað og eitthvað svona, það bara lærir að passa sig. Þess vegna er maður, ég bara dáist að hugur ekki hans Hilmar Þórs til dæmis að bara þora að skrifa þessa greina sem hann er að gera. Sem að hann er að nota þekkingu sína til þess að bara tekna upp, þú veist, mynd sem hann er að gera út frá þekkingu og heiðarleika af ákveðnu ástandi í heiminum. Ég held að við maður vera mjög þakklátt fyrir það að einhverjir skuli svo þóra. Hann kemur hingað og hann er enda kemur líka í Sprengisand en það sáraselta sem þú sér talað við Hilmar Þór á RÚV. Ég held að bara það var alla gerst. Það er ekki tilvíðun að raddir eins og hans þeim aldrei búið, sko. Það er bara búið þessu röddum sem þú talaður sem að mæta hérna í Silfrið og Vikulókin og það er líka sýnir, sko, bara meðal stjórnmálamanna með íslensks fjölmiðla hvað bara allt pólitíska litrófið í utanríkismálum, varnarmálum hefur færst langt til hægri. Þú veist, þetta eru allt saman bara ultrahægri menn þegar að kemur að utanríkismálum og varnarmálum. Það eru engir miðjumenn, hófsemismenn eða vinstrimenn. Og maður er útrópaður, sko, fyrir það að vera einhver ofstækismadur og gott ef ekki pútínisti, svona vinsælt orð, sko. En sko, samt er, þú veist, eiginlega bara allt sem ég hefur nokkuð tímann sagt eða hugsað eða verið sammála um þessum ár, kemur bara frá, þú veist, bara bandarískum, svona gömlum, old school, kaldastríðs strategistum, sko. Svo George Kennan og Charles Freeman og þessir menn sem hafa haft réttar greiningar. Þeir vöruðu við austurstækku NATO á sínum tíma, þessu þetta er mistök, þetta styggja Rússland og leiði til átaka. Þetta voru eins og segir menn sem tóku sjálfur þátt sínum tíma í kaldastríðina að móta stefnu, sko, Bandaríkjanna og NATO containment og allt það, sko, og þeir bent á að þetta væri ekki góð strategía, sko sem að sýnir, sko, hvað bara allt pólitíska litrófið, eins og segi, allt pólitíska litrófið í utanríkismálum hefur færst langt til hægri. Þetta er veiking líka, já, og veiking stjórnmálana. Ég horfi líka píldi á það þannig, skilur stjórnmálamenn eru bara veikir, þeir eru bara veikir karakterar, falla bara mun auðveldar í freistni. Ég vissum að JFK hefði getað, sko, fengið, þú veist, atkvæði og eitthvað að láta klappa fyrir sér ef hann hefði tekið, sko, harðar afstöðu í gagnvart Kúbudeilunni en það hefði kannski kostað okkur kjarnorkustríð, sko. En ég held að þú veist, kalkúlusin hjá þjóðarleitum í dag sé ekkert endilega svona. Og svo er annað líka sem ég held að sé ákveðin svona veiking og það er það að, sko, svona langtíma strategísk hugsun, hún virðist líka vera pínlítið svona á undanhaldi. Og það sem við til dæmis í svona ákveðinni hnignun, sko, akademíunar. Akademíkar eru einmitt líka farnir að stjórnast mjög mikið af svona skammtíma hugsun og einhverjum svona hégóma og eitthvað slíkt, þú er ekkert að stíga fram og segja hluti sem er óttast að verði óvinsælir eða gagnrýndir eða hljóti ekki náð, skilurðu einhver staðar. Svo er náttúrulega ekki hringt í þá, það er náttúrulega eitt í því, eins og til dæmis Magnús Bernhardsson hefur bent á að upp af Íraksstríðsins að þá var talað við hann og aðra sem að voru svona hans línu í svona 4 daga. Eftir það var bara aldrei hringt í þá, sko. Þannig að meginstraumurinn bara talar ekki við þá vísindamenn að fræða fólk sem er ekki á línunni. Og það sem að gerist líka, kannski er þetta orðið svona þunnt og vittlust eins og þú ert að lýsa, að þá gerist það líka að ef að þú gagnrýnir þetta, að þá er þú skilgreindur sem öryggisógn. Af því að þú ert ekki á línunni. Af því að svona viljum við ekki ræða við Pútínistan
vegna þess að það geti það eru öryggisógn í því að hafa hann inn í umræðunni, þannig að við skulum bara ýta öllu frá og við skulum halda áfram að keyra þess að lesta áfram. Já, og það má nú spinna þessa þræði bara víðar eins og bara þessi áhugaverð umræða sem í gangi núna innan svokölluðu elítu Katrínu Jakobsdóttur og svona og þú veist, þá skynja maður auðvitað hvernig það er svona varðborg sem er slegin, þú veist, utanum umræðuna og utanum svona oftar en ekki bara svona þann sem lýsir sig duglegastan við það að vilja ekki að rugga bátnum og svona halda núverandi ástandi þannig að okkur einhvern veginn líði all vel og það sé ekki óþarfa átök og eitthvað svona og fólk sér þetta hálfgerast í Katrínu Jakobsdóttur og svo kemur einhver manneskja svo Auður Jónsdóttir sem svona einhvern veginn bara svona heiðarlegur upplýstur samborgar sem er að horfa á þetta og svona finnur þetta svona í beinum, það er eitthvað svona skrítið við þessa stemningu svona eins og bara þegar þú ert í ég veit ekki, þú veist í bekk það sem að þú einhvern veginn það er eitthvað svona, já það er eitthvað svona einhverjar klíkumyndanir og svona í gangi og þá er þetta rosalega óvinsælt og þá er strax dregnar þessar línur svona milli þeirra sem eru innanbúðar og þeirra sem eru utangarðs og þessar línur eru dregnar, mér finnst það vera svona dregnar fyrr og dýpra í svo mörgum einhvern veginn svona levelum í okkar samfélagsumræði og mér finnst svona að þú talar svona echo chamber á hann, Andrés, ég held að það sé alveg hárrétt. Það gerist miklu fyrr að það er svona reistir þessir svona múrar einhvern veginn í kringum, þú veist, einhver ákveðna stefnu og fólk er svo bara, þú veist, kjöldreið og uppnefnt leið og það einhvern veginn dansar ekki í takt við það. Og þarna alltaf lítið eftir að hinnum svokölluðu gildum ef við þolum ekki opna krítíska umræðu, það væri alltaf ekkert eftir. Talandi það, þetta sama liðið sem að tala alltaf þetta snýst vestræn gildi og lýðræði, þetta er sama liðið sem að útrópar pólitíska andstæðinga sína sem vinna fyrir erlent afl, pútinistar, kremlverjar sem það elsta trikki í bókinu alltaf nota í allræðisríkjum að útrópa sína pólitísku andstæðinga að þeir eru að vinna fyrir óvinnin samsæriskenningar og þagga niður skiluru lýðræðislega umræðu, þagga niður gagnrýnisraddir og vilja bara hafa einhverja einstefnu. Er þetta ekki það sem tíðkast frekar í allræðisríkjum heldur en í lýðræðisríkjum, þannig að þetta er svo þessi hræsni að tala lýðræði vestræn gildi á sama tíma og þeir aðhellast bara einhverja einstefnu og vilja útiloka alla ekki bara pólitíska mótstöðu heldur bara alla lýðræðislega umræðu, vilja bara útiloka hana, vilja bara allir séu sama máli og þeir líða það ekki að einhver séu ósammála og komi með öðru í sér sjónarhorn, er þetta lýðræðislegt? Það er mjög sorglegt að maður sér oft svona fólk sem er kannski mentað fólk svona til þess að vera svona mentað, frjálslynt og upplýst, það er að gagnrýna falsfréttir og samsæriskenningar hjá hinum og þessum svo er það sjálft bara ekkert betra. Ég veist alltaf fyndnasta dæmið einmitt er að því ég bjó í Bandaríkjunum þegar Russiagate trillingurinn stóð sem hæst og ég svona í sakleysi mínu kveikti á MSNBC og fór að horfa á Rachel Maddow og ég var svo barnalegur, ég hélt eitthvað svona, já, hún er nú svona eitthvað vinstra megin við miðju, þetta er nú svona einhver sem ég get tekið marka á. Svo áttaði mig bara, ég bara hlusta á 5 sekundur af þess, þetta var bara delusional samsæriskenninga rugl og bara engu skárra heldur en þú veist bara aðra slíka kenningar sem að þetta sama fólk er samt sem var tilbúið að fordæma. Þetta sama lið, þessi svokölluðu liberals, frjálslynt fólk sem að gagnrýna samsæriskenningar eins og segir, eins og Rachel Maddow, mjög gott dæmi, trúi sjálft þeirri kenningu að Trump sé beinlínis einhvers konar útsendari fyrir Putin. Þannig að ég meina, eins og segir, er það ekki klikkuð samsæriskenning? Þetta er bara svona einhver eðlu fólks samsæriskenning og buðsla, það var bara að kalla þetta þess að sínum réttu nöfnum, og þetta er bara ótrúlegt og þetta svona, þetta viðgekst í hugsið bara skaðan, bara vitsmunalega rotnunin sem þetta veldur, skiljiði. Þeir eru annars vegar með Trump, já, sem er þetta bara, þú veist, galinn, og svo ertu með þá sem eiga að vera að veita eitthvað aðhald og mótspyrnu gegn því. Bara þeim dettur ekkert skári í hug heldur en að búið bara til sínar eigin útgáfur af sama sullinu Það var niðurstaðan með Fox var að hinnir miðlarnir bara urðu andhverfa þess þannig var það. Og þetta er náttúrulega vandinn þegar að gagnleg hugtök eru útvíkuð svo mikið að hægt að vera það. Þannig að á sama tíma og Rússland er að beita sér með óðurlegum hætti gagnvart umræðu í ýmsum ríkjum og er að reyna að hafa áhrif á kosningar og hvað það er og er örugglega búið að vera eitthvað að pota í Trump líka, þá er ekki hægt að fella undir þann feld alla sem eru einhvern veginn sem öllum utan að finnst vera eins. Þar með ertu að eyðileggja þetta hugtak. Falsfréttir eru bara til dæmis eitthvað ákveðið dálítið þröngt afmarkað. Ef þú ferð að kalla alla slopp í fréttamennsku falsfréttir, þá erum við bara komin á þann stað að við getum ekki lengur tekið á raunverulegu falsfréttum því að það fellur bara allt og margt undir þetta. Herðu, við vorum að ræða
öryggisstefnu og líka umræðu hana og endum svolítið að tala hvernig umræðan í þeim ríkjum sem að bjánarnir stjórna. Viðar, Tjörfi og Andrés, kæra þakki fyrir komuna. Takk. En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið. Ég ætla að fara en Björn Þorláks kemur hérna, hann ætlar að tala losun eftir augnablik. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið í sæl og blessuð. Það eru sára litla líkur í augnablikinu á að markmið íslenskra stjórnvalda minnkandi losun gróðurhúsalofttegunda standist. Það eru komnar fram nýjar tölur frá Umhverfisstofnun sem sýna að losun hefur, ef eitthvað aukist á milli ára frá því síðasta tímabili sem tölur eru yfir. Og það stefnir hreinlega í það að allt tal stórfelldan samdrátt fyrir árið 2030, það nú bara 6 ár í árið 2030, allt tal og allar áætlanir það þar sem Ísland átt að vera í fararbroddi ríkja og fara hraðar í því að skerða losun. Þetta hljómar eiginlega bara annarkvort eins og vondur brandari eða eitthvað afar ískygilegt. Árni Finnsson, þú ert formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands. Þú hefur lengi staðið umhverfisvaktina og fylgst með þróun mála. Það engin ástæða út frá þeim síðustu tölum sem við sjáum frá Umhverfisstofnun til bjartsýni, það ekki rétt hjá mér? Jú, við tökum þetta með markmiðið. Já. Þá sé ég ekki að Íslands stjórnvöld hafi neitt markmið. Nei. Í stefnuyfirlýsingu eða stjórnarsáttmála sem þessar ríkisstjórnar sem nú situr, þá talað að eða segir á þá leið að Ísland ætla að draga úr losun á eigin ábyrgð 55%. Já. En það ekki sagt að það sé markmið, heldur það verði sett. Það verði sett. Já. Sem markmið. Og það í framtíðinni. Já. Og ég hef ekki orðið var við það að þetta markmið hafi verið sett eða verið tekið formlega ákvörðun það að draga úr losun 55%. Það verið ekki einu sinni verið tekin ákvörðun að draga úr losun 40% innan evrópska ramans sem þá Ísland í samstarfi önnur Evrópuríki. Og öll Evrópuríki hafa samþykkt að draga úr losun ákveðum geirum, svo kallar samfélagsgeirum eða samfélagslosun. Og Ísland enn ekki með niðurstöðum það hvort að sá samdráttur verður 40% eða 41%. Það beðið eftir sennilega samningu við Evrópusambandið þar og þar alveg engin markmið. Nei. Og þegar menn hafa ekki markmið þá veit það ekki hvert að fara. Nei. Og umræðan hefur verið svolítið sykurhúðuð. Það ekki víst að almenningur hafi gert greinarmun á milli þessa tals ef við förum nokkur ár aftur í tíman og við rifjum upp að Katrín Jakobsdóttir var til dæmis í hópi þeirra sem talaði mikið það að við ættum að fara okkur hraðar heldur en aðra þjóðir. Að munurinn á að setja sér markmið eða það séu orðin markmið. Þetta hefur kannski ekki verið nógu skýrt í huga þjóðarinnar, en það sem við vitum að það ekkert sem bendir til þess að við séum að fá góðar fréttir af losun hér á landi. Nei. Það svolítið mikilvægt að það verði sett þessi skýru markmið sem það og 55% já, þetta kallað sjálfstætt markmið. Ég held að þarna hafi blandað saman þetta nýja evrópska markmið 55% samdrátt og svo staðreynd að ríkisstjórnin mjög ósammála innbyrðis þátttöku í evrópsku samstarfi í loftslagsmálum.
innan sjálfstæðarflokksins þá eru menn ekki mjög hrifnir af Evrópusambandinu. Ég held að skuldbindingar að Ísland í samstarfi við Evrópusambandið drægi úr losunum. Við erum núna með þetta samning við Evrópusambandið sem gengur út af við drögum losun um 29% fyrir 2030 með 2005, ég veit þetta marga tölur í einni setningu, en þessi tala kemur frá þeim tíma að markmið Evrópusambandsins var 40% og þá var hlutdeild Íslands 29 og með út frá sama hlutfalli þá ætti hlutdeild Íslands í hinu nýja markmið Evrópusambandsins. Það er ekki nýtt, það er búið að vera síðan 2020 að þá ætti það að vera 40-41%. En það er ekki markmið ríkisstjórnar Íslands. Nei. Það er bíða eftir dómi eða niðurstöðu í Brussel, eru hræddir við það vegna þess að, já, eins og segi, sjálfstæðarflokkurinn vill ekki taka við neinum skuldbindingum þaðan og það er náttúrulega aðilar á þingins og, já, til dæmis Borgþór Ólafsson og fleiri þingmenn sem eru mjög andvið því að Ísland hlíti einhverjum tilskipunum frá Evrópusambandinu. Bíða eftir dómi í Brussel? Já, maður verður eiginlega að líta á þannig, sko. Hvað er þetta? Til hvers þetta að vísa? Ég er að bara vísa þess að Ísland hefur ekki sett sér neitt markmið sjálft og Ísland hefur ekki heldur sagt, já, samkvæmt reiknaði fyrir með Evrópusambandsins, þá eigum við að draga losun 41%. Ísland hefur bara beðið og loftslagsmálin hafa verið í algjörri kyrrstöðu núna í nokkur ár. Er þetta limbo vegna þess að við erum ekki í ESB? Nei, er það nú ekki því að kenna, heldur mér að EES-samningurinn, hann skildar okkur til að vera með í loftslagsstefnu Evrópusambandsins. Það var samþykkt 2009 og við fengum þar aðild og megin ástæðan fyrir þeirri umsókn Íslands sem að fá að vera með var að Ísland er í EES, stóriðan er með í ETS, þar að segja þessu viðskiptakerfi Evrópusambandsins og það hefði verið mjög ankannalegt fyrir Ísland að vera svo sér með aðra losun heldur en stóriðuna. Það er mjög dýrt, tvöfalt kerfi, tvöfalt magn af embættismönnum, fljúandum heiminn og það er einfallega ekki gengið en sko Evrópa ástin í þinginu er mjög lítil, getur við sagt. Það er svona... Og við sáum þetta til dæmis kristallast í fréttamáli sem að ég setti mikinn tíma í á síðustu vikum fréttablaðsins áður en það fór á hausinn þegar ég var að fjalla ætlaðar skerðingar Evrópusambandsins á hvernig þeir ætluðu að stýra flugumferð og minnka losun með þyngri, harðari mengunarsköttum að þá vildu Íslendingar fá undanþágur, töldu sig ekki þurfa að hlýta þessu. Er það ekki svolítið sko að við erum vön því að fá hlutina svolítið frítt og við viljum, svona, er það ekki þannig? Jú, það var þannig frá upphafi bara þegar Ísland hófa móta sér loftslagsstefnu 95, cirka 95 og þá er ljóst að það er stemt að lagalega bindandi samningi á vettvangi loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna. Það sem að kveður á að ríki, og þetta reyndar varð bara innríki, skildu draga úr losunum ákveð magn og það var Kyoto-bókunin. Og Ísland fekk þá undan þá frá því.
síðan þessi sérstætt mál hérna með flugið, því að endanum sagði Evrópusambandið já, þið getið fengið undanþágu frá viðskiptakerfinu, þessu ETS, en þá er það gild alla. Þannig að öll flugfélög sem að fljúga milli Íslands og Evrópu gildi bara innan Evrópska efnahagssvæðisins og öll þessi flugfélög hafa rétt að því að fá hana afslátt. Þurfu ekki að borga þetta, þurfu ekki að kosta nennu til við kaupa á losunheimildum. Já. Þannig að niðurstaðan svo að forsætisráðherra Íslands sem hafði farið til Dubai og sagt að Ísland á móti niðurgreiðslu á eldsneyti, jarðefnaeldsneyti, sem nú víðastunda, að þetta verður að skoða sig niðurgreiðslu á flugeldsneyti. Því miður. Já. Og ég held að þetta, svona í lengdin það borgi þetta sig ekki. Nei. Og þessi hugsunaháttur sem svo einkennt loftslagsstefnu Íslands, við erum öðruvísi. Já. Við erum mikið hreinni orku hérna í Íslandi og þá sem við losum mest í Evrópu og hvern íbúa, þá það allt annað mál. Já. Svona og það sem hefur gerst á seinni árum líka ferðaþjónustan hefur búmað hér og umhverfisfótspor hennar náttúrulega töluvert mikið. Og það eiginlega alveg sama hvernig maður lítur á þetta. Það er svona ákveðin veruleikaflótti og afneitun í gangi gagvart því að einhver verður að taka til eftir partíið og þau mun linna og það eru sannlega komandi kynslóðir sem að verða kallaðar til sem ræsti tæknar, en verður eitthvað eftir að þrífa ein spurningin. Ef við skoðum aðeins hérna tölur umhverfisstofnunar þá sem sagt losun frá landnotkun eins og það kallað, hún jókst. Svokölluð samfélagslosun stóð í stað sem svo losun sem stjórnvöld bera ábyrgð á. Já, það svo losun sem á að falla undir þessa aðgerðaáætlun sem hefur nú verið í smíðum í 2 ár. Já. Og gengur illa. Já, en svo losun frá staðbundnum iðnaði á Íslandi sem fellur undir þetta viðskiptakerfi ESB sem þú nefndir áðan ETS-kerfið, kaup á losunarheimildum eða viðskipti, hún jókst tæplega 2%. Það er svolítið mikið. Já, álframleiðslan eykst og þá eykst losunin. Og þar hefur það löngum verið þannig að við erum góð í því að verja okkar eigi böl kemur að sóðaskapnum í kringu það með því að benda á að bölið sé verra. Við bætum okkar eigi böl með því að horfa til annar átta. Og á sama tíma og markmiðið ætti að vera það að við minnkum losun, þá segjum við það er skárra að framleiða ál hér heldur en við einhverjar viðurstyggilegri aðstæður sem myndu valda enn meiri mengun út í heimi. En er þetta ábyrg afstæða til framtíðar? Nei. Þetta er ekki ábyrg afstæða og álfyrirtækin hérna á Íslandi vita það mæta vel að þau verða að draga úr losun. Það er bara þannig. Það er ekkert annað í stöðinni. Það má getur tekið einhver 10-20 ár en þau verða að finna leiðir til að, og það er vel hægt að framleiða ál á þess að brenna kolum. Eins og þetta er svona, hvað er þetta kallað á íslensku? Þetta er kallað kólarafskaut sem eru brend upp við álbræðsluna og veldur umtalsverðri losun. Ég held að sé cirka 1,6 tonn af koltvísýringi eða koltvísýringsígildum fyrir hvert tonn af áli. Og fyrirtækin hafa reynt að
svona fullkomna þessa brennslu, við getum sagt svo, og meðan svona núverandi tækni þá sem þessi kólarafskutt þá þarf að breyta því. Það hefur verið að byggja síðast í vissi nýja álversmið í Kanada á vegum minni mig Alcoa, kanadíska ríkinu og Apple. Já. Og þessi framleiðsla á að vera þá losuna frí. En eins og tíði það ef að framlega áli hérna á Íslandi með á þess að losa nýtt, þá er það bara ný álver. Sko. Þannig að þetta er dýrt en það verður að gerast. Maður sér í Evrópu á stáliðnaðurinn er að reyna að sko verða losunarfrýr. Það er kannski auðveldara, fljótlegra, en það er vel hægt. Já. Sko eitt af því sem var gagnrýnt skattalega ákvörðun íslenska ríkisins, kannski ekki 2 ár síðan Bjarni kynnir fyrst, Bjarni Benediktsson, þá fjármálaráðherra, fyrirætlanir ríkisstjórnarinnar að þeir sem hafi notið þeirra forréttinda að sleppa við skatta og hafi notið hlunninda vegna þess að þeir hafi farið yfir í umhverfisvænni ferðamáta, það er að segja kaup á samgöngutækjum, bílum sem voru knúðir áfram af umhverfisvænni orkugjöfum, að hann boðar sem sagt skerðingu á þessum fríðindum. Og þetta er eitt af því sem að Halldór Þorgeirsson, formaður loftslagsráðs, gagnrýndi harðlega í Speglinum í Ríkisútvarpinu í gærkvöldi og taldi dæmi um mikið óráð. Ertu Halldór sammála í þessu? Já, ég held það. Ég hef nú ekki heyrt þetta viðtal í Speglunum, en ég hlusta það sem hann sagði á loftslagsdeginum í gær. Og ég held að hann sé meina það, þessi að hætta að niðurgreiða þessa bíla hafi verið mistök. En ég var ekki sammála að það hefði bara verið fyrirtæki sem hafi gagnrýnt að við gerðum það líka. Og ég held að bara í svona þessum umhverfisbransa, þessum samtökum sem ég vinn í og líka öðrum samtökum eins og Landvernd, þá hafi mér rist hausinn. Og málið var kannski sko loftslagsráð hefur ekki virkað í 1 ár núna. Nei, hvers vegna er það ekki? Bara stjórnsýsla loftslagsmála er alveg ótæk hérna í Íslandi. Þetta er sko... Skýrðu það betur? Já, sko, það var boðað í fyrra vor að loftslagsráð sem endaði skipunartíma sinn 31. ágúst í fyrra er það ekki skipaðan í fyrir að lögum loftslagsmálum hefði verið breytt. Og í þessum lögum loftslagsmál er ákvæði sem er ákaflega íþyngjandi, því þar segir að loftslagsráð sinnir þeim verkefnum sem ráðherra felur í hverju sinni. Og það hefur verið það og sem loftslagsráði gengi undir að sinna þeim verkefnum sem ráðherra setur því fyrir. Ekki sinna þeim verkefnum að gagnrýna eða upplýsa almenningum hvað stjórnvöld er að gera eða annað slíkt. Þannig að það verður í rauninni þannig að ráðherran skipar aftur formann og varaformann í september í fyrra og hann skipar nýtt loftslagsráð núna í vikunni, en það ráð byggir á reglugerð sem hann setti þá í vetur loftslagsráð, reglugerðar loftslagsráð sem átt að koma í staðin fyrir frumvarpi sem ekki var lagt fram. Og þetta er stjórnsýsla sem bara gjörsamlega leikur, bara mjög leikur sko. Og ef loftslagsráði virka eins og maður skildi ætla þetta að gera, þannig að segja veita stjórnvöldum aðhald, það hefði það verið starfandi vetur og óþá stjórnvöldum og bent á svona galla eins og þetta með
með hvað gengur illa að koma þessari aðgerðaáætlunarstað aftur. Hún átti að vera tilbúin fyrir ári síðan, rúmlega. Og með stjórnsýslu loftslagsmála það vísi henni bara til þess að það var gerð úttekt fyrir loftslagsráð sem að Capacent gerði og skilaði í apríl 2020 og niðurstaðan var bara að ef stjórnsýslan eins og hún núna þá verður ekki hægt að gera neitt. Og þessi stjórnsýsla hefur ekki verið löguð. Það var reynt svona sitt hvað, það var sett ný deild í ný skrifstof í loftslagsráðuneytið, sko, en nei, ég hef ekki séð að gangi mikið undan þeim, sko. Sko, þá það næsta spurning sem kviknar í mínu höfði og kannski margra hlustenda og áhörfenda. Eru meðvitaðar svona deyfi aðgerðir að ræða af hálfu stjórnvalda? Er bara kerfisbundið verið að viðhalda ástandi þar sem leiði til þess að við fáum auka frest til þess að takast raunverulega á við vandan? Eða að vandinn sé meira í umræðinni? Það er auðvitað svona sko einhver leyti þetta bara klaufaskapur en einhver leyti er þetta alveg frá þeim tíma að við þurftum ekki gera neitt. Eina sem stjórnvöld lagði í var að sko rækta skó sem að getur verið gagnlegt en ekki endilega. Það kom eiginlega aldrei inn svo hugmynd og svo hugmynd verður aldrei fest rætur almennilega hér í stjórnkerfinu að sko vandamáli of mikið losun, ergo við drögum úr henni. Þessi samdráttur hefur bara einfallega ekki verið það har náttúrulega verið mjög áberandi hérna á Íslandi svo kallar afneitun á loftslagsvandanum. Ég er ekki að tala Bjarna Benediktsson, hann skilur þetta mæta vel en þingmenn í hans flokki sem að sko þeir geta hugsað sér græna virkjan en ekki meira. Ég held bara sko bæði vandamálið þessi huglagt þar að segja að þessi hugmyndum að vera að draga úr losun hún hefur ekki náð fótfestu í stjórnkerfinu og svo líka þessi vantrú á að við þurfum að gera nokkuð. En hvað með þessa pólitísku breytingu sem varð þegar sami einstaklingur fékk embætti orkumála og umhverfismála? Er það góð hugmynd? Það getur verið það. Það var í Svíþjóð sínum tíma þegar ég bjóð þar, það var orkumálaráðara og umhverfisráðara í sama ráðuneytinu og gekk það ágætlega? Já, sko orkumálin voru tekin af henni. Birgitta, hvað hét það nú? Fóru þá að ganga vel? Nei, bara sko, hún var kjarnorkuiðnaðurinn vildi ekki láta ráðherra sem var að móti kjarnorku hafa orkumálin. Og þannig að vel hugsanlegt að sko umhverfis loftslags og umhverfis orku og loftslagsráðherra sé með alla þessi þrjá titla en sko eins og þessi ríkisstjórn hefur lagt það upp að vandamálin sé ekki að draga úr losun, heldur að byggja fleiri virkjanir. Þá kannski verður það svolítið skakt, sko. Það eru margir átni, að því þú nefnir virkjanir, það eru margir sem bíða þess að, ég held ég geti bara orðað það þannig, bíða eftir sko drastískum lagabreitingum til þess að það verði hægt að spýta virkjunum í gegn. Ert þú í þeim hópi? Nei, ekki þar. Ég sé ekki sko að því að menn eru að tala orkuskipti í þessu samhengi
það næg orka í bili fyrir orkuskipti í vegasamgöngum, held ég. Já. Og þú heyrir ákallið, eða sér, þú heyrir umræðar. Já, mér finnst þú meira svona illa rökstutt. Það er nokkur máli, bara orkuskortur. Já. Þetta er eitt af þessum 4 málum sem Bjarni Ben sagði að væri mikilvægast að koma í gegn, þess vegna hann réttlætti í rauninni það að ríkisstjórnin starfaði áfram eftir að Katrín hætti að miklu leyti með þessu. Já, eins og fólk segir í Svíþjóð, sko, fólk er ekki dumma, fólk er ekki vitlaust. Ég held að flesti sjáu það að það er ekki brýn þarf að byggja stóra virkjanir, það er ekkit sem að, og ég er ekki að segja að þau eru ekki að byggja nýtt í framtíðinu, það er ekki að segja, ég er bara að segja að sko, þessi nefnd sem að umhverfisráðherra skipaði strax eftir hann tók við embættinu og kláraði þarna einhverja, skýrslu í upphafi árs 2022, það sem að sagt var að þyrfti að tvöfalda orkuframleiðslu og rýmlega það 125% minni með að hafa verið hún var illa unnin svo skýrsla og svona klaufalegt að ráðherra gefi sér ekki tíminn að taka kanna þessi mál. Við fengum að koma að þarna einu horni og Landvernd fekk að vera með líka en það var bara lítið gert á okkar athugasemdum og nánast nú út úr því. Já, og eins og þú sagði fyrir þættinu, það er ekkert plan. Nei, það er ekki plan. Það var reynd að setja plan að byggja upp orkuverð sem átt að skaffa orku fyrir flugvélar og skip og svo samgöngur. En það er svolítið svona ótrúverðugt með sko, skipin, en það er ekkert eldsneyti sem að hægt er að framlega hér á landi núna fyrir skipin. Sjávarútvegurinn hefur ekki dregið neitt úr losun sem heiti getur. Sko, með þeim fyrir vera sagt þó að þegar að kvótakerfi slær inn náttúrulega fækkar skipum tölvert og þegar tóstóðni nær sér og strik þá vita skipstjórar betur hvar aflans er að sækja og svo keyptu útgerðarmenn sér ný skip, fjárfest í nýjum vélum og svo framvegis. Þannig að losun frá sjávarútvegi minnkaði umtalsvert í upphafi kannski fyrstu 20 ár þessar aldar. Vegna minni umferðar. Já, færri skip. Styttri siglinga, færri skip. Já, en í dag þá stendur þetta bara í stað og ég svona heyr ekki mikinn, menna SFS hélt fundum daginn og vildi lýsa áhuga sínum á umhverfismálum en ég heyrði bara ræðu frá Heiðari Guðjónssoni hvað verið gott að leita olíu og hvað Landvernd væri út í móa, sko. Þetta er ekki trúverðugt. Og sjávarútvegurinn þannig ekki með og sko í fullri alvöru. Stjórnvöld snéru við blaðin og gera nú þeim sem kaupa bíla erfiðara fyrir. Og það sem kannski, það var ekki endilega að tala um almenning, heldur að við sem ferðarþjónustuland eigum að leggja allan metnað í það að ferðarmenn sem hingað koma kannski 80% að þeim leigja bíla, 70-80%, og þetta eiga að vera rafmagnsbílar, bara undantekningarlaust. En það er mjög lágt hlutfall rafmagnsbíla. Já, þetta verið mjög svona, bæði finnst bílalegu fyrirtækjum erfitt að samfæra ferðamennum að aka á rafmagnsbílum. Samt heyrði ég til dæmis að rafmagnsbílarnir hefði virkað mjög vel í harðindum vetrarins núna í bara síðastliðin vetur. Drægni þeirra hefði verið umfram það sem að fólk hefði vonast eftir. Já, hún er minni á veturna. Samt meiri heldur en hún er ekki, menn verða ekki uppiskróf með rafmörki
á miðri Miklubraut einhverstaðar sko. Nei, við viljum það náttúrulega ekki. Nei, það nóg að hleðslustöðum hérna í bænum sko. Já, í bænum, en vantar meira út á landi er ekki? Já, sennilega, en það hefur aukist mjög mikið. Kannski eru bílaleigurnar hrættar við að ferðamenninni fara upp á hálendið og það er kannski ástæða til þess. Það er mjög óskynsamlegt að fara á rafmagnsbíl upp á hálendið. Já. En Árni, ef við svona í lokin veltum aðeins fyrir okkur hvað verður okkur, hvað verður okkur sem manneskjur og hvað verður heiminn okkar ef við höldum áfram að gera ekki neitt, hafa ekkert plan, vonast með útópískum hætti eftir töfralausnum, tækninýjungum, einhverju sem birtist af himni ofan og mun ekki hafa neinn íþyngjandi áhrif á okkar gerðir eða hugsun framtíðina því að það er svolítið stemningin, finnst mér. Við höfum nú þegar aðeins að opnast gluggi að athygli almennings í gegnum þær öfgar sem hafa orðið í veðri. Ég nefndi við þig áður við fórum að spjalla saman hérna, ég gerði könnun vegna vinnslu bókar í fyrra þar sem að framkoma að 8 konur tilvílina úrtak sem ég ræddi við í verslunarmiðstöðinni Kringlunni, 8 íslenska konur á aldrinum 19 til 29 ára. Það er sögðu að siðferðislega teldu þær ekki verjandi að þær myndu huga að barneignum vegna þess að framtíðin væri svo óviss út af loftslagsmálum, út af umhverfismálum, út af allir þessari röskun sem að við erum byrjuð náttúrulega að sjá verða veruleika. Hvað Íslendingar deyja þá út að óbreyttu á þess að umhverfið drepi okkur ef við hættum að fjölga okkur, en þetta er til marks hugarheim ungs fólks og áhyggjur ungs fólks á sama tíma og við erum hér, ég held að þetta viðtal sem ég er að taka við þig, ég held að það hefði allt eins geta átt sér stað í fyrra og fyrir 2 árum og 3 árum og 4 árum og 5 árum á sama tíma og við heyrum pólitíkusa klifa á því að aldrei hafi verið mikilvægar að spyrnaði fótum en einmitt núna. Hvað segirðu við þessu randi mínu hugsandi upphátum framtíðina og hvort eitthvað muni raunverulega breytast? Og hvað þurfi til? Já, ég held kannski almenningur þurfa að láta meira í sér heyra. Ég held að almenningur, fólk kjósendur bara, sé mjög andum það að börnin okkar eigi framtíð. Ísland er náttúrulega bara lítið korn hérna í þessu öllum saman en tökum smá eyríkin í Kyrrahafi og víðar þar sem að þau hefa tekið höndum saman þessi litlu eyríki sem að munu sökkva inn til sæ ef framheldur sem horfir og þau hafa náð mikill athygli, þau náð miklum árangri við að íta á stóru ríkin og fá þau til að þetta eru Kína, Bandaríkin, Evrópusambandi, Rússland sem er nú því miður stjórnaða glæpamenni og mun ekki gera neitt en við erum þá eitt af þessum smáu eyríkjum og við beitum okkur ekki meðlans vegna þess að við erum hálfpartinn í Evrópusambandinu vegna þess að við erum með Evrópusambandinu í loftslagsmálum en við erum ekki innan Evrópusambandsins við mótum loftslagsstefnu þess. Nei. Þannig við erum á kantinu þar heimurinn hefur sett upp að markmið að reyna að halda hækkun hitastigsjarðar inn á við 1,5 gráðu og takist það ekki þá má búist við því að súrnun sjávar stöðust ekki hér á Norður-Atlantshafi og þá erum við búin að dæma okkur sjálf og þarna finnst mér sjávarútvegurinn sína mikla
mikið skeytingleysi. Þetta þeirra auðlind, þeir bara græða svo mikið í dag að þeir hugsa ekki til morgundagsins. Ég veit ekki hvernig ég orða það betur. Ég get ekki, sjávarútvegurinn vill að ríki borgi fyrir rafmagn í höfnum fyrir þá. Af hverju borgar þetta ekki sjálfir? Þeir eru nógan pening. Þeir hafa vanist svo ótrúlega miklum forréttindum. Já, það bara dekraði þetta fólk. Þetta fengið aðgang á auðlindinu okkar fyrir skíð og ingenting og ég söndum orða þannig að útgerðamenn unnu þorskastríðin. Já. Þeir fengu yfirráð yfir auðlindum hafsins hérna við Ísland. Já. Ekki þjóðin. Einmitt. En við svo náttúrulega líka ljóst að ef að hlýnunin fer mikið yfir 1,5 gráðu þá búist við því að heimsframleiðslan efnaðar heimsins minnki 15%. Það tölvöld högg. Og sérstaklega fyrir þjóð eins og Ísland sem að byggir á ferðamennsku. Því að ef að ferðamenn frá Evrópu eða Bandaríkjunum þurfa að spara vegna efnahagslegra þrenginga þá kannski fara það nú ekki til Íslands. Nei, tekjumódelin okkar eru órófa tengd framtíð umhverfismála og sum þeirra í hættu. Já, verndun náttúrunnar tengd þessu. Við erum með náttúru sem við viljum sýna og við eigum auðvitað að stefna því eins fljótt og hægt að allar bílaleigubifreiðar séu rafmagns eða þá metan. Það ekki gert. Það vantar hugsjón, það vantar markmið. Árni Finnsson, við látum það verða að loka orðin. Þakka þér kærlega fyrir að koma hér að Rauða borðinu á Samstöðinni. Hvernig getur við réttlætt að 60% Eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Já, þetta eru lokin á Rauða borðinu í kvöld. Ég þakka Birni Þorláks fyrir hans framlag og Pétri og Laufi fyrir að taka upp og senda út og öllum gestum sem hingað komu og ekki síst ykkur sem að horfðuð eða hlustuð. Þið bygguð til fjölmiðlun út úr þessu spjall okkar. Ég bendi ykkur á eins og oft áður að þið getið hjálpað okkur við að byggja upp dreifikerfi Samstöðarinnar með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar. Þannig höfum við byggt Samstöðun upp á góðri afspurn. Þið getið bent á að við erum til á Facebook undir nafni Samstöðarinnar, á YouTube undir nafni Samstöðarinnar, á öllum hlaðvarsveitum undir nafni Samstöðarinnar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á 89,1 á FM á Stóru höfuðborgarsvæðinu og þá má sækja þær útasendingar á spilaran, bæði spilari.is á netinu, en spilarin líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðun og allar íslenskar útastöður hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við síman. Þar erum við númer 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki sjá ástæðu til þess að bjóða sínu viðskiptavinnum upp á efni Samstöðunnar 24 tíma sólarhrings, 7 daga vikunar, allan ársins, samfélagsumræðu, þetta Rauða borð og í öðrum þáttum Samstöðunnar. Samstöðin hefur byggst upp af áskriftum. Það eru þeir hlustendur og áhorfendur sem hafa lagt okkur lið með því að gerast áskrifendur. Það kostar 2.500 krónur á mánuði. Þið megi borga meira þið viljið og þið sem að kjósið getið látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það er mitt alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðina. Ef þið viljið slást í hópinn þá getið þið farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift og þar getið þið skráð ykkur. En þetta er nóg í bili. Við verðum hérna næst annað kvöld á 50. klukkan 8 við Rauðaborðið og mig grunar að þá munum við ræða forsetakosningar sem að verða á laugardaginn. En þetta er nóg í bili. Ég segi góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.